Verðu velkomin að Rauðaborðinu mitt sumar. Þetta svona sumarútgáfa hjá okkur. Veit ekki alveg hvert þessi þáttur að fara, en svo eftir Verslunarhelgi þá munum við mæta hér með full-blown vetrardagskrá. Þú ert hér í sumar? Já, ég er hérna sumarkonan og með sumarbolla í tilefni dagsins. Túlipanar. Túlipanar, þetta er svona til að vega upp á móti þessum sudda. Það var náttúrulega grátt í morgun. Já, var ekki, já. Maður var svona, hvar er sumarið? Það var kokksgrár dagur. Já, finnur ekki fyrir þyngslum þegar það er svona dimmt yfir. Stundum svona þegar læðin að koma. Já. Einmitt. Maður er svo gamall sko. Þess vegna er fólk á mínum aldri bara gemta á Já, þú ert náttúrulega gamall þegar þú ert alltaf að segja þú sért gamall. Líður þér ekki alltaf eins og þú sést strákur? Mér líður alltaf eins og ég sé svona 19-20 ára inn í mér sko. Þó ég sé náttúrulega orðin hundgömmul. Mér upplifði þannig að allt sem ég hef verið er enn inn í mér. Þannig að algjörlega. Ég gæti orðið sko 30 ára hérna eftir smá stund. Ég veit að þetta er nú mjög... Beðið að taka mig upp. Já, þetta er nú þekkt í svo kallari partasálfræði. Já. Að sem sagt, þá er 55 ára gömul steinnólina að passa kannski 30 steinnólinu og 30 steinnólina að passa þá 15 ára og þá svo 15 ára Gæti allir ruðst og sestu stýrið og keyrt ykkur. Já, ég hef nú alveg lent í átökum við partana í sjálfur mér sko og ég held að allir þekki það. Að bregðast við og eitthvað þá sem við hugsa býtu, heyrðu þetta tilheyrir nú einhverju sem er gamalt og liðið ekki satt. Það gerðu það ekki? Já, ég með það alltaf. Mér finnst þeir ágættir sko. Já, er það ekki? Ég held að leiðin sé að þykja vænt hvern og einn að einastaðum. Já, akkurat. Ekki skamma sín fyrir þarna fíblið sem gerði okkur að fíblum. Nei, einmitt. Maður á að svona ekki að úthýsa þessum pörtum og láta eins og þau sé ekki til vegna þess að sko, það er bara eins og að leggja það á einelti sko. Maður á bara að segja já, þú ert hérna og þú mátt alveg vera með. Við erum þetta náttúrulega. Það er ekki að breyta sér. En sko, mér finnst samt oft þegar ég hugsa tilbaka þá finnst mér eins og maður hafi verið raunverulega margar manneskjur. Finnst þér það ekki? Svona, já. Og það er eiginlega kannski, þú veist, maður er raunverulega enginn. Maður er bara svona einhver vera, maður er svona lífið að reyna að vera lífið, sko. Og svona þegar ég lít tilbaka þá eru alls konar svona sem mér finnst bara stóru undarlegt að steinnólin hafi tekið sér fyrir hendur, sko. Ég, veit ekki hvort það sé aldurinn eða eitthvað. Ef ég má tala hann. Ég óttast hann ekki, sko. Nei, þú eldist bara með... Ég veit það bara fínt, sko. Nei, það er ekkert að ég eldast. Hvort það sé aldurinn eða eitthvað, þá finnst mér eins og að einhvern tíma var maður alltaf að reyna að vera, að þú veit, leikari. Það var maður að reyna að vera leikstjórinn og höfundurinn. Og með þessa aðalpersónu þarna upp á sviði sem maður losnar ekki við að vera aðalpersónan í sínu lífi. En ég er eiginlega búinn að gefast upp á að semja handrit fyrir hann og leikstýra honum. Þannig ég er komin út í sal og bara horfi á hann. Já, ég er svolítið saman. Ég er svona samanlega með þetta. Og svo finnst mér gaman. Það er gaman að myndi lendi ykkur svona þessi hérna. Já, akkurat sko. Þess vegna er ég til dæmis, ég er svona opin fyrir svona nýjum og óvæntum tækifærum. Ég finnst svona heilladrýgst að segja já við einhverju sem ég skil ekkert í. Já, bara áður en að fólk ber fram bónina. Já, eða nánast. Allavega að vera tilbúin að skoða því það er gaman að sjá hvernig maður bregst við einhverju nýju og framandi sko. Ég er kannski óhrædd að þessu liti. Ég mæli með því allt hérna sko. Annars missir maður komið með aldrinum. Já. Já, maður lætur svolítið af stjórn og þar að leiðandi til í slaginn. Já, það er nefnilega oft haldið að þessi öfugt sko, að maður sé sem sagt opnari þegar maður er yngri, en lokaðir þegar maður er eldri. Ég er ekki viss þetta síðan. Nei, ég er held ég bara sammálaðir. Ég ætla að segja hins að frá sko skelfilegri lífsnessu sem ég var fyrir núna í morgun. Nú? Í sturtu, ég veit ekki hvort það sé við hæfi að tala um það. Nei. En ég sérst að baða mig. Já. Og að sápa mig bara. Og meðan annars, ég veit ekki alveg hvort það sé við hæfið að segja þetta, sápa með rassinn. Já. Og þá sé ég þar að það er eitthvað svona, eitthvað á rassnum á mér. Nú, já. Eitthvað svona... Guð minn almáttugur, hvert er þetta að fara? Djöfullinn er þetta, ég kom með eitthvað svona útbrot á rassinum og báðum rasskinnunum. Já. Og hvað var þetta? Andskot, því að þetta er svona grár dagur og morgun svona. Það verið að steypa mann út í einhverjum helvitis kaunum. Já. Og verið að reyna mann eitthvað hérna eins og jóp eitthvað og hérna láta hafa eitthvað maður fellur niður og bölvar guðið eða hvað djöfullin er í gangi. Svo fatt að þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað skrítið, þetta er ekki alveg kaun sko. Já. Þá myndi ég eftir að ég hafði sko sest við gluggann
á svona táastól Já. og verið bara eitthvað að horfa út í grámann og hugsa eitthvað daginn og svona hitt og þetta. Varstu Og það með hafði komið flís? svona far af táastólunum á rassinu á mér. Já, já. Þannig að ég var alveg heill, sko. Og það er bara svona djúpt far. Já, Já, maður er með svo feita rass að það bara mótast Já, ég far veit. af táastólum. Herru, þetta minnir mig hérna... Hefur pröfað að sitja á táastól og fara í sturtu? Nei, en ég bara ráðlegg þeim sem horfa á þáttan að gera það alls ekki. En þetta minnir mig hins vegar á hérna smásögu eftir Þórarin Eldjárn. Þar sem að hann segir frá því að hann er í sturtu í sundlaugunum og er einmitt að þvo sér rassinn þegar vindur sér að honum aðdáandi mikill og réttur honum höndina og Þórarin er svona í smá vandræðum, hann veit ekki alveg hvað, hann veit ekki alveg viðurkvæmilegt að draga sápuga höndina úr rassinum og setja að taka í höndina manninu. Þetta er mjög fyndin saga eftir Þórarin. Þetta er eitthvað þema því að ég og Oddný vorum að tala saman hérna sund og meðal annars að hérna, ég eiginlega gafst upp á sundi út af þessum köllum sem koma til manns þarna sem að standa á tippinu og vilja fara að tala um pólitík. Já. Og ég er bara til að tala um pólitík hvað sem er. Kannski ekki allsbyrji. En hérna talandi um rass og bak, maður sér svo sjaldan á sér bakið og rassinn. Hefurðu skoðað bakið í spegli? Nei, ekki. Það er bara mjög framandi. Ég sá fyrir tilvíðin bakið á mér í speglum daginn og ég var bara mjög undrandi. Ég hafði aldrei séð það. Kannski var þetta ólína 32 ára bakið. Já, nei bara, ég held að maður hefur bara að stundum að virða fyrir sér bakið á sér því það er svolítið afskipt. Þekktu bakið á þér? Þekktu bakið, ég veist, þetta er bók. Þetta er bók sem ég ætla að skrifa bara strax. Lærðu að þekkja bakið á þér. Ég er reyndar sko, sé ekki andlit á mér í spegli. Hvað segirðu? Ég sé ekki andlit á mér í spegli. Hvað eru þau svona lágir heima hjá þér? Já, það er að því að litla fólkið stýrir öllu. Já, ég skil. Og það er svo viðkvæmt að maður má ekki segja, sko, má ekki spegla vera aðeins herri svona fullvaxið fólk sjálf sig. Nei, þannig að þú sér bara svona höguna og svona, já, einmitt. Þannig að ég hef ekki séð mig mjög lengi. Í spegli. Nei, en sko, þú veist, að því að maður er nú svona stundum að reyna að skilja, sérstaklega að maður eldist, svona hvað er að gerast í líkamannmann og svona, mér finnst maður líka vera meðvitaður skrokkinn á sig þegar maður eldist, sko. En það verður alltaf skrýtnari og skrýtnari. Já, að því að maður tekur einhvern veginn öllu þessum sjálfsögðum hlutir að maður er yngri, en ég mæli með því að fólk fara að horfa svolítið á bakið á sér og gefa bakinu gaum, bera krem á bakið á sér og svona vera góð við bakið á sér. Ég held að það skipti máli, sko. Svo sé ekki út undan. Ég held að það endist betur ef við förum að hugsa það. Þá þarf maður ekki að vera þá með 2 spegla einhvern veginn. Nei, það er bara nóg að strjúka sér, strjúka bakinu og vera góð við bakið, sko. Já. Strjúktu bakinu. Strjúktu bakinu. Kannski að bókinu heita það. Eða finna sér eitthvað sem vil strjúka sér við bakið. Já, eða það. Kettirnir gera þeir það? Þeir strjúka hverju öðrum með bakið, það má nú ýmislegt. En ekki þér? Nei, þeir eru meira svona í andlitinu á mig, ég strýk þeim bakið. Þannig að þeir launa aldrei tilbaka? Ekki beint við bakið, þeir svona meira svona knúsa andlitið á mér og svona leggja stofan á bringun á mér, þeir eru mjög mikið í því. Sérstaklega ef ég er eitthvað svona vanstilt, þá koma þeir og svona róaðu þið nú góða mín. Kettir, þeir endur gjalda lítið, það ekki? Þeir líta á allt sem þeir fá sem sjálfsagðan hlut. Sko, okkur er tíðrætt ketti. Sko, kettir eru ekkert að skipta sér að manni ef maður þarf ekkert á þeim að halda. En þeir hins vegar finna ef maður þarf á þeim að halda og þá koma þeir nú og svona og standa vörð, sko. Stundum kemur einn kötturinn minn, Pablo, og ég kannski sitt í sófanum og þá kemur hann svona og lætur mig vita að það sé allt í lagi, hleypur svona eins og svona varðköttur, hringinn í kringum sófan fram á gang, kemur aftur til mín til að sýna mér að það sé allt í lagi og svo sest hann fyrir fram að mig og svona horfir í augun á mig eins og hann sé að fá mig til þess að fókusera. Og ég lít alltaf á þetta sem svona skilaboð það að ég kannski bara aðeins að slaka á, anda inn og út og sitja með honum svona. Mjög góður svona leiðbeinandi hugleiðslu, Pablo. En ég veit ekki alveg. Þú veist, ef maður byrja að horfa á köttir sín sem svona andlegan leiðtoga, veit ekki hvort að maður sé í bata eða hvort að maður er... Sko, nú lifum við í einhverjum svona algjörum óraunveruleika og kötturinn minn er oft bara með því raunverulegasta sem er í kringum mig. Þannig að, ég held að bara kettir sé bara mjög áræðanlegir heimildamenn það sem er raunverulegt í veröldinni. Af því að það er allt einhvern veginn svo óraunverulegt, bara eins og pólitíkin í Bandaríkjunum. Þetta er bara orðinn svo rosalegu skrípaleikur, sko. Þetta er einhvern veginn skrýtnasta leikhús sem að heimurinn horfir á núna. Sko. Ja, það er ekki bara lérkonungur sem að færir völd sín til dætra sinna.
Nei, en ég meina bara öll Það sviðsetningin. vætti vera 2 dætur hann í viðbót, ekki Já. bara Kamilla. Já. Hvernig fílar Kamilu? Það verður kannski ekki tala um það við hérna Já, við skulum gera það við gestina. Við erum með sumargesti. Þannig við skulum ekki tala um neitt að viti. Nei, alls ekki. Hvaða vitleysu má bjóða að tala um? Það eru 2 tegundir af Íslendingum. Já. Það er þeir sem að elda sólina Já. og þeir sem að bíða eftir að sólin komið til sín. Hvort er þú? Mér finnst alveg gaman að elda sólina. Ég hef reyndar farið í 2 stuttarferðir til Suður-Evrópu í sumar, þannig að ég er ekkert svona sólarvana. Ég dvaldi heila viku í Skorradal í síðustu viku, fyrst í grenjandi úrkomu og svo fekk ég 1 sólardag þar sem ég bara fór öllum fötunum og sólaði mig alveg frá morgni til kvölds. Og svona fekk svona, hvað ég var að segja, vítamín sprengju, sko. Ég trúi því ekki að sólin sé skaðleg, sko. Ég er Skaðleg? Nei, þú veist, við verðum ekki í góðum málum ef hún færi. Nei, en það er alltaf verið að segja okkur hvað sólin sé skaðleg fyrir okkur, sko. Ég held að sólin sé mjög mikilvæg fyrir okkur og mjög mikilvægt fyrir okkur að vera í sólinni eins og mikið við getum. En, sko... En akkur eru þá á Íslandi? Akkur eru þá í Íslandi? Það er ekki mikið sól hér. Nei, en það er fallið birta hérna, sérstaklega í sumarið og sumarnæturnar líka góðar og þetta var alveg dásamlegu tími þarna í Skorradalnum. Það er náttúrulega, það eru svo rosalega gróið. Þetta er bara eins og maður séu í útlöndum, sko. Í Nóri eða bara einhvers staðar í bara Suður Kaliforníu eða eitthvað. Sem er hæðsta einhver sem Íslendingur geti gefið. Nei, það er bara gaman að koma í svona gróður skjóla vind, sko, og þarna líka bara sér maður merkið þess að fólk hefur, sko, unnið hörðum höndum, þarna alveg í, núna verða næstu í 100 ár við að gróðursetja og þetta er svo mikið líf þarna. Mikið fuglalíf og skordrelíf og sveppir og mosagróður og... Hvað heitir hún hérna? Lúsmíð. Lúsmíð. Já, ég var ekki vör við lúsmíð. Nei. Ég ætla að þetta væri draumastaði fyrir lúsmíð. Nei, en veistu það, sko, lúsmíð skynjar, ef við erum hræddu, þú veist, lúsmíð er bara nýkomið til landsins, þeir eru bara eins og hver annar er innflytjendur og þjóðin alveg brjálu út í lúsmíð. Það rosalegir miðflokksmenn gagnvart lúsmíðinni. Já, við höfum bara hugsa fallega til lúsmíðsins og þá lætur það okkur í friði. Heldur það? Já, við höfum bara veitað... Þetta er svona secret, ef ég hugsa það, þá verður það. Já, maður segir bara sælarverði og velkomnar og viljiði láta mig í friði. Í staði fyrir að vera einhvern veginn, sko, öskrandi og æpandi og bera á sig einhvern ógeð, sko. Ég held að hitt skilja alveg að koma. Það fóru frá þér og þú heyrðir þær alltaf mannin í næsta bústað. Já, sem var smurður í tágaolíu eða hvað þetta er nú sem fólk er að bera sér núna. Ljópum rjóðrið. Fyndnustu póstar á Facebook eru ráðin gegn lúsmíð. Já, ég meina það er allt frá koppafeit yfir í tea tree olíu, yfir í bara helli yfir sér súrmjólk til þess að ná bata og þetta bara ég held að fólk sé að fara út á land til þess að geta fundið upp meðalið við lúsmíð. En það er lækning í því að vera í náttúrunni. Það er náttúrulega bara alveg á hreinu, sko. Já, ég er svona borgarbarn, sko, en ég veit það alveg að... Já, en ég meina að það er, þú veist alveg að það komast í tæri við næringu hérna í borginni. Það er nú stór tún hérna og Elliðaárdalurinn og bara Klambratún eða Miklatún eins og það kallað. Svo ekki maður borðað, þá verður maður að borða náttúruna. Já, algjörlega. Það er mjög mikilvægt að gera það að einhverju svona rituali. Afsakjaðu, ég ætla bara ekki að svara þessu barni sem var að hringja. Hérna, en ég var nefnilega... Hvað er mikið af bönnum? Ég á 4. Meira en 1,6, 1,5, það komið niður í það. Já, einmitt. Þegar við Stefán bjuggum í Kaliforníu þá hélt fólk að við værum annarkvort geðveik eða milljarðamæringar eiga svona mörg börn, þannig að Bandaríkjamönnum dettur þetta náttúrulega ekkert í hug, sko. Eiga svona mörg börn, sko. Það er skrítin kultúr þegar börnum hverfa. Þegar börnin fara heiman, minnur? Nei, bara hætta að fæðast. Já, það er náttúrulega bara dýrt að eiga börn og voru ekki einhverja tölur um það að barnsfæðingum hafi fækkað á Íslandi? Mamma átti ekki efni á að eiga mig. Nei, en hér ertu samt? Fyrir svona svolítið lukku, hún sagði mér það einhvern tímann svona upp á fermingu að ég væri hettubarn. Hettubarn, já. Ég hefði ekki átt að fæðast. Og hvernig leiðið með það? Ég ætla að segja þér þetta, mér finnst það svona skemmtilegt. Ert þú hettubarn? Ég er. Nei, foreldrar mínir ákváðu að eignast mig, sko. Nei, þetta skýrði að því að ég tafði skilnað foreldra minna og þetta bara skýra ýmislegt. Já.
Þannig að, Nei, en hún var ekki að segja þetta við mig að ég hefði ekki átt að fæðast. Nei. Hún elskaði mig. Nei, en margir upplifa samt svona sögur foreldra sinna, þú veist, þú varst slisa barn og eitthvað svona, þetta sest í marga hef ég tekið eftir? Nei, ég myndi það vera... Nei, þú bara svona harður að þér, ég er að segja þér það og þetta sest í marga... Nei, það var eins og maður sé sko kraftaverk lífsins sko. Já, en aðrir taka þetta svona eins og þeir hafa ekki alveg verið velkomnir, það er bara svona, en það er náttúrulega líka val, viltu taka því þannig eða viltu taka því þannig að þú hafir bara verið kraftaverk og fengið að koma? Eða viltu líta svo á að þú sért ævarandi einhvern veginn reiður yfir því að þú hefur slysast í heiminn, ég meina þetta er bara val. Það er full mikil frekja alltaf þess að maður fæðist bara með lúðraðblæstri og söng. Já, bara með viðhöfn, bara heiðursvörður og Austurvelli. Við erum búin að píða eftir þér árum saman. En fyrir ekki, bara ætti það samt ekki að vera það? Er það ekki kraftaverk að fá að fæðast í heiminn? Hvernig sem það er, sko. Já, mér finnst einhvern veginn bara, þá er sigurinn unnin, þá fær maður að vera einhvern veginn að koma hérna í einhverju hylki og vera þáttakandi í lífinu, það er sigurinn, sko. Og það er það sem er skemmtilegt. Og þess vegna á maður að bara njóta þess að gera alls konar hluti, prófa alls konar hluti og... Þess vegna alltaf verið að biðja mann hérna fæðingavottorð, mér finnst það alltaf svo viðbært. Efast í alvörunum að ég sé fæddur eða eitthvað. Já. Hvað ákveður alltaf sínum þetta fæðingavottorð? Já, nákvæmlega, já. Umsækjandi er Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og lítur allt saman vel út hjá henni en enn er óljóst hvort hún hafi fæðist. Fæðist, já, því að hún hefur ekki enn skilað en fæðingavottorð. Voðalega mikið verið hringið því. Ég vil og lesir SMS-ið sem þú varst að fá. Ég ætla að lesa fyrir því hvað SMS ég var að fá. Nei, ég get ekki. Steinunn, þú vilt það ekki. Jú, þetta er mjög fyndið. Sko, börnin manns eru svona ofta að biðja, sko... Þetta var bíómynd gerður, fórstu ekki á hann þá með bund? Hvað bíómynd? Ég man ekki um þetta, eitthvað Villibráð? Villibráð. Já. Það er leikurinn þetta, að hérna, nú leggjum við... Nei, sko, skilabóðin sem ég var að fá, mamma, má ég fá pening fyrir viftu? Ég kannast ekki, já, ég kannast ekki við að sé svona heitt þess að dagana, en einu barninu mínu vantar pening fyrir viftu. Ég held að sé að fara að kaupa sér gras eða eitthvað, heroín. Já, eitthvað svona skynsamlegt. Vifta, er þetta ekki byrjað að kalla heroín viftu í ungarfólki? Já, á götunni. Viltu viftu? Viltu viftu? Já, ég bara til að villum fyrir fíknefna lögreglunni. Nei, maður verður að hafa eitthvað svona... Heyrðu, en ég fekk heimsókn helgina frá 4 sérsveitamönnum. Nú, ég var að elda... Í svona villibráðarpartí? Já, sko, ég var enda bara ein heima og hlusta á músík mjög hátt stilta, mjög skemmtilegt. Og ég var að elda mat og vanda mér rosalega við það og allt í hennu stóðu bara 4 fíleldir vopnaði kallmennin á stofugóli hjá mér og... Og það sem skrítnast var kannski bara, mér brá ekkert, ég bara komið sælir og hérna, hvað viljið þið? Þá voru þeir nú í erindagjörðum alveg eðlilegum sem ég ætla nú ekki að skýra frá, þeir voru að sinna skyldu og eftirlitsstörfum og ég beðið bara inn. Inni á þér? Nei, bara í byggingunni sem ég bý, sko. En af hverju voru konur inn til þín? Já, þeir héldu kannski að það væri eitthvað að heim hjá mér. Það ætlaðu að bjarga þér? Það ætlaðu að bjarga þér? Þeir ætlaðu að bjarga mig frá vondri máltíð sem ég var að elda. Nei, en þeir voru hinnir elskulegustu og hérna... En svolítið nervusir, tilbúin að skjóta? Nei, þeir, já, en þeir... Bissu? Já, en þeir þökkuðu mér fyrir að verði ekki, hérna, fara ekki á taugum. En sko, það var svo fjarið því. Mér finnst þetta bara vinlegustu menn, reyndar mjög hávaxnir þeirra, sko. Þeir voru svona svolítið lotnir, þeir komið inn, sko, og svo rétti svo fremst úr sér og það var bara með hærri mönnum. Hann bara ætlaði aldrei, eins og þú sagðir, aldrei að hætta að stækka. Aldrei hætta að standa upp? Já. Þannig þú horfðið svona upp á hann? Ég horfði svona upp á hann og hérna, en svo héldu þeir leiðar sinnar og skutu okkur að aðra frú? Nei, ég held ekki, þeir voru nú bara að sinna einhverju útkalli. Heyrðu, ég eldaði rosalega gott lambalæri. Nú er ég að reyna að temja mig það að elda lambalæri á sundum, en gera það aldrei eins. Þannig að þá svona læti dálítið svona tilfinninguna ráðaferðinni og ég var með kanil og kúmen og ég var með hérna, stjörnuanis og fennelfræ. Hvítlauk, dálítið að laukdufti, salt og pipar og timjan og rósmarín og ég svona hitaði þurrkryddin fyrst og setti þau í kvörn og muldu þau fyrst í svona, hérna, hvað heitir þetta, mortilli. Svo setti þau í kvörn með fersku kryddunum og ólífólíu og bjóti svona dálítið góða kryddblöndu og setti chili í þetta líka. Veit ekki, þetta er eiginlega svona, þetta er eitthvað
Þetta vegurinn til Kína og Indlands en kemur samt einhvern veginn inn í Norður Afríku. Þetta úr einhverjum svona afdölum Marokkó og Atlasfjallana. Gæti verið svona þessi brögð saman. Það ætti að vera kannski Algjörlega, sko. En svo risti ég dálítið djúpt í lærið. Svona sprungur, þannig að þetta var svona eins og brauðhleifur þegar þetta kom úr ofninu. Lag þá ekki úr því allur safi? Nei, ég skar ekki mjög djúpt, kannski svona sentimetr ofan í kjöti. Og hvað eldar þetta lengi? Ég eldaði þetta á svona 150 í svona 2 tíma, 2,5. Og þetta var alveg frábært og svo gerði ég mjög gott meðlæti með þessu. Milli þess að vera bakað og móðstekt. Já, en það var mjög bragðgott og svo gerði ég með þessu, svo hendi ég fullt af paprikum á gashellunar, brendi þar alveg í spað, fláði þær, skar það niður og steikti mikinn hvítlauk. Það er rosalega góður hvítlaukur í Bónus þessa dagana frá Suður-Evrópu og ég ætla bara að hvetja fólk til þess að ná sér í hann. Sko, þetta er alveg hnefastór hvítlaukur, alveg frábærlega góður, þannig að kínverski hvítlaukurinn er náttúrulega óætur, sko. Algjörlega óætur. Og hvítlaukur er svolítið svona seasonal, hann er betri því sem nýrri sem hann er. Já, og hann er einmitt nýr, sko, alveg svona stinnur og rauðleitur utan, sko, alveg frábær, þannig að bara Hvítlaukur og lamb er náttúrulega ágætlega vel saman. Og svo gerði ég salat úr rauðrófum og sem ég grillaði í ofninum. En ertu ekki með svona afganga? Jú. Fastasólkið þínu? Ég hefði alveg getað komið með, sko. Kallaði ekki að þér þegar þú fórst í vinnuna? En það er gaman að koma með? Afganga? Nei, maður veit ekki. Sumir eru þannig að þið vilja ekki afganga. Ég bjó lengi með manni sem aldrei vildi afganga og aldrei vildi nota opnaðar smjörfadósir, þannig að það var svona ofsalega mikið að smjörfa í ískapnum. Ég get ekki drukkið mjólk nema að opna sjálfur. Já. Ertu búin að útskýra fyrir sjálfum þér hvað þetta er? Ég held þetta sé eitthvað tengt æskunni og lykt af súrri mjólk og ég er svona svolítið á erfiðleikum með mjólk og Já, en við getum aðeins rætt eitt. Þessa áföstu skrúuðu tappa sem eru komnir og allt. Þetta er algjörlega óþolandi. Finnst það ekki? Já. Ég var að velta fyrir mig hver hefði fundið upp daginn. Já, það var bara einhver vitleysingur sem var hendu. Hvort að ég hlyti að hafa verið Finni sem heiti Áfasti Tapari. Áfasta tappana. En þetta er reyndar kraftaverk. Það hefur aldrei nein uppkvötun í mannkynssögunni breiðst í aft hratt út heiminn. Því það er alveg sama hvað maður kaupir í dag. En hvað er verið að reyna að sporna við töppum á ferð? Og takið tappan og hendir honum út í náttúruna og skilir síðan dósinni til skátana. En tappinn er einhvern veginn festist í... En þessar óendurunnanlegu mjólkuferðinu verður ekki bara óendurunnanlegar með þessu plastrasli föstu á þeim? Skerðu það ekki af? Nei, ég meina, hefurðu prófað að drekka úr gósflöskum með áföstum tappa? Þú hefur hann til hliðar. Já, og maður bara svona... Ekki í nefið. Já, maður fær bara alltaf svona sár í munnvikin eða rispu yfir nefið. Mér finnst þetta alveg, ég vil bara fara í mótmælgöngu út af þessu. Já. Mér finnst bara að hætta þessum þætti nú og fara bara strax í kröfugöngu út af þessu, burt með plasttappana. Það er til fyrirbrigði sem heitir krakkaveldi, sem að hún Salvör Tónastóttir stofnaði. Það sem eru krakkar og er svona á mörkum leikhús og mótmæla. Það stundur fara í mótmælagöngur og svona. Og svo eru krakkarnir spurðir, sko, hverju viljið þið berjast fyrir? Og það var, held ég, í mörg ár hjá henni, alltaf efst. Burtu með papparörinn og kókómjólkinni. Já, enda þetta er náttúrulega ekki báðulegt, sko. Þú veist, bara eftir 2 sopa þá er þetta orðið einhvers konar kvoðu í munninu á manni, þú veist, og ég held að það að borða mikinn pappír sé eitt sérstaklega gott fyrir mann, sko. Þetta er náttúrulega ónótæf rör, sko, með öllum. Það er orðið margt sem er svona, við erum á svona tákgrænu tímum. Tákgrænu eða tákgrænu? Tákgrænu. Já. Það sem til dæmis að festa tappana, þá eru þau að bjarga náttúrunni og... Já, er það? Og reyna... Ég fór á Selfoss, miðbæinn í Selfoss. Ok. Og fór þar og borðaði eitthvað, ég man ekki. Latabæinn, sem lítið út eins og latabæinn. Já, og svo fór ég yfir götuna og þar var ísbúð. Já. Þannig að ég fikk ákvað að fá mig shake. Já. Af því að ég var komin til eitthvað svona óskiljanlegt árs, þar sem var svona shake var eiginlega svarið. Já.
Og þá fékk ég sko plast ílát með plastloki, með papparöri sem gerði það náttúrulega verkum það var ekki hægt að sjúga. Nei, einmitt. Og gastu beðið skeið og fjöstu þá pappaskeið? Nei, ég var eitthvað svona... Nei, pappaskeiðar þeir sama, þú veist, það eru svo linir, það er bara svona bogna, það er nú ekki nokkur leið að bara borða neitt með þessum pappaskeiðum. Ég leit á þetta bara sem þraut, sko, sem að ég yrði að reyna að ráði, svo væri bara erfið súpubú. En verðum við kannski bara að fara að ganga með okkar eigin hnífapör og rör á okkur? Ég er ein leikkona, kunningjukona mín, hún Ásdís Ama, hún er alltaf með sín eigin hnífapör. Bara, þú veist, notar þau. Tekur bara heim í litlum kassa og svona, svo hún þurfi ekki að lenda í þessu, nákvæmlega þessu rugli að... Ég heyri svona Sergei Leone músík einhvern veginn undir þessu. Hún svona fær diskinn og kemur með hnífapör og segir, heyrðu, nei, ég er með mín eigin hnífapör. Já, akkurat, sko, ég var með henni á kvikmyndasetti fyrir svona 2 árum síðan og þá hugsaði ég með, vá, hvað þetta er cool, vá, hvað hún er búin að hugsa fyrir öllu þessi unga, fína leikona, sko. Hún var alveg með þetta. Þetta er nýja kynslóðin sem var bara jarðagur. Já, nei, ég er með mín eigin ígröfnu hnífapör. Og bara, rosa klóta borðar. Já. Og fitnar ekki. Nei, býta okkur. Nei, það er bara eitthvað galdur við þessi hnífapör, hvernig hún borðar. Já, er það? Já, ég bara hef aldrei heyrt hann að ræða holdafar sitt, þannig að þetta er bara alveg þín ímyndunarveiki hér á fullu gasi. Herðu, já. Við erum búin að tala um mat og við erum búin að tala um veðrið. Við erum búin að kvarta yfir plasturum. Heyrðu, eitt af þessi í sambandi við náttúruna, af því ég var svona mikið þarna úti í náttúrunni í síðustu viku og fekk töluverðan tíma þar sem ég var bara ein og var að ganga þarna í skóginum og það er eitthvað svo... Með þitt ríka innra líf? Nei, ég var bara að reyna að hugsa ekki neitt og bara að horfa í kringum mig og reyna að læra af því sem fyrir augu ber. En ég var nefnilega svo heppin, það er alltaf ekki svona 1,5 ár, kannski 2 ár síðan, ég fekk að vera kynnir á ráðstefnu hjá Geðhjálp sem fjallaði geðlækningar og þetta var mjög skemmtileg og svona fróðleg ráðstefna og þarna voru sem sagt blaðamenn sem sérhæft sig að fjalla geðvendamál og vísindamenn og læknar og svo framvegis. Þetta er útlent tólk? Já, þetta var... Það er ekki til á Íslandi sem sérhæft sig í þessu? Jú, það kann nú að vera, en allavega alltint var þetta var svona gestaráðstefna þess að fræða okkur og það eiginlega sem stóð upp úr þessari ráðstefnu er það að eina faktist sem vitað það sem að virkilega kemur að gagni við að hjálpa fólki með andlega kvilla. Það er það að vera út í náttúrunni. Það hjálpar okkur við að jarðtengjast og það er náttúrulega einhvern veginn, þar er allt mjög raunverulegt. Blautt gras, lykt af trjám, blómskrúð og svo framvegis. Þar er svona allt einhvern veginn og svona mikil hlýja og umhyggja sem að fólk finnur á því að vera út í náttúrunni. Í svona stuttri mannúðarbylgju sem að kom yfir okkar heimsluta í kjölfarið á frönsku stjórnarbyltingunni, svona einhverjum áratugum eftir þar sem að var farið að losa geðsjúklinga úr hlekkjónum og slíku og þessi trú vaknar að hinn fátæki er ekki er jafn góður og aðrir. Hann er bara í þessu ástandi vegna þess að hann á ekki fyrir neinu og hann er óhreinna því að hann er ekki aðstöð til þess að þrífa sig og svona þar fram til göttunum þá kemur svona trú að við séum föst í einhverju ástandi sem að það er að frelsa okkur út úr. Þá eru byggð upp þessi hæli, geðveikrahæli og þau voru byggð upp eins og herragarðar. Því það var trúað að við tökum hinn geðsjúka og förum með hann upp í svona herragarð upp til sveita og hann getur verið hreint og fallegt loft og farið í göngutúra í fallegri náttúru, borðað heilnæman og góða mat, kannski verið í nærandi félagskap kvöldið, að þá læknumstu að sjálfum sér. Vegna þess að það er, því að við erum með lífsandan í okkur, þannig ef við bara fáum að vera í friði, þá munum við læknast ef við búum við hinnar allra bestu aðstæður. Og þetta er bara það sama út að segja. Íslenskar geðdeildir eru mjög langt frá því að vera herragarðar í fallegri náttúru allavega. Hverjir? Íslenskar geðdeildir eru víðsfjarri frá því að vera... Það er komið trú að þetta að vera svona tæknilegt, það er eitthvað tæknileg lausn á þessu. Þetta lítur út svona, eins og þetta, þessi tæknileg aðgerð. Helst að þetta lítur út Heyrðu, annað kom fram á þessari ráðstefnu að sem sagt svona peer education, hvað heitir það nú í íslensku, sem sagt svona
já, þegar þú getur rætt við einhvern sem að deili reynslu með þér. Jafningjafræðsla, hún líka mjög góð til þess að ná bata, að þú sért í samtali við einhvern sem hefur lifað eitthvað líkt og þú, og þá svona ekki til staðar þetta læknir eða sálfræðingur sem talar af ofan niður til þess sem þjáist af einhverjum sökum. Þú lærir á því að hlusta á aðra að segja frá sinni reynslu. Já, einmitt, þetta sammannlega að við svona, og kannski það að uppgötva það að þitt vandamáli kannski ekki alveg einstætt, að þá ert ekki lengur þessi einhyrningur sem enginn skilur, heldur uppgötva að þú ert bara einn af mörgum og þín saga kannski saga margra annara, og það svona kannski það sem mjög mikilvægt að læra í lífinu. Og þú hlustar á fólk lýsa gjörðum sínum og einhverju stöðu og þú fyrirgefur því og áttar þig á því að þú hefur ekki fyrirgefið sjálfum þér. Það fyrir það sama. Einmitt, nákvæmlega, sko. Og allt endar því Guðs blessun. Það sem að einangra okkur líka svo mikið þetta að halda okkar vandamál séu svo sérstök og einstök og óvanaleg. Vegna þess að þegar hólmenni komið þá það alls ekki þannig, sko. Sögurnar bara yfirleitt bara, við deilum öll því að hafa lifað eitthvað mótlæti og hafa staðið í ströngu og átt misjafna daga og þurft að glíma við eitt og annað og það faktist ekkert sérstakt við sögur hvers og eins, sko. Ég segi stundum að ég man ekki eftir ömmu minni, en ég fekk hana í gegnum mömmu mína og ég að reyna að fleyta svo áfram til minna barna. Og eitt af því sem þegar maður var eitthvað að kvarta, að þá var það þeir eiga bátt sem eiga bágar en þú. Já. Það var svona áminning það að manns þrautir ekkert sérstakar. Já. Þetta finnst fólki vera ótrúlega hastarlegt og grimmt. En mér finnst þetta að vera fallegt. Ég hugsaði mömmu mína sem ég kynntist ekki. Já, ég meina það náttúrulega, þú veist, það bara samkenndin, en hún okkur í blóðborinu, það ekki? Að finna til þegar við sjáum að einhver hefur það aðeins verr en við. Þetta ekki Pollyanna svona? Nei, ég meina það bara eðlileg viðbrögð, sko. Það bara eðlileg viðbrögð, því að við getum, sko, það nefnilega margir svona, eða stundum finnst manni eins og ýmsir minnihlutahópar, sko, láti eins og enginn geti skilið á og ef fólk reynir að skilja þá bara nei, það skilur okkur enginn. Og þetta mikill misskilningur, því við höfum öll, þú veist, það bara eiginleiki fólks að geta sett sig í annarra spor. Og þess vegna höfum við ímyndunaraflið og við höfum gáfurnar, meðfættar gáfurnar til þess að setja okkur í annarra spor. Þess vegna það mjög óskynsamlegt að hafna því að fólk sé að reyna að skilja annað fólk, sko. Og segja bara nei, það skilur okkur enginn. Það ykkur leikar, en það náttúrulega í sögun svona slæm, sem hvítir að leika svarta. Kibla sig með skósvörtu framan í sér. Já, ég meina það. Viðbrögðin kannski byggð á því, sko, að við viljum ekki Sko, þú veist, ég segi bara don't get me started, sko. Mér finnst bara leikarar eigi að geta leikið allt frá kaffibollum yfir í bara hurðir og hirðmenn og hvað sem Nú það guðsjólof þannig að við eigum orðið leikara á Íslandi sem eru af erlendum uppruna og þeir verða vonandi fleiri í framtíðinni. Og náttúrulega alls þar í leikhúsum erlendis þetta orðið alveg sjálfsagður hlutur. En ég meina, Ísland ekkert framalega í þessu vegna þess að við eigum bara ekki ennþá mjög mikið að menntuðu fólki sem eru útlendingar. Þetta ekki bara útlendingar, þetta líka fatlað fólk. Já. En leikhús líka fag, sko. Einu sem leikur kallar konur. Já, einu sem leikur, og konur leika kalla og svo framvegis, sko. Nú eru konur byrjað að leika kalla, það í bíó. Sko, það sem ég bara segja, það verður alltaf meiga í leikhúsi. Það bara mín skoðun. Vegna þess að leikhús ekki að herma eftir raunveruleikanum. Hvernig finnst þið þá að það einhver gagnrýnandi sem alltaf í manni ekki hvort að séu í lestinni eða víðsjá? Sem situr alltaf út í sal og alltaf bara að meta sýningarnar hvort það séu, sko, réttar.
Já, það eru ýmsir gagnrýnendur sem að halda það að það sé þeirra hlutverk að við komumst að því hvað þeir séu gáfaðir. Ég er alveg ósammála því. Gagnrýnendur þeirra hlutverk að mínu mati ætti að vera svona að gefa viðbótar innsýn inn í það sem er að gerast í verkinu eða sýningunni eða hverju áhorfendur ætti að vera að taka eftir, sem sagt vera með svona leikhúsuppeldi, en þetta gagnrýni finnst mér oft snúast það að gagnrýnendur sé að svona láta okkur vita hvaða námsefni þeir hafa lært og þá oft í einhverjum erlendum skólum og mjög uppteknir af því að fræða okkur svona vókisma og þetta hefur ekkert að gera með leikhús vegna þess að leikhúsi þarf að vera algjörlega frjálst til þess að búa til bara eitthvað frjálst form sem er óháð tíðarandanum og þar verður alltaf að vera leyfilegt. Ég ætlaði að bæta við þarna þegar ég var að tala hvernig maður fer frá því að vera höfundur og leikstjóri í eigin lífi. Við þennan aðaleikara sem færist út í sal, þá tímabil þar sem maður er gagnrýnandinn. En svo fer maður frá því og fer aðeins aftar út í salinn. Það er ömurlegt að sitja út í sal og horfa á eigið líf með augum þessa gagnrýnanda sem þú ert að lýsa. Já, ég get samsamað mjög við þetta vegna þess að eftir ég tók alveg 13 ára hlé úr leikhúsinu, það var mjög gaman að koma aftur í leikhúsið og vera laus við dálítið af svona þessari sjálfsgagnrýni. Og það er eitthvað sem kemur með aldrinu líka. Fórstu í leikhús á þessu 13 árum? Eða yfirgastu? Nei, ég bara sá ekki leiksýningu í 13 ár. Okay. Já. Þannig þetta er svona ást-hatur samband við leikhús? Nei, ég var ekki hatur, það var bara... En núna, hvað er þetta... Mér hefur aldrei fundist meira gaman að leika heldur en núna, sko. En það er líka því ég er svona kannski lausari aðeins við sjálfa mig heldur en ég var sem ung manneskja. Mér finnst ég miklu frjálsari til þess að gera hluti og prófa og einhvern veginn alveg hætt að hafa áhyggjur af því hvort það sé eitthvað astnalegt sem ég er að gera eða hafa áhyggjur af útlitinu eitthvað svona. Það er bara liðin tíð og það er mjög gott að losna úr þeim álögum. Það er ekkert gaman að vera ung kona, sko, það er flókið, sko. Ég þakka fyrir okkur en degi, að vera það ekki. Að vera ekki ung kona? Já. Það er eitt sem að... Gunnar Smára? Já. Það er eitt sem að maður velti fyrir sig saman við leikara og aldurinn. Að maður fylgst með leikurum sko, sem geta verið sem ungi menn og unga konur. Það er kannski öðruvísi sem unga konur af því að sko, það eru bara hlutverkin eru þannig en tökum bara menn þá. Af því það er spektrumið til í að þú getur leikið illa upp eftir aldri. En það eru svo fáir leikar sem náðu þessu. Sumir geta verið sko rosalega kröftugir ungir menn og eitthvað svona svo bara náður ekki hlutverkunum þar sem þú þarfst að vera aðeins eldri og enn síður þú ert orðinn sko aldraður og gamall og stundum fyrst með þetta að vera einhvern veginn að maður situr vel uppi með ef það er gamall maður þá er það Anthony Hopkins og kannski er það vegna þess að það er bara svo fáir, það er svo margir sem dóu listrænum dauð á leiðinni áður þeir gátu sko endurfæðst sem leikari, sem gamalmenni. Því að hljóðfærið er náttúrulega einhver leyti þinn eigin persónuleiki. Já, ég veit ekki hvort þetta er alveg rétt hjá þér, en kannski eru einhverju leikarar sem að svona festast í því að hafa svona orðið stjörnur eða svona notið mikilværa eftirtektar þegar þeir eru ungir og eru þá kannski einhvern veginn að lifa á því, sko. Og þegar fólk er kannski að horfa á það og langar bara í bit af þessu unga krafti. En sko þetta er skrítið með leikara vegna þess að sumir leikarar hafa þennan eiginleika að geta einhvern veginn svona morfast inn í raunverulega hvað sem er og aðrir eru fastari í svona hvað ég var að segja, svona sinni persónu. Þetta er bara dálítið mismunandi, sko. Sumir leikarar eru algjör kamiljón og geta einhvern veginn leiki hvað sem er og þetta er... Sumir koma bara alltaf sjálfur í vinnu. Já, mæta alltaf sjálfur í vinnuna og eru oft mjög góður í því, sko. En já, þetta er misjafnt, sko. Ég held að þurfi svona ákveðið, sko, ég veit ekki, kannski eitthvað óttaleysi eða sjálfsleysi til þess að geta farið gegnum þetta umbreytingarskeið og mér finnst sem náttúrulega leikhúsmannesku gaman að fylgjast með þessu, já fólki, mér finnst ekkert skemmtilegur, það heldur þegar ég svona valla þekki leikarann á sviðinu og ég meina þetta ekki bókstaflega, heldur þegar ég einhvern veginn sé bara ég trúi því að einhver alveg önnur manneska sé standið þarna fyrir frammi og þetta er bara eins og galdrar, sko. Það er dásamlegt. Og það er það sem er svo gaman í leikhúsi og líka raunverulega í tónleikum að þegar þú veist galdurinn gerist svona
live fyrir framan mann. Já, já. Þá hann verður aldrei stærri heldur en í svona augnablikum. Sko. Nei. Og þú getur ekki einhvern veginn tekið þetta upp, þú getur ekki... Nei. Þetta er svo furðulegt, sko. En þannig náttúrulega lífið, lífið í augnablikinu, eða ekki? Já, en sko leikhús og svona tónleikar sem maður fer á eru kannski svona verða síðustu staðnir á jörðinni þar sem að maður er í svona þessari svokölluðu núvitund. Þú veist bara augnablikið er þarna fyrir frá, það verður ekki endurtekið og það er orðið svolítið svona tónleikarnir hérna. Já, allir séu með símana. Já, síma að taka upp. Til þess að geta hort á þetta svo seinna heima, sko. Heyrðu, hérna... Er það ekki komið í leikhúsið, að fólk hefði að taka upp? Heyrðu, ég ætla að segja þér að ég var einu sinni beðin að hérna koma og tala við tónlistakennara sem er að kenna börnum á hljóðfæri. Og þetta snerist raunverulega um það, samtalið snerist um það hvernig þetta undirbúa börn undir það að halda tónleika. Og við áttum áhugavert spjall, en til dæmis eitt af því sem að gerir börn óþarflegu og ástæðulausu taugaveiklu að koma fram er akkúrat það að foreldrar séu sýnt og heilagt að taka þau upp í stað þess að njóta þess bara að horfa á börnin og gefa þeim þessa óskorðuðu athygli sem þau eiga skylda fyrir að vera koma fram kannski í fyrsta skipti. Og þetta er rosalega aftenging fyrir barn að koma fram á svið, setjast við sitt hljóðfæri og það er einhvern veginn allir að taka þau upp og þetta er líka óþægilt vegna þess að börn finna fyrir þessari pressu. Hvað verður gert við það sem hefur verið að taka upp? Er ég astnæli og hvernig lít ég út af því að útlitsfasisminn ríkir svo víða, sko. Þannig að ég held að þetta til dæmis sé ósiður sem að foreldrar ætti að leggja af með öllu, að vera að taka upp viðburði þar sem að börnin þeirra eru að koma fram og njóta í stað þess augnabliksins og taka það inn yfir sig. Hvað er barnið að... Njóta þess að eiga minningu, sko. Já, eiga minningu, því að minningar eru... Já, ég held bara miklu mikilvægur, ég held einhver myndbrönd á... Það er líka lífrænar, sko, það geta breyst og stækkað og og viðburður nákvæmlega, öðruvísi og og fallegri. ég held líka þegar maður er komið með þetta tæki á milli sín og þess sem er að gerast, þá, þú veist, er maður bara ekki með eins opinn huga og hjarta, þá maður fann að gera eitthvað. Það er svo líka að koma á live viðburð sem hefur möguleika á að geta lifað augnablikið og taka það upp. Og hvað ætlar að fara að gera? Horfa á það svo í veikri upptöku? Já, einmitt. Þetta er eins og að horfa, líki matinn en bara að horfa að lesa uppskriftina. Já, en allavega við foreldrar ættum að leggja af þessa press og börn að vera dokumentaröðu í tíma og ótíma þegar þau eru að koma fram hvort sem er í dansi, leiklist eða þjóðfæraleik. En ef þetta verður leikrit sem við erum í núna, útvarpsleikrit, og það heyrður svona ding dong, heyrðu. Það er komin gestur. Gestirnir eru að koma. Varstu búin að hella upp á? Já, ég ætla að ná í þau. Þau koma hérna eftir augnablik. Það er svo mikið drasl í eldhúsinu, ætlar þú að greiða það? Hvað hefur að bjóða þeim upp á kókapöls? Það er ekkert til. Við lokum bara ein. Þeir sem ætla að koma, það eru eiginlega fólk sem hefur verið mjög oft gestir. Ásgeir Brynjar Torfason sem á Íslandsmetið í viðveru við Rauðaborðið. Sólveig Anna Jónsdóttir sem hefur oft komið hingað. Og María Lilja Ingveldur Þrastardóttir Kemp. Já, frábæri gestir. Hörkuborð. Ég fer að sækja þig. Gerðu það, okay. Ég hingra. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það eru komin gestir. Hérna er komin María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Velkomin. Takk fyrir. Og Ásgeir Brynjar Torfason. Og Steinunn Ólína sem ætti að vera stjórnandi svo þetta er hérna ennþá. Ég bara neitaði, ég ætla að vera bara til óþurftar hér í dag. Viltu ekki vera aðalstjórnandi? Nei, alls ekki. Og Sólveig Anna Jónsdóttir. Hæ. Þú ert anþá formaður Eflingar. Sannarlega. Og þú ert blaðakona. Jú. Og þú ert ritstjóri Vísbendingar. Já. Og þú ert leikona. Þetta er þið hefur öll verið svolítið oft í þáttum. Hefur ekkert ímyndunaraflega? Nei, mér finnst svona stemming bara eins og við verum Þetta er svona lokahóf fyrir sumarleyfi. Já. Lokahóf fyrir sumarleyfi. Sko, það er valkostur að við byrja að tala um Biden, en hann er svo mikið old news. Já. Very old news. Að Ásgeir Brynjar var að skrifa einstæða foreldra
Með öðrum? Ég skrifaði nú minnst af þessu, ég var bara svona hérna... Þú varst efstur á listanum? Já, það var eitthvað í tölvukerfinu, af því að ég er ekki með netfanga heimildinni, af því að ég er hjá vísbendingu, það er sama útgáfa. Þetta er ekki bara stafrósu, þú varst ekki bara... Jú, og svo kom eitthvað svona skrifar. Varstu alltaf tekinn fyrstur í skóla? Já, geti vel verið. En af hverju kölluðu þetta sjálfstæða foreldra? Má ég benda það, ef þið skoðið nöfn sem á börnum, þá hefur verið færst ofar nöfnin út af þessu. Bókstafa verðbólga. Já, það eru færri sem að byrja á þ núna heldur en var fyrir 60 árum. Það hefur getið þessu. Nei. Heldur þessi viðsvítandi að foreldrar sér að reyna að láta... Þormóður, Aron, það er það alltaf. Svo var einhver frétt að Una væri að trenda núna. Una? Daginn á Torfa? Það er það, út af Unu Torfa. Það er svo Dagný. En var það ekki þarna gaurinn sem skrifaði Freakonomics sem sagði það að fólki vegnaði betri lífinu eða það héti stöfum sem verið framarlega í stafrófinu? Það er ekki alveg útlokk. Já, við sjáum það. Ásgeir og Anna. Það var svona verst fyrir að kennararnir snýru af því að það maður heitir Sólveig þá maður vanur því að vera þá kallaði síðastur upp. Það geta lært á leiðinni. Já, geta lært á leiðinni og þú veist, geta sónað út til að minka kviðina eitthvað. Svo einhverju svona kennar sem fóru svona að flippa þessu. Það var ömurlegt, þá þarf maður kannski fyrstur. Varstu alltaf kölluð Sólveig Anna? Nei, ég er alltaf kölluð Solla. Þú ert alltaf kölluð Solla? Já. Sem að er líka degjótt. Sem sagt gælunöfn. En ég sjálf vildi heita Rósmarie Ann Múlan, en það var náttúrulega systur mínar hafa svona kannski svona stungi upp á sig en þegar ég var 4 ára. Fyrst vildi ég heita Emil og hét Emil heilan vetur og hét það líka á næturna og mamma mín, þú veist, ef hún var að færa mér eitthvað á næturna, ég var aðgangshart barn og vildi fá eitthvað að drekka og þá kom hún og sagði hérna Solla mín og þá sagði ég heiti ekki Solla, ég heiti Emil. En svo fór ég úr því og þá vildi ég heita Rósmarie Ann Múlan. Af hverju Rósmarie Ann Múlan? Það var bara svo flott. Það er ægilega flott. Þá gekk ég með svona upp á hanska, mikið í tjölpilsum og helst vildi ekki svara nema að fólk fattaði að þetta að koma fram við mig með tilhlýðilegri virðingu og að ég hét ekki lengur Solla, hvað þá Emil heldur Rósmarie Ann Múlan. Emmi. Ég man reyndar eftir þess að vilja heita einhverju allt öðru, Það var í blokkinu þar sem ég ólst upp. Það var bara í þætti daginn þegar þú vildir heita Ólína Steinun. Ólína Steinun, já. Það var reyndar margir. En allavega, í blokkinu þar sem ég ólst upp, þar var flugfreyja sem bjó, þar með dóttur sinni og á dyrabjöllunni stóð, hún hét Elisabeth og dóttir hennar Halldóra. En hún skrifaði það svona upp á útlensku, það stóð þess að Elizabeth með seti og TH og Halldóra með dönsku Ö. Og ég man að mér fannst þetta afskaplega flott og fannst mitt tilkomi litla nafn vera mjög ómerkilegt og mér fannst einmitt Elisabeth mjög svona eitthvað drottningalegt eða prinsessulegt nafn þegar ég var lítil. Hvað með þig? Áttu þú eitthvað svona? Nei, ég vildi bara, aldrei. En ég vildi hefða alltaf, Geiri Binni? Nei, aldrei. Ég bara vildi vera kallaði báðum nöfnum, Ásgeir Brynjar. Já. Ég veit ekki alveg okkur, en bara til aðgreiningar frá öðrum Ásgeirum. Ég var kallaður Gunnar Smári stundum, af því að það voru 3 Smárar í Vogaskóla. Einn var kallaður Húu Smári, man ekki hvað þriðji ég fekk, en ég var kallaður Gunnar Smári. En þú, Marja Lilja, áttu þú eitthvað svona draumanafn? Draumanafn, já, mér fannst Marja Lilja alveg hræðilega væmið og asnalegt, en mér fannst Jónína að vera rosalega flott. Já, ok, já, svona kraftmikið. Já, mér langaði rosalega að heita Jónína. Svo var dönsku tími og þá varu úthlutað dönsku nöfnum en eftir því, var það ykkur? Jú. Ég heit Ilse. Já, það er flott. Ég held ég að það heita Gúnter eða eitthvað, Svo stóð maður í bréfaskiptum við veselíks börn í Danmörku. Og hétu þau þá Steinun? Nei, ég veit það ekki, en allavega vorum við þrautpínt í að skrifa einhverjum dönskum bekk sem voru vinabekkur með. Þá skrifaði maður undir Ilse, alveg fyrir þetta og sagði frá einhverju þrautlegilegu, ég borðaði morgunmat og fór í skólan og svo fór ég að sofa. Það var í látum skiptum nafn. Veistu hvað eru Ilse? Já. En þetta var sem sagt umræðan okkar einstæða foreldra. Nei, en af komstu ekki að því? Af hverju kölluðu þetta sjálfstæða foreldra? Er þetta ykkur uppfærsla á því að vera einstæða móðir, að vera kölluð sjálfstæða móðir? Er þetta eitthvað meira cool eða hvað? Já, þetta var nú í sumum greinunum var notað einstæðir foreldrar eða einstæða maður. Af því að einstæður lýsir ástandinu, að þú ert einn að standa í barnauppeldi. Meðan sjálfstæður er svona eins og þú sittur inn einhvern veginn, það sé eitthvað svona meira cool, ég er sjálfstæð móðir.
sjálfstæð móðir með efnahagslegar áskoranir. Eru þeir ekki sjálfstæðar mæður þá í pari? Jú, sko, þetta er alveg... Þú ert í mjög vondum málum. Einstæðar mæður sikkur megin. Verður þetta nú? Sko, börnin mín eru uppkomin og eru bæði með maka og hérna. Ég hins vegar sko hef kynnst mörgum svona einstæðum mæðrum, en það var eitthvað held ég slæmt orð á einstæða mæður, eitthvað svona frá dögum kvennalistan. Það er alltaf í pólitíkinni búið að vera svona aldraðar og öryrkjar, það er svona allir pólitíski flokkar með aldraðar og öryrkja, en eiginlega engin flokkur hefur verið að tala um einstæða mæður og það varð eitthvað neikvætt held ég tengt við það og svo náttúrulega þrennt í þessu. Það annars vegar síðan eru náttúrulega feður, þannig að þá var verið að reyna að segja foreldrar, einstæði foreldrar og svo var þetta, ég veit ekki hvaðan það kom en einhvern veginn komandi til okkar með að grúperingi væri betri að tala um það sem sjálfstæði, af því að sum líka núna ákveða eignast börn ég vel bara ein, þannig að einn kallaði sig sólómamma. Þetta ætti eiginlega að heita ósjálfstæði foreldrar vegna þess að sko, fólk sem er eitt að ala upp börn er náttúrulega býr við gríðarlítið ósjálfstæði vegna þess að það er mjög erfitt að vera einstæður móðir í íslensku samfélagi eða einstæður faðir. Og það er það sem þetta ósjálfstæði foreldrar er verið að reyna að sína fram á hana og Auður Jón sem er nú eiginlega svona bakvið þess að ég bara aðstoða aðeins og svo þannig að hún er í rosa stuði sem blaðamaður, Auður. Já. Og hérna skáldin náttúrulega koma eða listafólk hann kemur yfir í önnur störf held ég svolítið góð innspýting í svona Jón Gnarr borgarstjóri. Já, mér finnst bara orðfærið aftengja okkur sko raunveruleikann. Og mér finnst það eitt að einhver manneskja sjálf ákveða að kalla sig eitthvað en að breyta eitthvað svona hérna einhverja merkingu. Mér er þetta ekkert endilega tamt en sko og það er í sumum greinum að tala um einstæðar mæður og að því að þetta er náttúrulega stærstum hlut á það en síðan tekur Auður viðtöl og reyndar held Steindur líka 2-3 sko við það eru svona 4 konur mæður sem að búa einar með börnunum sínum. Ég held að séu með 13 háskólagráður eða þú veist, margar eru með 2 masterspróf og enginn þeirra nær endum saman með sko launum fyrir meira en fulla vinnu og þannig að þetta er svona eiginlega veruleiki sem að ég held að enginn hafi einhvern veginn viljað koma fram með, þú vilt ekki vera fyrst að stíga fram fyrir skjöldu í þessu. Kannanir vörðu hafa núna það síðustu ár sýnt fram á það einmitt að það eru einstæðar foreldrar, einstæðar mæður sem koma einstaklega illa út og það er náttúrulega vegna þess að þú ert einstætt foreldri og velferðarkerfið sem ætti þá að kompensata fyrir það að það eru bara einar tekjur til þess að reka heilt heimili, gerir það ekki nema að mjög takmörkuðu leyti og þegar það er verið að breyta svona nöfn á einhverju þá getur það gerst, ég er ekkert að segja að það gerst hér og ég er ekki einstæð móðir þannig að ég náttúrulega hef svo sem ekkert það að segja hvað fólk vill kalla sig þar en þetta er mjög svona nýfrjálshyggjulegt sko að svissa nafn til þess mögulega svona að breyta stemningunni en materialíski raunveruleikinn hann breytist ekki sko og það er hann sem er vandamálið en ekki nafni. Markmiðið held ég þarna er nú bara að taka þetta upp á borðið og fá það í umræðinu og kannski festast ekki í umræðinu þá labelin. Nei, ég held að við erum að berjast fyrir því aftur að einstæðir foreldrar fá til dæmis forgang í leikskólum og svona eins og var nú einhvern tímann. Það er það held ég ennþá ekki. Nei, það er það ekki lengur. Nei. En þetta er sko, þetta er líka birtingamynd á svona hvernig sko velferðarkerfið hefur þetta gerist bara hér á landi því þú veist það er verðtryggð lán en ekki verðtryggð öll tekjuviðmið og öll tilfærslan þannig að það bara verða alltaf sko eftir því sem laun hækka yfir nokkur ár þú veist að þá verða bara færri og færri eftir sem fá barnabætur eða vaxtabætur eða svona og þegar mörkin er ekki færð að þá bara er allt í einu þessi neðsti partur þú veist að hann sko hefur ekki heldur ýmist rödd sko nema eins og þið gerir náttúrulega Eflingu með neðsta partinn í launastiganum en þannig erum við að tala um fólk af allskyns menntun en sem er bara íslensk efnahagskerfi er þannig að þú verður að hafa 2 tekjur til að reka heimili. Og hvað, er menntun bara einskis virði? Er bara lífið ekkert betra að þú támentaður? Já, það er ekki út kona, sko. Það er önnur
síðan umræða því það náttúrulega búið að fjármálavæða það kerfi. Þannig að þar sko bara hagur háskólakerfisins að dæla fleirum í gegn og ég held að þurfa að segja það upp átt núna að það sé bara gömul mýta ef þú kemur börnunum þínu til náms að þá býði þeim björt framtíð að því núna bara sko á svona 25 árum ég fór yfir þessar tölur þegar ég var skrifstofustjóri aldamótin þá varum við langt á eftir öðrum OECD-löndum í stórt hlutfall með mastersgráðu en síðan var bara dælt peningum í þetta og það dælt ennþá peningum í þetta að og allir að taka masterspróf jáfnvel með vinnu þannig að allir að auka einhvern veginn álagi á sig en svo skilar það ekkert endilega tekjum eða öryggi og síðan sko vill kerfið að því að það nú svona umræða menntakerfið sem mallandi einhvers staðar bak við þessi skýrsla. Það með þessi skýrsla sem var unnin af manni sem hafði ekki menntun til en það fekk nú samt sem að það 1.000.000 krónur á mánuði í... Efnilegur strákur? Ekkert að honum, ekkert út á hann að setja. Síðferður og svona... Já, ég bara virkilega... Ég er að segja, ef þú sko skýrslu kjartölfræðinefndar þá kemur náttúrulega samt í ljós þar að það greiðlega mikill munur á launum grunnskólamenntaðra kvenna og háskólamenntaðra kvenna og hann getur verið ég er ekki búin að skoða nýjustu skýrsluna en þar á undan þá minni mig að hann hafi verið hátt í 400.000 á mánuði á milli þess að þá verkakvennana í ASÍ-félögunum sem að margar hverjar þá með grunnskólapróf og sem auðvitað með meir og sérstaklega okkar aðfluttu félagar sem oft með háskólamenntunar vinna í þessum störfum og svo BHM-konunum með minnir það hafi verið það bil 400.000 krónur en ég ætla samt ekki að fullyrða það hér þannig að það rosalega mikill munur þannig að það ekki hægt að segja að þú menntun muni ekki skila þér efnahagslegum ávinningi en svo ferðu þetta bara eftir því þá hvar ferðu að vinna og við vitum auðvitað að það mjög mikið háskólamenntuðu fólki á Íslandi bæði körlum og konum sem fara í svona harkvinnu þú ert að vinna smá hér, þú ert að vinna smá þar þú vinnur þér ekki inn til dæmis launað sumarfrí eða launað þú veist jólafrí, þú ert ekki ávinna góðu lífeyrisréttindi og svo framvegis og þú getur ég þekki þetta bara mjög vel úr mínu eigin heimilislífi með manninn minn sem háskólamenntaður og koma periódur þar sem hann er að vinna mjög mikið og hefur ágætt tekjur og svo inn á milli þá detta niður tekjurnar og það er þetta líka sem býr til svo rosalega mikið vandamál. Þannig að þú ætlar að reka heimili á sæmilegum stað og þarfst náttúrulega að hafa bara steady income alltaf, allt árið kring öll árin og það hefur engin efni á því að hrynja niður mögulega mörgundur þúsund krónur á mánuð og það gerist aftur og aftur. Þannig að það er vandinn og það er svo þú varst eflaust líka að tala og þekkir mögulega best hér með háskólakerfið að það er bara verið að mennta fólk, bara allir eiga að koma í háskóla og með því ertu einhvern veginn búin að sanna virði þitt fyrir samfélagið en hvar ætlar þú svo að fara að vinna? Mjög fáir sem að til dæmis fá vinnu sem fræðimenn í háskólum engin eftirspurn eftir þér Nei, og þú veist háskólarnir svo einhvern veginn að reka sig með öðrum hætti en þeir gerðu áður og hvar á allt þetta háskólamennta fólk að fara að vinna þeir sem eru heppnir geta farið að vinna hjá ríkisstofnunum og komist þar í góða steady vinnu með gott veikindaleyfi með gott orlof með styttingu vinnuvikunar með góð laun og svo framvegis, ekki að segja þeim upp og svo framvegis, en það eru augljóslega ekkert allir að fara að vinna þar. Og þannig þú veist, ég ætla ekki að fara að gera bara og það var alveg þörf á að hækka laun opinberra starfsmanna líka háskólamenntaðra eftir hrun og svona, en núna eru þeir farin að vera launaleiðandi og einkamarkaðurinn jafnvel kvartar yfir því. Þú veist, Vegagerðin borgar verkfræðingi hærra en einhver verkfræðistofa en punkturinn minn og aðalega með menntakerfið er sko að núna erum við komin bara í heimsmet í 2-földum mastersgráðum þú veist, af því að peningastýringin á kerfinu er að skólarnir, allir þessir háskólar sem við erum með, sem er ekki einu svona hægt að samvinna þessar 2 út á landi sem er að kenna í skíinu út af einhverjum hreppapólitík eða ég veit ekki hverju, að það er bara hvatinn alltaf, framleiða meiri gegn En samt er kjarabaráttu háskólamanna núna þessi að það hafi orðið svo mikil kaupmáttarrýrnun eða engin kaupmáttarvöxtur hvað frá 2014 hjá háskólamenntuðu fólki og allir fólk svona þetta að jafna laun á milli markaða alls svona í staðis virði kvenna, já ég meina ég veit nú semst ekki hvernig það fór þannig að það er einhvern veginn ekkert sagt frá því opinberlega en það var eitthvað gert í því núna en í stað þess að einbeita sér því að, ég veit það ekki,
fella niður námslán eða minnka greiðslurnar af þeim og svo auðvitað bara fókusir á það fyrst að við ætlum að vera háskóla mennta svona ótrúlega mikið af fólki að búa til samfélag sem að getur þá nýtt sér menntun alls þessar fólks til þess að gera samfélagi betra. Það hlýtur að vera markmiðið með að vera með svona marga háskólamennta. Það getur ekki verið að það sé bara eitthvað svona prívat mál manneskjuna svona svo ótrúlega mikinn áhuga á því að þú lesa fleiri bækur eða fá fleiri gráður. Menntakerfi fyrir alla var náttúrulega sett á laggirnar til þess að búa til betra samfélag fyrir alla og við höfum þá auðvitað að nýta þetta fólk og ekki láta að þessar konur, þessar einstæðu maður með allar þessar háskólagráður þurfa einhvern veginn að berjast í bökkum, þá auðvitað eitthvað af. Já, og það kerfisvandinn held ég sem og þú veist, það hérna Það var ekki bara að vera að gabba konurnar. Já, þeir eru með lægri laun og svona. Þeir verið bara menntugustelpur og svo fóru þeir og mentuðu sig og þá kom þeir út úr skólanum og þessu. Við ætlum aldrei að borga. Það var kannski svolítið orðað. Við ætlum aldrei að, þeir eru bara konur. Við borgum ykkur ekki. Það var mikilvægi þess að sækja sér menntun. Það var eitthvað að þér. Það er ekki það kerfinu. Það er ekki ójafnrétti hérna. Já, eða bara, þú veist, það er bara erfiðara einhvern veginn að verða að konu og halda heimili sem kona og þannig að bara til þess að tryggja því þá voru að sækja menntun. En svo virðist það bara ekkert vera rétt. Þá kemur í ljós að það var aldrei málið, sko. Vandamálið var að þú ert kona, sko. Og það lifir í kalla heimi. Það er samt betra að vera háskólamenntuð kona á Íslandi. Skömminni skárra. Grunnskólamenntuð og það er bara efnahagsleg staðreynd. En það er þó ekki betra heldur en að vera ómenntaður kall. Það er þó ekki betra heldur en að vera ómenntaður kall. Hvað er ekki betra? Að vera menntuð kona. Þú nærði ekki að vega það upp. Nei. En síðan, sko, það er svolítið af svona þverstæðum í þessu. En þá náttúrulega getur við komið með á móti að þessast ómenntuðu kallarnir þeir náttúrulega að vinna miklu lengri vinnudag en allir aðrir, SGS-kallar og eflingakallar, vinna lengri vinnudag en allir aðrir á Íslandi. Allir. Já. Og ástæðan fyrir því að þeir ná kannski eins og eflingakallarnir, Halldór Benjamín reyndi nú eitthvað þau sem þetta þegar vorum í verkfallunum 2023 að þetta var alltaf einhverja hálaunakallar þeir voru kannski ná 900 krónum á mánuði en þeir voru að vinna alltaf. Alltaf. 16-17 klukkutíma á dag. Og þess vegna gátu þeir ná þessum launum. Það var ekki af því að þeir fengju endilega svo vel borgað, heldur af því að þeir voru bara konstantli í vinnunni. Og þarna kemur Halldór Benjamín hefur unnið alveg rosa mikið því hann var á hærri launum með þeir. Já. Háskólamenntaðir kallar eru með 127% hærri tímakaup heldur en grunnskólamenntaðar konur. Þannig að það er alveg saman hvað þú horfir í íslensku efnahagskerfi. Alveg sama, þú ert alltaf að fara að finna einhvern ógeðslega viðbjóðslegan óréttlátan mun sem að gerir líf sumra ógeðslega gott og líf annar ömurlegt. Og það eru alveg sammála held ég og þar er kerfis, ef maður reynir að greina kerfið á þess að við ætlum að taka allan sumarþáttinn í efnahags- og kjaramál, ég veit það ekki, en sko það er tveir punktar hana. Eitt er sko þegar við fórum að háskólamennta alla, kalla og konur reyndar en meira náttúrulega konur, 70% og nú búið að fella niður skólagjöld líka. Og enn fleiri koma, en sko að það sem gerist samhliða er að þá fórum við bara að flytja inn ómennta vinnuafl. Það eru 20% inn af hérna. Sem er nú ekki alltaf ómennta, sko. Nei. Það við notum alltaf ekki sem mennta vinnuafl. Ég meina, einmitt. Læknirinn frá Rúmeníu sem dóttir mín var að vinna með á Landakoti sem sjúkraliði, sko. Það er bara að því að hann fær ekki vottað rúmenska prófið sitt. Nei, ég þekki nú nokkra svoleiðis frá Gaza sem að nokkra lækna sem að starfa við bara á bráðadeildinu Gaza og Al-Shifa spítalanum sem er reyndar ekki til lengur, röntgenlæknir, svæfingalæknir og þeir eru með dvalarleyfi á Íslandi en fá ekki viðurkenndar þessar gráður sínar. Þannig að þeir eru að vinna í annar þeirra í byggingavinnu, vinna í eldhúsi En við hins vegar mentum næstu helmingina íslenskulæknum út í Slóveníu eða Slóvakíu. Já, nú orðið, já. En það er vottað, en ekki Rúmenía eða Gaza. En sko, hitt er, það er, já, önnur þverstæði þessu síðan, að sko jafnlaunavottunin sem búið að koma hjá ríkinu, að þar kemur samt í alþjóðlegum samanburði, að þá er munurinn á milli launum kalla og kvenna á Íslandi í sambærilegum störfum, einna minnstur í alþjóðlegum samanburði. Áhugavert, flott, vel gert. Síðan allt í einu kemur legur út af kvennadeildinu upp á Lansa að kvenlæknarnir sem voru ránir inn á lægri launum en karlæknarnir sem voru ránir síðar þó að Landsspítalinn sé með jafnlaunavottun. En hvernig var það hægt?
Já, bara einhverjir, þeir voru saman í golfi strákanir, gíska já. Jafnlauna var það ná einmitt að koma í veg fyrir það er bara kerfi og svo púslar bara fólk kannski þýðir jafnlauna en ekki til dæmis vera ekkert svo mikill munur á milli kjara láglauna kalla og láglauna kvenna, ekki eins og var þegar ég var að fara út á vinnumarkaðina, þá var ennþá munur sko. Það munur en ekki, hann ekki svona neitt afgerandi, það bara eitthvað smá yfirborgun í láglaunastörfum með horfum. Ríflega helmingur eflingafólks á töxtum sko og svo eru náttúrulega einhverjir sem eru á markaðslaunum svokölluðum þar sem þú ert ekki á töxtum, þú ert yfirborgar og þá eru þá einhverja svona auka greiðslur. Heldur það ekki minna það núna heldur það var áður? Hvað? Að það er hækkuð við í launin til þess að halda þér? Já, eins og ég segi, það svona ríflega helmingur á töxtum. Þú mátt bara fara til fjandans og ég ræði þá bara eitthvað nýjan. Það náttúrulega mjög mikið turnover, en það samt, það yfirborganir og það eru svokölluð markaðslaun í gangi sem eru þá fyrir ofan taxtana. Það eru náttúrulega ýmsar leiðir notaðar til þess og það eru oft mjög svona ógagnsæjar og ósanngjarnar leiðir notaðar til þess að hífa laun upp, hverju svona bónusar, mætingabónusar og svo framvegis. Þú þarft þá að uppfylla viss skilyrði til þess að geta fengið hann, en það munur á milli kalla og kvenna launana en við höfum náttúrulega náð með miklum árangri á síðustu árum að hækka laun opinberu eflingar kvennana mjög mikið og samkvæmt aftur skýrslum kjaratölfræðinefndar þá sést að í kjaralótinu 2019-2023 þá til dæmis hækkuðu engir meira heldur en eflingar fólkið hjá borginni og það var auðvitað mjög tímabært að taka til þar þannig að taxtarnir hafa hækkað mikið hjá opinbera fólkinu en svo bara hækkar allt annað en það og meira. En að því ég er langaelstur hérna, þá man ég eftir baráttu einstæðra foreldra sem var bara byrjuð þegar ég var bara 9 ára eða eitthvað. Það verið stofnað félagið og svona stelpur á mínum aldri sem að sumar urðu mæður, ungar, voru einstæða mæður og ég man eftir bara baráttu stjórnmálaflokka að bæta kjör þeirra. Ég man þegar ég var ungur blaðamaður að þá reiknaði ég samanburð á bara ungu pari með börn og einstæðum foreldrum og var eiginlega komin á það að kannski væri búið að fylla hóluna. Kannski væri bara komið kúfur ofan á það því að það var meðal annars út af takmörkuð aðgengi að leikskólum og eitthvað fleira og þetta var kannski 8, 10, 5, 6, 7 eitthvað svoleiðis. Þannig að þá fannst mér baráttan vera bara mjög áberandi og mjög viðurkennd komin inn í flesta stjórnmálaflokka. Það sem kemur svolítið óvart að staða einstæða foreldra þannig í dag að þau þurfi bara að breyta nafna því að þetta hljómar sem eitthvað niðrandi og þessi svo veikstæður hópur að við getum ekki barist undir nafni einstæðra foreldra. Kannski þetta svoköldu bakslög, kannski við bara missa alla mannréttindi bara í skolpið. Já, ég held að þetta sé að koma bara upp á yfirborðið. Þetta hefur verið þannig og svo þetta smám saman að verða verra og erfa og fólk reynir og þú veist að verður ekki að þurfa að kvarta og þú veist það koma hana fólk kvartar ekki það er svo skammalegt að vera fátækur skammir því að vera illa stattur og berjast í bökkum og það okkur seld svona ákveðin glansmynd ég veit að þú veist eins og með bara í gegnum samskiptamiðla og fjölmiðla og það fólk á að hafa það ákveðið gott og það fara allar í 2-3 frí eitthvað þú veist á ári ef það á ekki við þig þá eitthvað að þér já, þá eitthvað að þér og fyrst að þú getur ekki speglað þig í þessum veruleika þá kannski svona heldur þið tilbaka ég held að við séum bara komin í svona einhverju ímyndagrísu í svona lokuðum grúppum inn á Facebook svona mæðragrúppum og kvennagrúppum og svona þá sér maður mjög skýra mynd af þessu ástandi hvað bara lífsbaráttan hörð og erfið og einhvern daginn þá sá ég voru ungar mæður að tala saman þá var einhver svona taupleigu tíska núna í gangi og hún svo rosalega, það svo dýrt þessar taupleigur og það einhver ákveðin merki sem það eru allar að reyna að nota og þetta bara áþján vegna þess að þetta bara ekki fyrir venjulegt fólk að standa í því að vera með svona rekstur og bjarga heiminum og jörðinni í einu sem að geta ekki tekið 80.000 króna aukakostnað á mánuði af því að það setur þær einfallega á hliðina Já, og þú veist, og ég stilti mig langaði rosalega að segja að stelpur mínar, þú veist, bara kaupiði ódýrustu bleiurnar, þetta bara nokkur ár og þú veist, ekki svitna yfir þessu vegna þess að þarna einhvern veginn svona álagið við það að vera að gera rétt, vera umhverfisvæn, einhvern veginn, þetta var bara, mjög þetta skelfilegt, það voru bara í ángist yfir þessu, sko.
og svo kom þannig sko fram í þessu líka áhuga, það var margt sem mér fannst mjög áhugavert Kröfurnar, sko. að það var sko íþróttamótin, það svo rosa dýrt, svo heitaði náttúrulega eftir einhverjum félögum sem styrkja þetta, en það bara sko, það eiginlega auka frí og þú þarft helst að eiga felli í sig og geta farið á hótel. Já, það er rosa kúltúr í kringum þessi íþróttamóti. Mín stelpa var í Englandi á þú veist, þessi ár. Þannig að ég ætla að segja blessunarlega misti af þessum kúltúr, en ég sé það í mörgum af mínum vinum að það eru heilu helgarnar, heilu vikurnar, jafnvel undirlagðar í þessum íþróttamótum. Það er náttúrulega engin svona almennilegur counterkúltúr til lengur. Það er ekki lengur þannig að þú sett ekki íþróttum af því að þú sért bara íþróttsumlar og hallastur og íþróttafólk glata. Það er ekki lengur. Nú er bara allir íþróttamenn, allir hafa áhuga á íþróttum, allir hafa áhuga á fótbolta, allir bætir íþróttum. Nei. Ég er alveg saman þessu. Ég held að það var vantar bara eitthvað counterkúltúr. svona ekkert mál. Þú veist, það var bara counterkúltúr. Það er engin counterkúltúr lengur. Það er búið að taka allt og svona... Einsleitt. Já, og það er bara búið að monetæsa allt, commodifya allt. Seimnessið að leggjast yfir heiminn. Og þú veist, þannig að þú getur kannski litið út fyrir að vera þessa counterkúltúral, en þú ert samt bara sjúklega upptekinn af því að konformera og vera konformisti og svo ertu með eitthvað sjúkan kvíða yfir því að vera ekki að konformera nógu rosalega mikið. Þannig að þú veist, það myndi nú alveg hjálpa líka þessum konum sem þú ert að tala um að þú veist, fara kannski bara aftur tilbaka einhverja marga áratugi og fara bara í einhverja svona annar bylgju feminisma og fara bara uppgöta, þú veist, að þær mega bara actually vera bara einstakar, sjálfstæðar, þú veist, bara gera það sem þeim sýnist. Gera bara eitthvað annað með börnunum sínum. Og ekki að vera rembast við að kosta helgarferð til Akureyrar og gista á hóteli og kaupa íþróttagalana og allt þetta. En áður en íþróttafólkið kom. Þetta segja nei. Þú veist, ég hef verið blönk með börn, ég bjó líka úti og blessunlega slappi mjög margt. Og var með börnin mín í, þú veist, public skóla sem var rosalega góður, þannig að við nutum mjög góðslíf, svo komum svo hérna heim og maður datt inn í þetta. Og ég var blönk og þú veist, maður var alltaf að reyna að láta hlutina ganga því maður vill auðvitað alltaf segja já við börnin og maður vill ekki að börnin þurfa að þola það. En þú veist, það er líka mikilvægt að útskýra fyrir sjálfum sér og fyrir börnunum sínum, þú veist, að einhver svona hræðilega helsjúkur materialismi bara ofsalega slæmur og þú getur alveg fest í einhverjum hræðilega materialisma sem er supposedly á að vera umhverfisvænn en er á endanum ekkert annað en eitthvað svona virtue signal en einar svipurnar. Ég ætlaði að segja að því ég er svo gamall að ég kom mann eftir tímanum fyrir nýfrjálshyggju og þá var sungið fyrir jólin hann svo blankur auminginn hann pabbi að ekki gat hann gefið mömmu kjól svo andvarpar hann upp frá búðalabbi það svo dýrt að halda þessi jól. Svo kom vísakortið. Þú varst að tala það var ekki til vísakortið. Þú varst að tala sko helvítis fótboltamótin. Það er ekki svona söngur þau. Svo kemur helvítis ólísmótið. Ég man þegar vísakortið komu. Því að foreldrar mínir ógeðslega mikið, voru alltaf ógeðslega blöng, áttu náttúrulega mikið af börnum og mikið af skuldum og ble. En þú veist, þau líka kendu mér þegar maður á peningunum, bara eiga hana sem allra fyrst og hafa gaman. Mér finnst það mjög gott, ég verður mjög þakklátt fyrir það. Þau voru alltaf ógeðslega blöng og mammi var alltaf að gúmma, alltaf gúmmítjekkar og alltaf verið að framlengja víxla og eitthvað og ég man mjög eftir því að hafa beðið mig eitthvað að hún að segja, nei, Sólmi, ég á ekki peningi, það getur ekki bara gúmmað, en ég man nefnilega þegar vísakortið kom. Þá breyttist heimurinn. Þá var bara miklu meira hægt að kaupa hlut og það var ekki til neitt peningur. Velkomin í skuldasúpuna. Akkurat, og þá þurfti maður bara, þá þurfti fólk bara að hugsa hvernig kemur nýtt kortatímabil og þá allt í einu breyttist öll tilverun og hætti að vera fyrsti til næstu mánaðamóta og fór bara að vera kortatímabil til kortatímabils. Svo komur raðgreiðslur, oh my god, og þá getur haldið jól, eins og ógeðslega rík og svo borgar þau bara fram að næstu jólum. Þannig en sko ég held að við séum oft ég er oft líka verið blönk og þurft að segja nei við börnin mín og svona kviðið því að segja nei en þau taka því bara oft mjög vel bara, nú, ok og þetta er miklu minna mál fyrir þau ef að við dramatíserum þetta ekki svona það sé að mér og þess að leiðildelskan get ekki nei, þetta er ekki hægt núna ok, þú veist, next ég lærði eina setningu einu sinni ekki biðja mig neitt sem ég þarf að segja nei við bara þól ekki að heyra þetta. Nei, þetta ekki, En sko, ég held að við erum þrjú búin að, ég og líka mín börn upp í Skandinavíu og þar voru svona fótboltamót, en þar var bara rúta og einhverju foreldrar með kósí bara. Þú veist, jú, og svo ef þú komast eitthvað lengra, en sko punkturinn
held ég, hér vissulega þá að það verða einhver, að því við erum svo lítið samfélag, það verða einhver svona trendar sem allir þurfa einhvern veginn að fylgja. Það er ekki að segja að verið betra þegar ég var í 1 ár í handbolta og það voru einhver svona túneringar og einhverja rútur og bara síðan voru allir að drekka. Þú veist, en það er hægt að gera sko eitthvað á milli, eins og ekki bara að setja börnin ein í rútu og allir fara að fyllir í á mótinu versus að allir þurfa að fara á eitthvað oljufélagsmót með fellísi og... Finnst fólki ekki gaman og það svona að gera það? Ég held að það sé nefnilega svolítið málið, sko. Og þú veist, og núna heyri það svona á mínum vinum að það er rosa mikill félagsskapur í þessu. Og þau eru ekkert síður ánægð með fótboltamótin heldur börnin vegna þess að þau hitta þar aðra foreldra, en þar eru við einmitt. En þar eru við, þú veist, og það er kannski annað sem að ég auðvitað lærði í Englandi, en það er þetta félagslega aspekt að því að eiga börn, maður blandar svo mikið geði við foreldra annara barna í kringu skólastarfið. Þú veist, það eru fundir eftir skóla þar sem að foreldrarnir koma og fara yfir starfið, af því að maður náttúrulega má aldrei fara inn í skólan bara svona alla jafna, maður þarf að fá boð. Og svo eru það pöbbamenningin náttúrulega í Englandi sem er þannig að það bara hittast allir á hverfispöbbnum eftir skóla með börnin og þar eru spil og það liggja döðdrykkin, það náðu þeim niður eftir daginn. Nei, en það er, þú veist, en það er alltaf bara, þú veist, það er eitthvað svona menningarafkimi, ég menna það er, og pöbbamenningin er svona, þetta er svo félagsmiðstöðar. Það er ekkert endilega allir í glasi, það er líka hægt að fá sér kaffi á pöbbnum, kannski fæstir sem að velja það, en þar er þetta og krakkarnir er alltaf með og svona working class Bretar eru rosalega duglegir við það að taka börnin með. En er það ekki eitthvað sem breyst, sko? Ég maður þegar fyrst ég fór til Englands að þá stóð bara að börn væru bara óæskilega, ekki hundar og ekki börn. Meðast vera mjög áberandi að englendingarnir vilji ekki hafa börnin með, sko. Það var ekki mín reynsla, sko. Já, ég held að það var nú allstaðar skánað. Nú eru börn meira svona, þú ættir að sína hvað þú sért ógeðslega góð og frábær og alltaf með börnum með þér. Já, börnin er svolítið með, sko. En það er líka bara þannig að það er engar, þú veist, það fólk hefur reyna að lifa lífi sínu í gegnum börnin. Já, mikið álag fyrir. Já, og svo er líka bara, það er ekki þessi barnagæslumenning og fólk hefur kannski ekkert endilega ráð á því að vera með barnfóstrur eða einhverja eftirskóla úrræði eða svoleiðis og þar alveg tekur það bara börnin með sér. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja. Mér hefur aldrei dreymt það að vera á íþróttamóti á Akureyri og kynnast öðrum foreldrum. Ég er bara kannski eitthvað skrítin en sem heiti, sko. Það er bara ekkert í mig sem að langar til að gera það og ég er eiginlega mjög fegin. Fólk gerir þetta stundum að það vil kynnast einhverjum, að fá lána barn og fara á íþróttamót og kynnast foreldrum. Já, ég hef kannski bara en hins vegar hefur sonur minn tvisvar ætlað að byrja í fótbolta og honum hefur tekist að narra annars vegar frænda sinn og hins vegar kunningi minn sem gefa sér takkaskó. Og ég meina takkaskór og dreng kostar 60.000 krónur. Þetta eru bara 60.000. Já, og nú er ég akkurat með 2 slík pör heima sem enginn notar, þannig að ég bara kem því á framfæri ef einhver vantar takkaskó, þá bara leita til mín. Þetta er brjálæði. Ég keypti með skóum daginn, ég held að það kostaði 7.900 með þetta dýrt. Það var útsölu. Það var útsölu. Og í hvaða verslun? Þessi verslun er ekki til sem selur skó og 7.900. Ég verið í skóm sem er í tísku, það verið bara, það verið tískuslys. Já, það verið tískuslys. En hvar finnst þú svona útýra skó? Það heitir í Kópavoginum, hinum megin við Smáralind. Toppskórinn, eitthvað. Já, það var svona risastór íþrótt. Komið með kostunar. Nei, því miður ekki. Við verðum með þetta að gera það til þess að gera þessa stöð svolítið öflugri. En nei, alls ekki. En þetta er, ég held að ef við fengið í einn punkt sannar að fækkun barneigna er náttúrulega því að það er svo dýrt. Já. Að eiga börn. Það er það, að sjálfsögðu. Ég á 2 börn. Ég ætlaði að eignast 4 börn. Mér finnst gaman að vera með börnum og það var mikið af börnum þegar ég, þú veist, þannig kemur svona fjölskylda sem fólk eignast börn. Var hann barnaheimili, einmitt var svokallaðið fóstra á svokallaðið barnaheimili. En ég þurfti bara að taka ákvörðun það, þú veist, ef ég ætla að halda áfram að eignast börn, þá þýðir það bara að þessi 2 börn sem ég elska mjög mikið og einmitt vil gera allt sem ég get fyrir, þurfa þá bara að sætta sig við að fá bara minna og minna og þú veist, blankheitin sem ég er að upplifa, það verður þá bara meiri og meiri og ég tók bara upp lista, mjög erfiða og þú veist, ég var oft alveg bitur, sko, að þú veist, 2 væru bara fínt og frábært og það þætti nú enginn að væli við því að eiga 2 góð börn. Og það væri bara efnahagsleg velsæld heimilisins. Hún væri hámörkuð með því. Hún væri bara hámörkuð með því og
og þannig að Vákvæm skynsum, ég Já, bara veistu eignast öll það? mín börn í frjálsum Þú ert falli bara bara án. önnur kynslu, sko. Já, Ég held við sem nú. Jú, Ég ég er held náttúrulega eldri en að þú. börni sem að fættust af okkar kynnslóð, það var enginn að hugsa það. Ég held að ég hef verið alin upp með þá hugmynd að við ættu framtíðina. Já, ég meina sko, ég á Já, þessi bara, tvö við mættum börnin gera mjög hvað ung, ég sem var við ekkert að vildum. pæla þá, en svo bara, þú veist, kem ég heim inn í hrunið og bara fatta bara að, þú veist, efnahagslega veruleiksebi, hann er bara það óöruggur og að, þú veist, ég er bara það líkleg til þess að verða illa úti af, excessum kapitalismans og ruglinu, að það er bara betra og skynsamlegra. Það er ekki að ég hef verið eitthvað svona, þú veist, eitthvað göfug. Þetta var bara svona, ég held líka að eitt ef þú átt bara 1000 kall, þá er betra að skiptunum á milli 2 barna heldur en 4. Það er svo ákveð, ég held að sko, og fyrir sjálfum mig, ég á 1 barn og það var, þú veist, kannski á einhverju tímapunkti langaði fleiri, en það er eitthvað svona ákveðin heimsendakvíði sem hefur líka haldið mig frá því. Það er eitthvað svona við. Ó, ég elska þegar við fyrir að tala um heimsenda. Það er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað svona, vil ég gera barnið að fæðast inn í verölduna eins og Ef þú vilt tortíma heiminum, ekki eignast börn. Eina sem getur bjargað heiminum eru börn. Þannig að þessi niðurstaða vil ekki eignast börn af því heimurinn að farast er algjörlega geðveik afstæð. En tölur Akkur ertu tilbúin til að gera einu barnið en ekki Já, einu barn. Akkur svona vond við einu barn. Sorry að ég tek sko tölurnar eru alveg skeri að sem sagt efsti tekju 15 20% Þau 4 og 5 versus lægsti eflingar eða þannig að það er sko 500% mun. Ein kona í Garðabænum eða Vesturbænum á 5 börn á móti hverri eflingakonu sem á 1 barn. Það er að segja og þá Garðabæjarheimilin og Seltjarnarnes og Vesturbæjar sem þetta er stórkostleg samfélagsbreyting á örskumum tíma. Síðan náttúrulega þessi nýfrjálshyggja bara svívirðilegasta bylting sem hefur komið. Já, og svo þegar fólk kallar þetta stöðuleika sko. Nei, og svo eru þú veist helstu árangranir sem nást í þessu sambýli VG og Sjálfstæðis að það er aftur farið að borga tannlækningar fyrir börn sem var eins og þegar ég var og ég alveg bara býtu hvenær var En var það ekki byrjað áður? Já, það var tannlæknastofa í Vogaskóla. Nei, var það ekki byrjað ekki á því að eftir hrun að fara inkorporera Nei, kannski ekki. Nei, en sko punkturinn að meirinn helmingur einstöðu maðurana, hvað þið vilja kalla það, hafa frestið að fara til tannlæknis. Þetta er efnahagslega bara mjög slæmt, því það verður verri, þú veist, þetta er eins og að fresta að laga þakið og það verður dýrara. Ok, ég vil fá að vita, hvenær gerðist það að augun og tennur voru ekki lengur hluti að eðlilegri heilbrigðisþjónustu? Hvaða rugl er þetta? En sko, spurningin er, þú veist, það kemur hérna eitthvað svona tímabil þar sem allt í einu það verður viðurkennt að líkamar verkafólks og líkamar efristéttarinnar sé einhvern veginn jafn mikils virði og að verkafólk megi fara til læknis og það sé ekki eitthvað svona. En þetta er bara ótrúlega stuttur tími í mannkynssögunni og það sem mun náttúrulega gerast og er að gerast með einkavæðingu heilbrigðiskerfisins er að bara fleiri bútar af okkur verða eins og tennurnar og augun, þú veist, mjaðmirnar og hnén og legið og brjóstinn og ég meina, ég þekki mann sem er núna fullur maður sem er einhver svona mjaðma vandamálum og hann bara hafði ekki neitt annað að ræða heldur en að fara þarna til í klinikki eða eitthvað sem þetta heitir og þar borgar hann þá 1,3 eða eitthvað en það er betra fyrir hann heldur en að bíða sárþjáður og ekki geta þannig að það er það sem er að gerast það er bara verið að búta okkur svona niður taka fleiri og fleiri parta af líkamanum okkar og sitja inn í þetta kerfi þannig að á endanum eða mjög fljótlega og það er bara þegar það er að gerast það er lógíkin í þessu ef ég fæ konu til þess að skúra höllina mína í Garðabænum að þá er mér alveg sama hvort þú sem er heila tennur eða ekki en ég er betra að hún sjáu betur Nei, en ég meina auglækningar eru líka fólk þarf að borga fyrir það er vantar lógíkin í það Já, það vantar algjörlega lógíkin og það er held ég bara einhver 2 stór fyrirtæki í heiminu sem hafa sko einkaleyfi á sjónglerjum sko já, þetta er alveg galið sko Spennandi, en svo náttúrulega færi hvort sem er bara róbot til þess að gera allt Sko mér virðist til dæmis þegar við setjum þetta við borð að við erum öll með augu og tennur og eyru og þetta ætti auðvitað allt saman að vera hluti af parents Já, þetta ætti auðvitað að vera allt hluti af heilbrigðisþjónustu, ekki satt
engin spurning. En ætlum ekki Hvað að tala um Enga hár. Rakstur? Ég er sammála með þess að hárið er líka verið einhver. Já. Jó, En býtum, þú varst hárgreiðslu fólk verið það hárdoktorar. Hárdóttar, já, það getur nú bjarga mörgum. Já. Fá það inn í kjarasamninga Já, það kemur næst. Heyrðu, en þú er búin að vera svo mikið út á landi, þú sagði mér alveg að nýri svona hárþerapíu sem Já, þú verið í. svona færunar. Já, fegrunar, aðgerð. já. Já, einmitt. Sólveig Anna í fyrsta skipti ætlar að tala um fegrunar á aðgerðir. náttúrunnar. Ég var út á landi og það var heitt og ég var að labba rosa mikið og svo allt í Hvar henni hugsaði varstu? ég var fyrir austan Já. og svo allt í henni hugsaði ég akkur þvægi ég ekki bara hárað mér í á og svo sagði ég þetta að manni minn og okkur fannst þetta frábær hugmynd og svo þurfti ég að finna einhverja á sem ég þorði að dýfa hausnum í og fyrst var ég bara svona aðeins að sletta af því ég var svo, þetta var svo kalt en svo var svo heitt úti þannig að þetta var það sem ég gerði í fríinu þess vegna hárað mér svona ótrúlega flott. Það geggja. Og hvaða á var þetta? Ekki lagarfljót? Nei, þetta var uppi svona í skóginum sko. Það eru þarna Í Halldórsstaðaskógi? Já, hann er risastór. Er ángan engu lík? Er ángan engu líka. Það er Ég ætla rosa að gott vona að þvo það í sjó líka, sko. Já. Ég ætla að vona að það verið með vistvænt sjampo. Ég var með vistvænt sjampo að sjálfsögðu. Hvernig dirfist að spyrja mig Já, að þessu? nákvæmlega. Vottað? Vottað. Og af því það kemur smá vindur og þá líka, þú veist, Já, bara blástur. það blæst. Góða við Ísland, Já. það er alltaf blóst. Þvottur og blástur. Þannig að ég labbaði svona með greiðuna og greiddi og á hálftíma þá var ég komið með flotta hárgæslu sem ég hafa æfinu verið með. geggjað, sko. En ég mæli bara eindrið með þessu. En kannski ekki hér í Ég vann Reykjavík einn því það er alltaf kalt. Ég vann einn vetur á Akureyri og þá var sko stormbeljandinn inn fjörðin allan tíman bara var norðri frá heimskautunum og þá sagði ég alltaf að ég greiddi í suður því að ég bara stóð þá með suður. Einmitt. En ætla ekki að tala um Biden, eða? Biden. Sko, ég vildi bara koma einu að með Tölum frekar hérna... Kamala Harris. Já, Hver er það? hún er með rosa flott Hvaða kona hár. er Sko, Ekki Biden. pappennar var hagfræðiprófessor. Og Og er það Var hann ekki klúsa? kommunist eða eitthvað pappinar? Nei, sko, Pabbi Hún er Kamala. alltaf Kamala Harris. hún Já, er hún lögregla? Jú, En ég var ekki Já, pappinar já, einhver já, radikali? Nei, er ég að bylla? Nei, hann er postkinsisti og hérna sem að Sumir kalla kommunista. postkinsisti og Já, við stofnuðum nú félag postkinsist á Íslandi hérna bara fyrir í vor og það er Er hann í kennt því? í neinum, hann er einn af uppáhaldsmönnunum að því og þeir unnu svolítið með marxískum hagfræðingum þannig að Ég Það held að er Sólveig það. Anna sé post-stalinisti. já, þetta er efni sérstakann þátt Sko, ég er svo vitið, þú eru að útskýra þetta fyrir mig, hvað postkinsisti hann er. Þú ert ekki búin að sitja nógu lengi hérna við rauðum. Nei, alls ekki. Það kallar úr sér þátt, en það er mjög merkilegur angi af Keynesismannum, Keynes sem er svona aðalhagfræðingurinn á bakvið nútímann, en Ok, þú fræðir mig um þetta seinna, en segðu mér meira með Kamilu og pappina. Mér þótti þetta mjög merkilegt hérna að ef að hún nú verður næsti forseti. Sem hún Af því að verður það var ekki. að tala um Nei. Bidenomics Hún verður ekki. að þá er spurning hvort það verði, þú veist, Harrisonomics eða Camilonomics eða eitthvað svoleiðis, sko, að því efnaðarstefna Bidens fékk svona nafn, en ef að hún tekur með sér hagfræði frá föðu sínum, þá er þetta svona mikil von fyrir okkur postkynsistan og mögulega smá marxískar hugmyndir sem að er ekki sama á Þetta er ekki að fljúga. Dóttir Steve Keynesistans. Þetta er ekki að fljúga hérna. Nei, kannski verður líka Trump kosinn, en ég er bara svona... Ég er alveg viss, ég er alveg allar líkur á því. Já, ég er líka. Hvernig kunnið þið Trump svona? Er hann að venjast? Já, hann er að venjast. Sem eitthvað svona Hann virkar grínfígura, nútíminn. sko, þá hefur hann alveg Klárlega að venjast. Já, Allt sem venst. grínfígura, en ég veit ekki það, ég veit ekki. En þekkið bara þið, svo hérna- þetta- Ég er engin Biden kona heldur. Þekkið þið Kamilu Harris? Já, hún er náttúrulega bara, ef hún fer í framboð, ég veit ekki, ég er búið að tilkynna. Já, hún er það. Hún býður sér verða á þetta. Já, þá er hún náttúrulega, hún tekur bara við, því hún er alveg jafn sek þjóðamorð eins og Joe Biden. Þannig að, Ég veit ekkert um Kamala Harris, nema það einmitt að hún er einhver svona löggugæla. Hún var saksóknari. Og að ég lendi, þegar hún var valin, var að forsta efni og þau svo kjörin, þá lendi ég í alveg rosalega rifrildi á knúsinu, sem stóð í marga daga. Því að knúsi birti mynd af henni og Rósu Parks eða eitthvað svona. Og ég kom og sagði eitthvað bara, ok, þetta er nú ansi stretching it a bit, sko. Og svo var ég bara þá komin í eitthvað svona marga dagar rosalega intensíft rifrildi við einhverja svona lippa femmur á knúsinu og það er það
eina svona sem ég hef kynnt mér Kamalu Harris að vera tilbúin til að rífast það hún væri ekki Rosa Parks. Ég veit að hún hefur... Sem hún er ekki. Hennar svona refsistefna hefur orðið til þess að mikið af fólki, brún og svört fólki í Bandaríkjunum hefur fengið harðari refsingur heldur en ellegar. Þannig að hún er... Tough on crime. Já, hún er það, Hún brandaði sig þannig að vera tough on crime. Er hún ekki blöndu sjálf? Jú, hún er... Bæði asísk og afrísk. Hún er suður-asískum uppruna. En já, við hljótum nú líka að vera komin núna af því einmitt að við erum á svo skringilegum tíma og heimsendir sannarlega í nánd burt frá þessu svona að einmitt einhverju svona hvað hægt að merkja þig skuli einhvern veginn elveita þér. Já, og ég held alveg við líka bara kannski bara komin þangað í feminismu og við þurfum ekki endalaust að hossa konum sem að komast til áhrifa innan þessa hræðilega og hryllilega vonda kerfis. Ég er ansið hættur að verði fjalla hana hins vegar akkurat þannig. Nú sé komið tími til að fá konu. Nú sé komið tími til að fá svona. Við verðum í svona tali sem bara einhverja tákmyndir en nær engan veginn að snerta óréttlætið í samfélaginu. Með Hillary, ef þú stuttir ekki Hillary þá varstu einhver andfeministi og nýðingur. Það verður næstu 3,5 mánuð verða akkurat en það katastrófan og það krísan vegna þess að fyrir almenning og sérstaklega fyrir almenning í Bandaríkjunum þá bara þetta ekkert sem neitt relevant. Þau eru ekkert að hugsa þetta. Þannig að ef að demokratar og libbar og aðrir asnar ætla virkilega að fara þessa leið þá náttúrulega mun það klárlega að fara þannig að Trump verður kosinn og ég sammála að þetta verður alveg pottþétt þannig af því leiðir að Trump verður kosinn aftur vegna þess að þetta fólk í stað þess að fara að hugsa af hverju eru kjósendur að hegða sig með þeim hætti sem þeir eru að gera vegna þess að það eitthvað að í samfélaginu, það eitthvað að í nærumhverfinu, það eitthvað að í efnahagskerfinu þá fer fólk og sýnir af sér alls konar svona kjósendarlegar hegðanir en ef þú ætla bara að fara og velta þér upp því að bara vá, sjáu hvað við eigum stórglæsilega þú veist, konu með brúna húð, kjósið hana, já, hvað viljið þið meira? Það bara litlaði stúlka með eldspýturnar og hún mun örugglega hamra á að reyna að endurheimta réttindi kvenna yfir líkama sínum. Nei, hún mun nefnilega að tala, ég tough on crime, ég bara betri hægri maður en hægri mennindi. Það engin hætta á því að kjósa mig. Það nefnilega, það verðist oft haldast svolítið í hendur. Ég með steinhjarta. Við skulum nú gefa henni sjans, ég hef ekki heyrt mikið frá henni. Fórseti Bandaríkjanna 4 ár. Hvað viltu fá meira eitthvað? Nei, ég meina að... Ég er sammála, maður hefur ekki og við vitum mjög lítið. Já, þessi 4 ár sem hún hefur... Hvað ætlar að gefa henni mikið séns? Hún hefur 4 ár sem varaforseti Bandaríkjanna. Þú veist ekkert hana nema að þú en hún hafa þau bara 100 daga. Ég er gamall kall, ég veit, en það bara því að voru hagfræðinni. Já, en Smári, þau hafa bara 100 daga fram á kosningum. Ég hugsa að hún reyna að taka einhverja svona uppeyju og tala konur og réttindi kvenna og eitthvað svona. Hún mun alveg pottþétt tala konur og réttindi kvenna sjálfsögð. Að reyna að ná konum á kjörstað. Hillary reyndi það líka. Og hún hefur verið mjög Hillary staðfest í... náttúrulega bara ekki kona. Það var líka svona mjög svona eitthvað að þú ættir að kjósa hana. Þú veist, hana en ekki einhvern veginn réttindi þín meðan það alveg hægt að fara auðvitað aðra leið. Kjóstu mig af því að ég kona og ég þekki hvað það og ég ætla þar af leiðandi að vernda réttindi þín. En hann mun hvort sem það alveg saman hvað að gera. Þetta er náttúrulega óskilja. Þetta er óskikja, frekar nokkuð annað og hún fari kannski núna svolítið mýkri leið, einhverju svona manneskjulegri leið. Endurfæðist. Nei, að það verði bara kosningabaráttan og það gæti orðið einhver viðsnúningur. Ég er ekki viss að það takist en það gæti vakið upp einhverju hreyfingu eins og það er alltaf mikilvægt. Það sem hún er við fórustuðu. Já, hugsanlega. Eða, hún allavega veki máls og hlutum sem skipta máli. Við vitum náttúrulega ekki hvort hún en við vitum ekki hvort hún hreinn narsissisti eða hvort það er eitthvað meira. Við vitum það ekki. Það ég ætla ekki að drepa vonin ykkar. Nei, ég meina... Ég hef enga von. Ég hef enga von. Ég er algjörlega sinnika. Algjörlega bara... Þegar þú gjör svo vel að losa þessum von sem ég Já, nei, ég er bara að segja að ef það er þannig að hennar kosningabaráttu verður kannski svona dálítið manneskjulegri og talandi mannréttindi og kvenréttindi og svo framvegis, þá gæti það vakið hugsanlega hluta þjóðarinnar sem er bara staddur í einhverju raunveruleika sjónvarpi frá helvíti í augnablikinu í Bandaríkjunum, sko.
En ég held að, þú veist, ég meina Obama, það var Hope and Change og þú veist, það búið að gera það, búið að prófa svo ótrúlega marga hluti. Það var bara leið og að búið að kjósa. Ég segi það eru aðrir tímar og þess vegna getur ekki farið aftur þangað. Þú þarfst að fara í eitthvað annað og þú ert að fara í eitthvað substansial, þú ert að fara í eitthvað alvöru, en þú veist, er það bara heldur einu sinni hægt? Nei, er það eitthvað hægt? Ég meina, það tókst allavega hana, svo ég tekið það eins til Evrópu, ég meina Frakkland, Macron hana triksið, tókst allavega að halda fasistunum frá. Það var ekki, hann gæti ekki þakka sjálfum sig það. Nei, það eru kjósendur sem að gera, þannig að eitthvað getur hrært upp í fólki, sko. Ég held að fólk svona meirihlutin sé á móti fasisma og ég vil trúa því ennþá og svona. En sko fasism náttúrulega bara svona sérstætt fyrirbæri og það þú veist, mjög svona militarist og þá bindur saman. Ég meina sko nýfrjálshyggjan og libbarnir eru náttúrulega svona mestu militaristar sem hægt að hugsa sér, þannig að það getur enginn á þessum tímapunkti sagt eitthvað svona, nú við búum í svona friðsumum heim en ef fasistarnir komast í valda þá fyrst verður nú stríð, þannig aldrei ekki, það er náttúrulega bara búið að vera konstant stríð núna áratugum saman, þannig að það er allavega ekki hægt að hræða fólk með þessu og fasismi þú veist, þú bindur saman pólitískt ofbeldi og kapitalisman og sem að báðir flokkarnir í Bandaríkjunum og ferða af stað, en ástæðan fyrir því að almenningur er tilbúin til þess að kjósa þetta fólk, hvort þau kallaði fasista eða eitthvað annað, er af því að þau eru búin að gefast upp á Libunum og á svona traditional pólitíkin af því að traditional pólitíkin og Libanir færa fólki ekki efnislega ávinning og þá fer fólk og leitar eitthvað annað. Þannig ef að það á líka verið eitthvað viðbröð okkar að vona bara alltaf að einmitt af því að fólk vilja ekki fasisma þá munið að halda áfram að svona retta okkur fyrir hornið, það er ekki gott. Eins og að Hillary og félagar séu lausnin. Nei, ég bara að segja, á endanum þá er enginn að fara að retta okkur fyrir það. Það eru bara engin shortcuts og við þurfum bara sjálf að mobilisera og við þurfum sjálf að bjóða fram sín sem við trúum á, sem að við erum tilbúin til þess að vinna fyrir og sem að snýst það að færa venjulegu fólki betri líf og betri heim. Af því að það er bara það sem fólk vill. Fólk vill bara betra líf fyrir sig og börnin sín og það vill ekki búa í einhverjum ömulegum borgum, ömulegum þorpum, ömulegum hverfum þar sem ekkert er eftir nema bara þú veist, rusl og leiðindi. Já, og ég trúi reyndar að flestu fólki vilji líka slík gæði bara öðrum til handa. Ég held að það sé bara svona meðfætt, sko. Að fólk vilji ekki bara betri kjör fyrir sig, heldur líka fyrir aðra. Ég held að það sé raunverulega það sem... Vildi aðrir byggju í þessu hverfið þarna með rusli? Nei, ég kváði, það er þetta skrítið. En hvað er heimsendir? Ég meina, heimur getur ekki fæðst, endurfæðst, nema að vera heimsendir. Á maður ekki að fagna bara heimsendir? Nei. Nú, ekki bara burn baby burn? Nei, alls ekki. Það er mjög barnaleg afstaða. Það er svo afstaða ungs fólks sem er radikal, sem er svona að byrja að velta fyrir sér pólitík og skilja hvernig heimurinn er. Þá máttu hafa svona afstöðu. Það máttu svona gæla með einhverja níhiliska tendensa. Fullorðin manneskja sem einmitt vill að öðrum líka líði vel. Hún má ekki tala svona, hún á ekki að hugsa svona. Vegna þess að hver á að bera fórnarkostnaðinn við fæðingar hríðirnar, hver á að bera fórnarkostnaðinn meðan gamli heimurinn slátrar sjálfum sér. Það er auðvitað bara venjulegt fólk og þannig að það er ekki í boði að hugsa eða tala svona, en það er ekki þar með sagt að við getum eitthvað afstýrt þessum heimsenda sem er Við höfum lifað samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar sem er að bresta og það er heimurinn sem er að hrynja fyrir framan okkur. Öll svona lífsskildi sem við höfum talað um Við viljum að nýfrjálshyggjan hrynji. Já, það er heimurinn. Já, ok, við erum þá bara með öðruvísi, ég var að hugsa þetta öðruvísi þá en þú. Þú sást fyrir þér eitthvað sem bara hendir eldspýtunni og svo brennur húsið og svo keyrir einhvers á mótorhjóli. Það er svona vissir radikala tendensar þetta, þú veist, ég bara svona accelerationismi, þú veist, að hlutinir eru bara ógeðslegir, þú gerðu það bara ennþá verri og þú veist, þá hlýtur eitthvað að breytast. Steve Bannon talar svona, að kerfið er svo ógeðslegt, við skulum bara eyðileggja það. Það getur ekkert verra að koma út úr þessu. Hann talar að hann er akkúrat þarna. Kerfið er ógeðslegt. Stilla sjálfseyðingu. Ég ætla að reyna að vera tím Steinunóluna hérna þá að sko ég held að sko Garðbæingarnir ef að einhverjur af þeim hlusta á samstöðuna og hérna Vesturbærinn og Veistu hvernig þau hlusta? Men í svona headseti eins og þau séu að njósna eitthvað. Það finnst það skemmtilegt. Og taka glósur kannski. Ég held að sko ég var að hugsa líka, við getum kallað þetta 25%, hérna, efsti fjórðungur sem, þú veist,
kaus kannski auðvaldið og þjónar þess. Kaus kannski forsætisráðherrann í forsetakosningunum. Sko, ég held að þau geta alveg fattað að þetta er ekki gott að meiri hluti einstæðra mæðra fresti að fara til tannlæknis. Og svo þarf þá gervitennur fyrir og miklu dýrar og einhver þarf að borga það. Það er ekki gott að bara efri helmingurinn af börnunum eða 25% af börnunum getur farið í fótbolta og eru góðir fótbolta. Það eru kannski góðir fótboltamenn. Þau vita alveg söguna af Ronaldo, ég kann ekki mikið í fótbolta en úr fátækari hlutunum geta komið hæfileika fólk og sko ég held meira svo að þau skilja að það er ekki betra kerfi til að reka samfélag að sé bara úr ríkasta fjórðungnum eða efri helmingu sem geti farið í háskólanámið eða og að því það geta verið hæfileikar úr neðri helmingu líka. Þannig að sko ég held að sé alveg hægt að sjá fyrir sér samfélagsuppbyggingu bara svona eins og draumarlandið sem maður bjó í Skandinavíu þar sem að allir fengu barnabætur og allir hafa efna á að hafa börnin sín í fótbolta og einstæðir foreldrar gátu lifað í húsi. Já, hefur þú trúið því að það gerist í gegnum íslensk stjórnmál? Já, nei, það kannski efnahagslegan heimsendi við erum að keyra inn í kreppu og vetur og Ég skil ekki, af hverju heldur það að fólki í stúkunni séu horfa niður á fótboltaleikinn á strákana úr fátækrahverfunum spila fyrir þá einhverja svona gladiator íþrótt. Af hverju heldur að þau vilji einhvern veginn að Ronaldo hafi ekki þurft að fyrirverða sig fyrir drykkfelldan föður sinn og orðið svona heldtekinn að því að það má engin galli vera á mér annars verður hýjað á mig. Af hverju heldur að fólki sé að hugsa það? Það finnst það svo gaman að Ronaldo. Hann gæti rifið sig upp og alltaf í ræktinni að losna við skömmina sem við erum að kleina á hann og það bara setur svona auka flör á hann. Var Ronaldo? Það er ekki að trú á mannvonsku. Ég hef mikla trú á mannvonsku. Á mannvonsku? Á mannvonsku? Já, að hún sé sterk. Já, ég nefnilega er þeirra skoðunar og ég hugsa oft út í þetta. Það er einmitt að því þú talar þennan ríkasta fjórðung og ég hugsa ef að maður tilheyrir þessum ríkasta fjórðungi og maður myndi, þú veist, alltaf þegar maður vaknar á mótnana þá hlýtur maður einhvers staðar innst inn í sér að vera með gríðarlegt samviskubit, vitandi það að sá auður sem maður situr á sjálfur hann kemur úr einhverjum vasa. Þannig að það er einfaldlega vegna þess að ég hef það svona óbærslega gott, hefur einhver alveg umulegt að hinum megin á nettinum. Og En heldur að það sé hugsun sem fólk bara raunverulega lætur ég held að Mín stétt eða meiri peningum í tannhvítun heldur en að við verjum í því að gera við börn Já, en ég held að sko það eins og gerist oft þegar maður finnur fyrir einhverju svona innri sársauka eða að við erum svo gjörn að tengja framhjá sko. Að ég held að í alvörunni það sé bara sko, fólk sem að tilheyrir þessum fjórðungi nú er ég engin læknir en ég ímynda mér að þetta sé þannig að þú veist að þessi stöð svona samkenndar og góðmennsku og hlývíkar náungans hún svona það verði eitthvað rof þannig við hana því að ég meina þegar maður einhvern veginn gengst upp í því að hafa það svona óbærslega gott umfram aðra. Svo stingur henni bara í samband jólun. Rétt fyrir jólun. Mér finnst nú svolítið aðeinsvægt að því að allar þessar konur sem eru sitja við þetta borð okkur eru öllum brigslaðum það mjög oft að vera reiðar. Og og þetta er dálítið fyndið og það er alltaf verið að spyrja mig, af hverju ertu svona reið? Og ég er bara ekkert reið. En ég hins vegar sko get ekki látið hjá líða að tala eitthvað ef mér finnst óréttlæti vera hróplegt og ég held í alvörinu að það sé sko bara þannig séu við byggðar sem manneskju þannig að það er afbygging og aftenging að láta eins og að kannast ekki við þessa tilfinningu sem inn í þér skilurðu og og bara ég ætla bara að vona við höldum þá allar áfram að vera reiðar eða allavega að leyfa jafnréttistauginni að bregðast við henni þegar hún slær vegna þess að það er bara mjög mikilvægt svona tungutak kúarana sko að taka reiðina af fólki og einhvern veginn svona svipta þau reiðinu og réttinu til reiðinar þegar reiðin er auðvitað bara alveg óbærslega mikilvæg tilfinning. Já, hún er bara eldur og getur oft verið bara mjög og kveikir undir byltingum sko. Já, nákvæmlega Reiðar konur Þrjár reiðar konur það hjarta sér ótengt já
Hjart ykkar er Ég ótengt. að reyna að breyta sig í söngleik, sko. Já. Skjótin svona. Ég stundum sakar að vera reiður líka, sko, en ég Leiður, hvað séu? Reiður, já. En Þetta er ekki reiði. Nei, ég er að tengja við það. Ég er að Og segja, hvað er að því að vera heitt í hamsi? Hvað er að því að sýna einhverja tilfinningar? Og einhver ókslega leiðild að vera lufsa með einhver tilfinningar. Já, við erum ekki að ræða það eitthvað, ég ætla ekki að láta fyrir mig fara. Hvað bullir það? Við eigum að tala þegar við erum í aðstöðu til þess og sérstaklega þegar við höfum eitthvað plattform til að tala, þá eigum við að nota tækifærið og tala fyrir þá sem er ekki boðið í þennan þátt til dæmis. Við eigum að gera það. Að hafa hátt. Hverjum ekki búið? Nei. Það var allir reyðar, þannig að ég hugsaði til þess að ég var nefndi Gaza, að maður er að horfa kannski á fréttir og það verður að segja fréttir af þjóðamorði og þá verður það gert svona með þeim hætti eins og það sé kannski, þetta er svona hlutlust, eins og það sé kannski í lagi. Ég er alltaf að bíða eftir því að sá sem að segja fréttirnar, segja eitthvað djöfulsins skepnunar og við séum með eðlileg viðbrögð. Akkur erum við alltaf að hlusta á frásögn heiminum með óeðlileg viðbrögð. Akkur erum við ekki vera bara... Já, og fréttafólk með svona doða og hlutleysi svip. Akkur heldum við að það sé eftir... Skilurðu þau svona svipriðarlaust, sko. Svo sáum við bara svona börn sem að vantar á handleggi og þú veist, og svona sundursprengt lík og þetta er flókin staða. Skilurðu, í alvöru, bara svona manneskjulegri heim. Það er svo faglegir. Falarinn á alþinginu, eins og það sé bara einhvern á leiðingað er verið að, sá ég að verið að hreinsa burtu stöðum þjóðarmorð graffítíð á brúnni yfir brautina. Þannig að þetta hefur pyrrað einhverja að sjá þetta stöðum þjóðarmorð. Akkur ættum við að stöðva þjóðarmorð. En það verið að spúla það er sársökun, að vera ekki myndur á það, því þú vilt, það bara má ekki minna fólk á það að það er manneskja. Af því það er bara verið að drepa. Þetta er aðför heimsins að hjartastöðinni, En á Twitterinu mínu var ekki allir að deila politikógrinni. Það fóru 2 bandarískir læknar til Gaza og voru, ég hef ekki þorað að lesa fréttin ennþá, en hún er í politikó núna, hvernig þeir sá svo mikið af börnum beinlínis skotin í höfuðið og í búkinu. Það eru þessi drónar sem að þeir eru að notast við. Það eru Þannig að þeir þannig að ég er að vona kannski geri fyrir ákærandinn hana sem er og lögreglustjórinn sem er kannski að verða fórseti núna. AIPAC gælan. Já, ég nefnilega, hún er á mála hjá AIPAC og hefur fengið það greiðslu, þannig ég hef sagt, hún er og hefur ítrekað stuðning sinn við Ísraelsríki og Netanyahu, þannig að Bandaríkin eru náttúrulega ekki bara frjáls, Ísrael bara á Bandaríkin. En í öllum háskólaútskriftum í Bandaríkjunum núna í vor og sumar voru megnið af nemendunum með palestínska fána. Og ég held að það sé, við eigum eftir að kannski merkja það í kosningunum miklu frekar, það eiga ekki eftir að kjósa Kamala Harris eða Trump, heldur eigi þau annarkvort eftir að halda sig heima eða finna sér óháðan aðila, og ég því að ég held að demokrataflokkurinn verði ekki verðlaunaður af þessu sama fólki og mótmælti hvernig mætti það vera? Það gengur ekki upp. Þannig að ég á móti heimsendaspánin þá held ég að séu svona margir vendipunktar og það er rosalega ruglandi. Það eru vendipunktar í þessu, það eru vendipunktar í Evrópu og í efnahagsmálunum. Ég meina við erum líklega að fara inn í kreppu núna með við hagtölunar og meira segja að Íslandsbanka hagfræðingurinn kom í RÚV-fréttunum í gær, þú veist, þetta er Akkur alltaf að tala við hagfræðinga í þessum böngum? Og þetta var svo skringileg breyting. Þetta eru fyrirtæki sem hafa hagað því að hafa háa vexti og mergsjúga almenning. Við erum alltaf að tala við starfsfólki eins og þetta séu einhver hlutlausir aðilar að segja hvernig heimurinn eigi að vera. Það er mér þótti merkilegt bara RÚV skildi tala við, af því þið voru nú með svo fína umfjöllunin RÚV undanfarnar vikur sem ég var að hlusta á líka. Þannig að það er ykkur svona, ég held að geti orðið vendipunktar í umræðunni og En ef ævintýri væru sögð í dag, þá var það einhvern veginn svona að sögn í samtaka fátækra heimila í Eyjafirði, þá kom Grýla og tók 3 börn og átök og það bara hlutlust eins og sé eðlilegt. Og talsmaður Grýlu segir að þetta séu nauðsynlegar aðgerðir til þess að, það er bara vantar einhvern veginn eins og týnt skilningnum að hvað er mikilvægt í lífinu.
Já, Að við sem að reyna að horfa á heiminn einhvern veginn svona ofan og hagfræðingarnir, sko, ég var að hugsa það, sko, sem eru menntaðir á Íslandi, þeir ættu að vera með svona varúðarmerkingum, sko. Að því ég var að vinna hana innan greinarfólk með hagfræðingar, sko, hagfræðingar sem eru menntaðir erlendis er mjög gaman að vinna með. En þegar maður er að tala við hagfræðinga, íslenska hagfræðingar, þeir eru búin að vera að segja núna í mörg ár að það þurfi þessa háu stýrivexti. Þú veist, og svo núna allt í einu er að fatta að fullt af, sko, 90% hérna kvennana sem að tala við er með líkamlega verkja fjárhagsáhyggjum. Þú veist, og einmitt, og örugglega aftengir fólkið hérna 25% eða stjórnmálastéttin eða hagfræðingarnir sem að fá, þau Já, ég meina þú auðvitað finnur, ég meina ef þú finnur ekki fyrir, þú veist, þú horfist ekki í augu við sársauka annarra og þá einhvern veginn þér verður það tand að horfa fram hjá honum. Og færði milljón í niðurgreiðslu á Tesluna og rafmagnsbíl númer 2 og En þetta náttúrulega eina af ástæðunum fyrir því að fólk í Evrópu kýs í síauknum mæli hægrið, einhverja svona nýfasíska flokka, er vegna þess að pólitíkusarnir segja, ég sé sársauka þinn, ég sé hvað þú þolir. Ég sé fátæktina sem þú ert látið að lifa við og þú tilheyrir þessum hópi hérna með mér og ef þú gengur til liðs við mig og þetta fólk sem að skilur hvað lífið þitt er orðið slæmt af því að mainstreamspólitíkusarnir og innflytjendurnir eru búin að gera það slæmt, þá munum við gera líf þitt betra og við munum lyfta þér og börnunum af þessum slæmastað yfir á betri stað. Versus nýfrjálshyggjupólitíkin sem segir bara að allir eru sinnar eigin gæfu smiðir og einmitt þú skalt bara fara og mennta þig eða fáið betri vinnu eða eitthvað og þá mun líf þitt verða betra, það er bara á þína ábyrgð. Þess vegna eru þau að ná árangri og þangað til að eitthvað sem að mögulega verður einhvern tímann hægt að kalla eitthvað vinstri eða eitthvað hérna einhver alvöru stjórnmálahreyfing fólks sem að einmitt vill ekki ná árangri með því að exklúdera vissa hópa eða demonisera, fara að tala explicitly með þessum hætti og ekki bara tala, heldur líka framkvæma, þá mun þetta náttúrulega bara halda áfram vegna þess að það er mjög mannlegt að vilja í fyrsta lagi einhver viðurkenni að hlutirnir eru slæmir hjá þér, segi ég sé það og segi gangtu til liðs með mig og ég ætla að hjálpa þér og við hjálpumst saman að því að laga það. Þannig að þú veist, mistökin sem að libbarnir og þetta handaónýta druslu vinstri sem að við á Vesturlöndum búum við gera er einmitt að þú veist, fara ekki þessa leið og þú veist, viðurkenna ekki með almenningi og alþýðinni hversu handaónýtt ástandið er og aftengja sig alþýðinni og öllum þessum ömurlegu hérna aðstæðum sem að fólk hefur verið látið hérna lenda í. Þannig að það er ástæðan. Það er ekki að fólk sé vont eða vilji vera fasistar eða þú veist dreymi hérna hræðilegt pólitískt ofbeldi eða dreymir engan einhverju á sjálfsögðu en það er ekki draumur alþýðunar sem að kýs Marine Le Pen eða þennan nýja flotta strák sem hún er með sem ég man ekki hvað heitir, Bellard eða eitthvað. Það fólk þurfi ekki að kjósa þetta, Bordello þarna, hvað heitir, þurfi ekki að kjósa þessi svo vond, þurfi bara að kjósa af því að þau segja ég sé ykkur, þú veist ég sé þig. Og ég ætla að reyna að hjálpa þér, þess vegna. Þess vegna kjósa þér. Og svo er slíkt fólk kosið þó allir viti náttúrulega einstinni að þetta er allir líf. Já, ég meina, er það samt? Clinton á þessa setningu að feel your pain. Er það samt? Vita þau endilega að þetta er allt líð. Og það sem þau vita er lígi er að lýðræðið eins og það hefur verið praktiserað af nýfrjálshyggjunni. Það er lígi, en þú veist, þau vita ekki endilega að þetta sé lígi. Nei, þau vona það besta. Ég myndi vona bara einhver actually hlusti og sjáu og geri. Já, nei, og ég er ekki að, ég ætla að vísa bara í upphafið þá aftur, sko, ég hef náttúrulega ekki skrifað oft í heimildinni, ég hef skrifað oft og komið oft í fjölmiðlum, en ég veik rosalega viðbröð, sko, og sendingar og takkir, og meira og minna frá konum og einstæðum, eða mæðrum, einstæðum eða ekki, þú veist, eða fráskildum nýfrá, bara alls konar. Sérstæðum og einstökum. Bara fólk sem er alveg börn, þú veist, og svo varst, þú varst svolítið hissa líka, og þú veist, ég held að, ég veit ekki hvort að RÚV fólki er búið að ná að lesa heimildina, hún er svolítið löng, þessi úttekt, það eru nokkrar greinar, en þú veist, ég held að þetta komi 25% og hana, stjórnmálastéttinni og fjölmiðlastéttinni og í mainstreamsmiðlunum og bara rosalega mörgum, hagfræðingunum í bönkunum og seðlabankunum. Rosalega óvart, af því þeir hafa bara ekki vitað þetta. Af hverju var ég hissa? Já, skilur Var ekki bara hissa yfir að fjölmiðlar væri að fjalla um þetta? Já,
Þetta náttúrulega búið að vera í öllum vörðu skýrslunum og þetta búið að liggja fyrir hundum. Það kom mér ekkert óvart og örugglega ekki þér heldur. Nei, en þær skýrslur, það svona ein leiðileg frétt. Já, ég sammála. Það kom mér ótrúlega á óvart þegar við fórum að tala þetta hjá Eflingu og vorum svona hamra á þessu. Þetta eru bara niðurstöður hérna og vil ég bara skoða þetta. Þetta er bara sannar og það sem við erum búin að vera að segja er rétt. Þetta er ekki bara einhverja reiðar konur að þusa. Þetta er bara actually efnahagslega staðreyndir. Og það til dæmis að lífslíkur grunnskólamenntaðra kvenna væru að dragast verulega aftur úr lífslíkum háskólamenntaðra kvenna og svo framvegis. Ég hélt einhvern veginn að þetta myndið mitt vekja mjög miklu athygli, mögulega sambarilega þá athygli eins og þú ert að lýsa að þessi greinaflokkur þarna hafi vakið. Það gerðist aldeilis ekki og ég held að það sé vegna þess að þar erum við að tala ófaglærðar einhverja prollukettlingar sem geta bara sjálfum sér kennt að vera svona fucking ógeðslega blankar. Þær hefur bara betur farið í skóla versus manneskjur sem eru með eitthvað svona menntunar og menningarlegt prestige og þá geta allir sagt bara eitthvað, býttu, þetta er eitthvað skrítið hér. Hvernig getur verið með x margar háskólagráður og samt verið svona blank versus það, já, þú ert bara lúði og asni og þú ert ábygglega líka bara eitthvað, þú veist, hugsar ekki heilsuna og reykir og þess vegna lifir og styttra eða eitthvað. Þú veist, hver nennar hlusta á þetta verkalýðspakk, þau eru bara alltaf lúðar og asnar. Af hverju fekk það ekki þessa athygli? Ég held að þarna sé alveg eitthvað svona, einhver svona X-faktor þarna. Ég þekki alveg ótrúlega hræðsla í Íslandi við fátæktar smitt. Ef þú takir upp baráttu fátækra þá haldi aðrir og sért fátækur. Og það sé einhvern veginn alveg bara það versta sem getur komið fyrir að fólk haldi að þú berjist í bökkum. Vegna þess að það er svo mikið svona keeping up appearances. En það sem ég ætla líka að segja er að ég vona að fyrst að þetta er að vekja svona mikla athygli og fólk er að mynda að hugsa bara ok, vá hvað staðan er orðin helluð ef að þetta er niðurstaðan að þessi hópur og þá ómenntuðu verkakonurnar, þú veist, að við getum þá sameinast og barist saman þá fyrir betra lífi fyrir okkur allar og fyrir börn okkar allra frekar en að fara þá leið sem að háskólafélögin hafa vilja fara sem er að separata sig algjörlega frá ófaglærðu konunum og stilla upp myndina af önnu skúringakonu og önnu háskólamenntuðu þar sem að sagan sem sögðir er einhvern annar skúringakonu komin of nálægt önnu háskólamenntuðu og það er nú ekkert sorgleira í heiminum fyrir önnu háskólamenntuðu en það. Það er líka bara svona andfeminísk barátta. Þannig að ef við viljum standa saman þá getum við það. Sérðu fyrir þér að Samfylkingin saminni þessa hópa? Ég var ekki búin undir þessa spurningu. Ég er nú bara búin að vera eitthvað svona í sumarfríi og bara þó að mér hárið í á mér. Nei, því miður en auðvitað ætti stjórnmálinn að taka báða þessa hópa til sín. Ég held að Samfylkingin hafi engan á þessu. Sé bara ekki þarna, sko. Ég held nú að VG og Samfylkingin hafi náttúrulega bara sýnt fram á það að það hafi ekki mikinn áhuga á lífsskilyrðum þú veist, fólk sem hefur það eitthvað slæmt en við höfum samt núna, við sáum til dæmis síðasta vetur að ef að viss öfl geta beitt sér og það var ekki einu svona öll verkalýðshreyfingin á endanum vegna þess að opinberu félögin þau þetta semja sér og við náðum ekki einu svona að ná öllum alþýðusambandsfélögunum saman ég meina VFR kaus að fara ekki með okkur alla leið og hópur iðnaðarmanna kaus að vera ekki með okkur samt gátum við blackmailað stjórnvöld í skiptum fyrir hófsama kjarasamninga til þess að setja meiri peninga inn í velferðarkerfið heldur en þau höfðu nokkurn áhuga á að gera við náðum þeim árangri að gera skólamáltíðir ókeypis sem að skiptir auðvitað konur einstæða foreldra einstæða konur mjög miklu máli þannig að þú veist það er alveg hægt að ná árangri en ég veit að samfélagið var þetta ekki í grunninn þessi kjarasamningar veðmálum að verðbólga myndi minnka og vextinni fara niður og það veðmál er ekki að ganga þetta var tvíþætt, nei ok, það voru fleiri við skulum tala, þetta var náttúrulega þetta snýrst kannski primarily þrennt að athuga hvort að verkalýðshreyfingin alþýðusambandsfélögin gætu farið saman fram það tókst augljóslega ekki að öllu leyti en það tókst þó nógu vel að það var hægt að ná einhverjum árangri veðmál það ef við myndum gera hófstillta kjarasamninga þá væri hægt að ná verðbólgu og þar með vöxtum niður og svo fyrst og fremst fyrir Eflingu og samninganefnd Eflingar að ef við værum nógu mörg sem sagt alþýðusambandsfélögin og
nægilega mikli þekju, þá gætum við fengið það sem að skipti okkur mjög miklu máli sem var myndarlega aðkoma ríkisins og það tókst. Ég er ekki andað því, ég er að spurja veðmál. Nei, ég er bara að svara. Já, er ekki veðmáli þannig Ég er ekki tilbúin til að svara því á þessu tímapunkti. Ég er ekki tilbúin til að segja það á þessu tímapunkti. Þetta er dýrasta námskeið Íslandssögunnar. Hvað? Fyrir seðlabankastjórann að læra það hvort að því kenningin hann sem byggir á því að verðbólgan komi þegar Sólveig Anna semur of háar launahækkanir. Ég er sammála. Og Katrín Jakobsdóttir borgaði skólagjöldin í þetta námskeið, 80 milljarða. Tæmdi baukinn og fór svo í forsetaframboð. Og síðan bara komið ljós að pappennar Kamala Harris og posttransistarnir hafa rétt fyrir sér í því að verðbólga kemur ekki út frá víxlverkun launa og verðlag, hún kemur ekki út frá launahækkunum verkalýðshreyfingarinnar. Bara aldeilis ekki. Hún kemur út af innfluttur hráurverðshækkunum, orkuverðshækkunum En af hverju þarf svona margir að þjást undan háum vöxtum og verðbólgu til þess að Ásgeir Jónsson geti lært eitthvað sína leksju að því hann er heima alinn hagfræðingur og hagfræðingur? Nei, ég bara greina stöðuna hérna, útskýra fyrir þið. Það er búið að sýna fram á að verðbólgan er ennþá hér þó að það verið samið kjarasamningshækkanir. En ég ætla samt að segja að í fyrsta lagi náttúrulega er mjög stutt liðið frá því að þessi kjarasamningar voru undirritaðir. Efling er ekki einu sinni búin að klára að gera kjarasamninga við alla sína opinberu viðsemjendur. Við rétt náðum að klára að gera samninga við Reykjavíkurborg áður en að fólk fór í sumarfrí. Að háskólamenntuðu félögin hafa náttúrulega talað með þeim hætti að það væri ekkert endilega víst að þau ætlaði að fara þessa sömu leið. Þannig að kjarasamningslotan, hún er náttúrulega ekki búin. Þannig að við skulum sjá hvað gerist og mér dettur ekki til hugar að halda, og ég hef aldrei haldið fram, myndi aldrei gera að leið og við hefum undirritaðan kjarasamning þá myndi Seðlabankastjóri og peningastefnunefnd samstundis lækka vextina vegna þess að þannig augljóslega virka hlutirnir ekki. Og Íslandsbanki skrifaði grein í síðustu vísbendingu fyrir sumarfrí að það væri möguleiki á að yrði byrjað að lækka vextina í ágúst. Allir hinni bankarnir sögðu nei á móti. Nú kom hann hagfræðingurinn í fréttunum í gær að segja að við værum líklega komin inn í greiðsluerfiðleika, samdrátt á öllum ársfjórðungum, þannig að nú yrði peningastefnunefndin að byrja að lækka. En þetta er líklega ári og seint, af því að effektin er 12 til 18 mánuð að koma fram, þannig að það er búið og þetta er dýri kostnaður við námskeið ef menn læri ekki á námskeiðinu einu sinni. En ef þau hefðu haft einhvern áhuga Þið borgið, Já, ég veit það. En ef að nafniðin hefði einhvern áhuga á þessu þá hefði hann til dæmis bara hert lántöku heimildir hjá þeim sem að eiga íbúðir fyrir. Hann hefði getað gert alls konar hluti til þess að minnka þjáningu fólks af þessari húsnæðisreglu. En hann hefur bara ekki áhuga á því. Komdu með hörmungarspá fyrir haustið. Nei, ég meina við sáum bara tölum aftur, svo við byggjum þetta bara á tölum sem liggja fyrir, úr kjaratölfræðinefnd, úr vörðu eða úr þessari óformlegu könnun okkar heimildinni og síðan núna Íslandsbanka er farin að skoða einhverju tölur greiðsluerfiðleika og fólk er einmitt svolítið sama held ég núna, jafnvel hjá giftum hjónum með ágætistekjur sem eru farnar að koma í greiðsluvanda, ekki bara þessar þöglu einstæðu mæður sem vildi ekki koma fram og fengu lán hjá pappa og mömmu og fór í sumarfrí út á að fá lánað íbúð hjá vinum og þú veist, fengu þetta kemur allt fram í sem er fínt sumarfrí. Og að núna nú tappa ég træðum að allar þessar tölur gögnin sína í raun og veru fram á að í viðbót frá HMS tölunar af öllum nýjum íbúðum sem komin á markaði núna í síðasta mánuði 90% þeirra voru keyptar af félögum, fyrirtækjum eða fólki sem átti 2-3-4 Ásgeir vinnur fyrir. Já, ég meina það er bara algjör blekking að halda því að hann sé eitthvað halda niður í verðbólgunni fyrir þá sem að helst geta ekki borið þannig að hann er að vinna fyrir þetta fólk sem er að ryksuga upp húsnæðismarkaðinn og breyta honum í það sem að við erum dæmd til þess að vera að leigja húsnæði á okkur okurleigurum ævin og enda. Hann er að vinna fyrir það fólk og ég veit ekki akkur að láta þess að það var eitthvað öðruvísi. Nei, ég var að segja það var ég var bara að greina. Námskeiðið hans. Já, þetta er aðalhægt. Þú ert að gera ráð fyrir. Þú ert að gera ráð fyrir að hann læri að námskeiðinu og verði Ég ætla samt að segja, ég er hér ekkert ég var ekki að gera kjarasamninga í vetur af því að ég væri að gera eitthvað námskeið fyrir hann. Það er svona metafóra, sorry. Já, en ég meina það er náttúrulega verkalýðsfélög, þau hafa eitt verkefni sem er að gera kjarasamninga og kjarasamningarnir snúast það að semja laun og svo ef það er hægt að ná nægilega mikilli þekju af
félögum sem geta farið framsaman, þá hægt að gera kröfu á stjórnvöld og þau koma þá með eitthvað að borðinu. Og það nú bara einstaklega einfalt og við gerðum langtíma kjarasamninga, en að sjálfsögðu það svo að ef einmitt að þetta sem að þú kallar veðmál gengur ekki upp og þessi atburðarás hún á sér ekki stað, þá eru í fyrsta lagi samningar lausir og þá þarf að annarkvort setjast bara aftur að samningaborðinu og ná að setja eitthvað inn í þá til þess að bæta stöðuna eða bara keyra maskinuna af stað aftur með hótunum átök og svo framvegis. Erum við ekki að fara þangað? Ef þetta gengur upp, þá það þetta bara vantarlega ánægilegt fyrir alla. Ung kona sem ég þekki, henni var boðið leiguherbergjum daginn fyrir 180.000 mánuði, ekki með aðgang að baði. En sko, við skulum samt líka ekki bara, af því það græðir heldur enginn á því og við erum bara þroskað fullorðið fólk og við þurfum líka að geta sagt, þetta erum við að fást við hér, þetta erum við að fást við hér og þetta erum við að fást við hér. Og það er ekki gott fyrir, róttæka efnahagspólitík ef við grautum bara öllu saman og enginn nær lengur að fókusera á hvaða verkefni eru hér og hvaða verkefni eru annar staðar. Það að það þurfa að breyta hér húsnæðismarkaðnum, það er augljóst og það þarf að gera það, en það mun aldrei gerast nema að venjulegt fólk, alþýðufólk, almenningur eignist alvöru pólitík sem að getur náð árangri og þessar breytingar þar af leiðandi átt sér stað í okkar efnahagslega umhverfi. Við verðum að ná ríkisvaldinu. Já, vandinn er náttúrulega þá að hér séu stjórnir sem að banni ekki þessa eignaupptöku sem á sér staðinn. En við getum ekki bara ekki horft á það að lausnin er fólkin í því að byggja upp eitthvað pólitískt afl sem að getur náð þessum árangri, en það er auðvitað alls óvíst. Hvernig sjáum við fyrir ykkur að tala inn í þennan hóp, nú kannski bara þessa millistétti, við tölum bara neðri og efri millistétt sem og við sjáum að einstæðar mæður, þær greinilega hafa það ákveðið skít og alveg eins og verkafólkið sem hefur þá enga menntun og þessar menntuðu, þessar háskólamenntuðu einstæðumæður. Hvernig og hvenær er komið einhvern veginn nóg og hvernig náum við að tala inn í þennan hóp? Hvernig myndum við þetta hreyfiafl, þessa breiðu samstöðu? Sko, ef þú spyrir mig, það sem veldur mér svo miklum vanda í þessu, ég reynir bara að greina þetta með einhverjum svona líkingum, að öll umræðan verðbólguna úti í heimi og staðan á verðbólgunni í öllum öðrum löndum. Ísland er eins og trónarland, þar sem verðbólgan er miklu hærra. Öll ríkulöndin, og við erum eitt ríkasta land í heimi, að þau eru komin með stýrivextina niður í 3-4 og verðbólguna niður í 2,5. En við erum í einhverju 6-7% verðbólgu eins og trónarlöndin. Meðlega ekkert atvinnuleysi. Já, og það sem að það er, í mörgum löndum sem að við berum okkur saman 14% vexti á íbúðalánum. Skandinavíu, en það er viðvarandi miklu meira atvinnuleysi, það er alls konar faktorar sem spila þarna inn í. Þannig að líka það þegar við förum svona að segja, verðbólgan er mjög há hér, hún er miklu lægri þarna, ef að hlutinir væru nú bara hjá okkur eins og þeir eru þarna, þá af því leiðir allir hefða miklu betra, en það er margt annað sem að spilar inn í, til dæmis hér er ekki viðvarandi atvinnuleysi. Það sem er sérstakt hér meðan við önnur lönd er að raunvextir stýrivexta eru hér 3,5% eitthvað. Raunvextir íbúðalána sem að fólk er að kaupa og er að bera eru kannski 7,5-8%. Raunvextir yfirdráttarlána sem að fátækafólki verður að hafa til þess að geta bara átt fyrir mat, þá eru þú komið kannski með 10% raunvexti sem er lagðið ofan á fátækasta fólkið. Við lifum í einhverju geðveiku samfélagi. Það er skringilega, en ástæðan fyrir því að þetta breytist ekki er náttúrulega að það hafa samt margir hafa það svo fáralega gott og það er ekkert hægt að láta eins og að sé ekki þannig að meiri hluti fólks á þessu landi hefur það frámunulega gott og meðal annars ástæðan fyrir því að það var ekki hægt að ná konsensus það innan allra hreyfingar alls vinnandi fólks að reyna að fara þessa leið að ná niður vöxtum og verðbólgu er að fyrir fólk sem er ofarlega á tekjustiganum jafnvel þó að vextir séu svona háir og verðbólga sé mikil
hefur það samt relatífli lítil áhrif á heimilisbókhaldið. Já, að millistétt það bara búið að þrýsta henni niður, þannig að það þess að tala 25%, þannig að efri Svo millistétt sem ég þekki hefur það bara actually mjög gott. Ég veit alveg að auðvitað eitthvað fólk sem myndi kategoræsa sig sem millistétt og sem menntunar sinnar vegna ætti að tilheyra millistétt, en ég meina raunverulega millistétt á Íslandi, það fólk sem í sínu eigin húsnæði, með góða vinnu og svo framvegis, hefur það bara fárulega gott. Er það ekki? Já. Í samanburði við hverja hafa þau það slæmt? Já, það er eftir hversu skuldsetning. Ég hef ekki sérstakann á þessu fólki. Það er bara að ég hefur það fínt og má hafa fínt. Nei, ég bara ef við ætlum að bæta samfélagið, þá horfum við á þá sem að hafa það ekki gott. Ástæðan fyrir að segja þetta er að við getum ekki haldið fram að millistéttin í Íslandi sé eitthvað rosalega prest. Hún er það ekki. Hún hefur kannski minna á milli handana núna því hún er að borga meira á lánunum sínum, en hún er í sínu eigin húsnæði og hún er sagan er svo að velferðarkerfið okkar er orðið svo veikt að ef þú ert í millistétt, þú ert einstæð móðir, að þá fer það að grafa undan þér vegna þess að það er engin stuðningur ef þú ert orðinn gamall, ef þú ert einstæð sjálfsskilgreiningu. Það héldu allar að það væru tilheyra millistétt. Það var ein spurningin hjá okkur. En svo bara ég held að það sé miklu frekar samtalið þá. En þá getur maður einmitt sagt að þú veist, þær eru ekki millistétt, þær eru í lægri stétt. Ef við skoðum efnahagslega stöðu þeirra, þar af leiðandi eiga þær meira sameiginlegt með baráttu láglauna kvenna og þar af leiðandi er þá líka hægt að segja að barátta BHM er einmitt ekki fyrir þær heldur fyrir einhverja allt aðra hópa. Þær þurfa þá bara að standa. Og þær get ekki horfst í augu við það vegna þess að það að stilla sér upp við hliðina á hennum fátækustu er svo mikill statusfall. Og hvernig fáum við þetta fólk til þess að horfast í augu við það og taka þátt í að sé annar möguleiki að syngja jólalögu fátækt fólk með því að bjóða upp og það er annar möguleiki heldur en að taka þátt í þessu geðveika einstaklingshyggju, efnishyggju, geðveiki inn í frjálshyggju. En þess vegna allavega var þessi greinarflokkur svo mikilvægur, þessi viðtöl, ég meina ef að fólk getur lesið þetta en það hversu þetta hafi verið dulið og komið upp á einmitt og við þurfum að fara að ræða betur hvað er millistétt og hver er millistéttin á Íslandi að því við erum með eitthvað skakka mynd af einstæða maður með 2 háskólapróf eru ekki millistétt. Það eru neðri millistétt eða lægri millistétt eitthvað og þá kemur annar punktur út úr þessari sem er nú efni annan þá afleiðingar hrunsins sem hefur ekkert verið rannsakað að það eru þeir sem þarna inni eru verðstættir eru þeir sem lendi að skilja í hruninu til dæmis þannig að það er alls konar svona trace sem er rosa flókið og það fólk hvort sem það skildi eða ekki sem lendi illa í hruninu þú veist það tók mörg ár að byrja að vinna aftur upp allt sem að tapaðist og fyrir suma þetta gekk eflaust ekki og þannig er þess að tala 25% sem er kannski þriðjungur bara efsti þriðjungur sem hefur það drullu gott á Íslandi og er ennþá að fara 3-4 til útlanda ári og heldur uppi þenslunni sem að nafni minn í Seðlabankanum er að reyna að ná niður. Þess vegna voru við til dæmis að móti prósentuhækkunum og það var einmitt líka að það var afdráttarlaus afstæða Eflingar að ætti verið krónutöluhækkanir einmitt til þess að setja svigrúmið svokallaða til þeirra sem að minnst hafa það og koma í veg fyrir það að þau sem ofar eru í tekjustöðunum haldi bara áfram að hella olíu á eldinn. Það var engin leið að fara það var engin leið, það var ekki hægt að ná það í gegn. Bæði var andstæða við það innan Alþýðusambandsins en svo var náttúrulega hatramasta andstæðan við það frá opinberu félögunum. Það var ekki fræðileg og pólitísku möguleiki að fara þá leið. Það var afdráttarlaus afstæða stórs hóps innan íslenskrar verkalýðshreyfingar að það ætti að færa hærri launuðu fólki hærri hækkanir og að hitt væri bara einhver stórkostleg aðför að háskólamenntuðu fólki. Bókstaflega tala svona. Og það sem er verst við þetta er síðan að vegna þessa frábæra góða vina sambandsvafki og sjálfstæðisflokksins eins og hún er kallað síðustu 7 ár að þá var, jafnvel þó að það verið lækkaður skattur á neðstu þrepin sem er bara leiðréttingur og verið verðtrygging á gömlum mörkum að þá var ekki hækkaður skattur á efri þrepin þannig að þar var aftur meiri þenslukvætjandi, meiri verðbólguhvati og það sem er svo blóðut í þessu sem ég trúi í gesku minni að halda
það hefði verið hægt að útskýra fyrir Garðbænum og Seltirningunum að 2% skattahækkun út af COVID-kostnaðinum, þeir myndi alveg þola það og það myndi dempa verðbólguna aðeins að draga úr eyðslunni þeirra. En það var ekki gert, sko. Og þess vegna er ríkissjóður með ennþá meiri halla og sem kallar annarkvort á niðurskurð eða skatt á börnin okkar eða þú veist verri og við erum einhvern veginn svona eins og versta blandan af Þýskalandi og Frakklandi sem eru bæði í mismunandi efnahagsvanda í hérna Evrópu. Frakkanir eru að eyða á miklu og Þjóðverjarnir eru ekki að fjárfesta neitt, sko. Þannig að við erum ekki að fjárfesta í vegunum, við erum ekki byggja eitt spítala, það er það sem við náum að gera út úr þessu, en keyrum ríkissjóðin í halla eins og Evrópuríki sem eru, þú veist, að margfalda hernaðarútgjöldin sín, varnar, við erum ekki að gera neitt af því. Þau eru að vinna úr lífskjarakrísunni sem 80 milljarðar í kjarasamningskostnaðinn fór í, en sko, og við bara, þá bara eftir lok kjörtímabilsins á að fara að taka á fjármálareglum og koma ríkissjóði, það er bara eyðslufjör núna fram á kosningum og sko, hérna nema að þetta fari í sko mjög hratt á slæman veg og bara verði verkfull og læti þegar forsætisráðherrann Bjarni tilkynni kosningar og eitthvað svona en þá verður líka rosalega vont upplausnarástand þegar á að fara að mynda ríkisstjórn og leysa úr Þá kemur bara Kamilla, Þórdís Kolbrún og býðum bjóða sig fram. Já, en þetta er líka einhvers konar ímyndavandi, verður ekki að taka þessar skilgreiningar niður, millistétt, láglauna konur, ég meina þetta er bara orðið fólk gegn kerfinu, skilur það er bara... Ég bara, síðasti vetur, ég vissi alltaf að það væru stéttaátök innan íslenskra verkalýðshreyfingar og ég hef bara talað mjög opinskátt það opinberlega og það sannast bara enn eina ferðina núna síðasta vetur að þú veist hvernig þetta virkar að það er ekki hægt til dæmis, það var allavega ekki hægt núna og það mun reynast erfitt að fara í gegn með krónutölhækkanir út af því að það eru bara bláköld eða eldheit, hvernig svo ætlum að kalla það, stéttaátök inn í hreyfingunni. Þannig að það er bara sagt, nei, það kemur ekki til greina að semja aftur krónutölhækkanir. Það verða að fara prósentur upp vegna þess að krónutölhækkanir eru stórkostlegur glæpur gegn fólki hærra í tekjustiganum, bara glæpur. Það hefur gert það verkum að kaupmáttur þessa fólks hefur ekki aukist. Kaupmáttaraukningin hefur meira og minna öll verið hjá láglaunafólki og nú bara komið nóg fyrir þau. Þannig að við erum mjög stéttbundin, stéttmiðuð. Já, svona innbyggðir stéttfordómar. Já, ég meina þetta bara svona. En hérna, við erum að fá annan gest þetta bráð. Já, ok. Það er prófessor sem heldur í fram að börnunum myndu líða betur eða þau myndu leika sem 100% sammála. Já, ég líka. Á sjálfsögðu. Þetta er bara eiginlega svo augljóst að það er eiginlega ekki hægt að ræða þetta. Já, það er að segja óskipulaður leiktími barna. Já, ekki mótin fín, ólísmótin. Ég fer aldrei á svona móti. Það er bara að fá að fara út að leika þér, stemming. Frjáls. Og án síma. Já, ekki sími og að leika sér. En ég er samt ekki svona einhver talsmaður þess að við förum eitthvað svona tilbaka eins og verið gamla þetta. Því það var náttúrulega, maður var oft bara skítrættur eitthvað bara úti að leika. Þú veist, og það voru eitthvað svona roving hordes af einhverjum rosalega grimmum börnum sem maður vildi ekki mæta. Ég vil það ekki, sko. Það var náttúrulega svo mikið af börnum þá, sko. Þegar maður var sendur út að leika. Já, henda sér fram að bílskúrstökum. Þegar maður var sendur út að leika. Þegar maður var sendur út að leika, þá voru sko 36% af íbúum Reykjavíkur voru börn. Þannig núna er þetta eitthvað staðar nálægt 16. Þannig að þetta veröld er ekki til. Og það voru leynifélög og það voru einmitt sko hættulegir. Ég manna í Vogahverfinu, það var Stebbi Glæpur og Palli Kína og maður bara skuttlaði sér í rjóður ef maður sá það Ég var einmitt að vera í Breiðholti og vera að labba út í sjoppu og þetta var nú ekki langt en þú veist maður var bara eitthvað ok, bara nú labba ég bara stað og svo bara svona hverfiskelfa. En núna náttúrulega er kerfið lærið á hættur heimsins. Að megni að börnunum úr velstæðuhverfunum af því að þar er fólki efnaaugnast. Það eru keyrði í sjoppu.
Nei, það kemur hérna, hvað heitir þetta hérna á Volt. Kemur láleinamaður á Volt með hérna ísinn. En svo, já. Og þú skammar hann fyrir að ísinn ekki alveg nóg. Og fyrst að það hefur orðin þessi greiðlega fækkun í bara börnum. Hérna, ástæðan fyrir því að börn sé ekki út að leika sér einfallega svo að það engin börn til að leika við. Ég held það sem ég er að segja. Og þau eru á ólísmótinu. Já, þau eru, já. Í skipulögu starfi, sko. Já, ég var barn, sko, bara flættu börn, sko, út alla glugga og voru bara allstað. En það er margt samt miklu betra núna. Þú veist, ég held að samskipti og það foreldrar, þú veist, upplifa mögulega svona eins meiri ábyrgð eins og þetta var, þú veist, 13 ára þá bara eitthvað, jæja, þú veist, þú bara ert fullorðinn, skilurðu. Og maður bara sjálf ala. Maður bara sjálf ala. Þú veist, ég held að margt sé miklu betra. Ég flutta heiman þegar ég var 16 ára. Ég sé, ég var tæplega 15. Nú ég 16 ára dóttur og ég sé það ekki fyrir mér gerast inn eftir nánustu framtíð en það hún bara barni mínum huga. Þannig að það hefur ótrúlega mikið breyst. Þú varst líka barn þegar þú fluttir. Ég var líka. Og svo var ég náttúrulega bara barn sem þegar ég eignaðist hana í rauninni. Þú varst bara þykist að vera fullorðin. Já, ég var bara þykist að vera fullorðin en það ýmislegt sem hefur breyst hvað þessi við. Sem betra. Sem náttúrulega svona sem að við fullorðna fólki getum leikið fyrir fram að börnum eins og við séum fullorðin. En við erum náttúrulega ekkert við höfum ekki þroskast. En kannski eru þau minna að leika saman að því að samskiptin eru svo mikið gegnum síman og þá tapar svo margt eins og bara svipbrigði og látbráð og blær í máli og svo framvegis. Allt þetta því að það er ekki bara orðin sem eru sagður, það er líka ég les í þig, þó ég skil ekki alveg hvernig ég geri það, þá les ég viðmótið með því að vera fyrir framan. Ég lendi að vera í vondu skapi og fá SMS. Og þeir lesi það í svona tón og þeir verða alveg brjálæðislega reið út í manneskjuna hinum megin fyrir að hafa verið að senda ykkur hennan dónaskap og svo kannski, þú veist, svona svara maður einhverju, þú veist, með alveg svona þrjumiski yfir hausnum. Hugsanalestur er alveg bara þá er maður einhvern veginn búin að veita manneskjunu hinni í línunni, maður er bara gefin einhverju svona reiðirödd þegar hún kannski... Já, og líka valdi við sér, sko, koma sér í vond skap, eitthvað SMS. Já, það er svo einmitt. Og þetta stigmagnast upp í borgarastyrjöld. Já, það gerir það þetta. Og heimsendi. En sko, Kínverjar eru búin að banna börnum að vera meira en 2 tíma í símanum á dag. Kerfið bara stoppvarða, sko. Já. Þau geta ekki verið með 2 tíma. Já, ég er meira áhyggjur af því að hvað börnum finnst ótrúlega leiðilegt í skóla. Ég er áhyggjur af því, sko. Og skýrslan, hérna, að þessu ólæs. Það er rosalega leiðilegt í skóla. Hæðilega leiðilegt skóla. Mér fannst ekki leiðilegt í skóla. Mér fannst mjög leiðilegt. Mér fannst það eitthvað ágætt svona framan af, en svo fór mér að finnast það voru leiðilegt. Mér fannst rosa gaman í Ísaskóla í 5, 6 og 7 ára bekk. Svo fannst mér leiðilegt eftir það. Eftir það hefur lífið verið downhill. Já, bókstaflega. Og minn flómatími var að Já, 5-6 ára. Já, og kannski er þetta alltaf að vera að horfa á fólk að gera eitthvað eins og TikTok og Instagram, sko. En maður læri samt alveg svolítið af því. Já, maður læri fullt af því. Já, það fyrir en sko, skrefið að fara að gera það sjálfur, það er eins og það vanti, Ég hef sko. lært að gera hollandaisesósu og ég er búin að læra alltaf að lyfta lóðum heima með að horfa á svona rosalega glæsilega. Þetta var á YouTube í 10-15 ár. En þú fór aldrei á YouTube að horfa á þetta. Ég veit ekki, ég spyr dóttur mín á stundum út úr. Og ég lærði líka eitt annað ótrúlega flott sem ég verð að segja ykkur frá. Fyrirgefðu að ef þú ætlar að steikja fisk á pönnu, þá lendir stundum ég hann festist við. Er það ekki? Það er ekki allir lendið því. Heyrðu, veitu þið hvað ég geti gert? Þetta lærði ég á fucking Instagram. Láta hann liggja. Nei. Þú tekur bökunarpappír og situr á pönnuna. Bara olíubert bökunarpappír, svona eins og setur inn í ofn, á pönnuna. Oh my god. En algengustu mistökin er að fólk... Algengustu mistökin... Þetta er bara besta hús sem ég hef lengt. Þetta virkur, verður að prófa. Ég verður að prófa, strax í dag. Algengustu mistökin... Fiskbúð Hafliða, ég reyna að koma í postun. Þegar þú setur fiskinn á pönnuna, þá verður að bíða eftir því að hann stikni undir og losni frá pönnunni. Ekki byrja fyrt í honum. Bara... Hann getur Það var svona reiður fyrir ég sé allar rosalega mikið við. Nei, ekki bara fyrst. En ég ætla bara að segja ykkur frá þessu, prófið. En það er líka þetta að baka pönnuna með gömlum kartöflusýri og þá kemur svona húð sem maður lætur ekkert festa því ég nota ekki neina svona teflon, það er hættulegar. Ég er að vinna fyrir bökunarpappís iðnaðinn og þess vegna er ég að segja Paxo-raspið hérna. Netið mitt hefur verið að selja mér eitthvað svona að ég bara borða á einhverjum tilbyrjum tíma svona eftir aldri einhvern veginn
og svo einhvern veginn að ég geti orðið rosalega fit, bara með einum stól eða bara engum stól og svo það að byrja að gefast upp núna og að byrja að reyna að selja mér eitthvað sem heitir Shape Fit eða Shape Fix sem eiginlega svona bólur sem einhvern veginn þrýstir bumbuna og það hristist utan á þér. Verður svona, vöðvasteltur einhvern veginn inn í einhverju svona korsileppi. Ég er bara svona eins og svona Superman-búning. Það hætta á samfélag. Ég er að gera tilraun, ég mun láta ykkur vita hvernig það gengur, en það var einmitt eitthvað sem ég sá á Instagram, það ég var út í Portúgal daginn og svo geggju sítrónutré í garðinu sem ég var, þannig ég tók nokkla græðlinga og nú er ég að prófa að láta þá sem sagt komast áfram til lífs í banana með því að stinga þeim ofan í banana og síðan í banananum ofan í moldina og nú munum við sjá hvað gerist. Bananur kemur út úr þessu. Svo veit maður ekki hvað af svona tryggsum bara eitthvað gervigreindar bull. Ertu ekkert að finna fyrir svona litlum flugum, svona bananaflugum? Nei. Hvernig er samskipt ykkar við gervigreindina? Svo er bara moldina yfir, já. Hvernig er samskipt ykkar við ykkar gervigreind? Er það gott? Mín er að selja mér svolítið svona DIY, ógeðslega flókin, eitthvað svona, þú veist, ég tek hérna borð og ég saga það í tvennt og svo hérna kemur eitthvað svona epoxíð og eitthvað svona, ég fæ bara eitthvað svona mjög undarlega svona heimaföndur. En er það að spjalla við gervigreindina? Já, ég nota nú svona eins og Google stundum bara. Já, ég er búin að vera að leika mynd í gervigreindinni núna sem mér finnst það mjög skemmtilegt vegna þess að, þú veist, ég er leikaramentuð og hefði aldrei þrifist í háskóla bara með allt og mikið athyglisbrest. Þannig að mér finnst geggjað að fá svona summary hluti sem ég er að stúdera En þú veist, þú getur ekki treyst í öllu. Já, ég veit að. Ég hef aldrei notað gervigreind. Ég prófaði einhvern tímann, síðasta vetur, þá sagði við gervigreindina, skrifaði fyrir mig tölvupóst sem ég ætla að senda á skrifstofuna akkur það er mikilvægt að vera með svona feminisma og svoleiðis, svona kynjadót. Og ég fekk ótrúlega rosalega langan tölvupóst og þá sagði ég, svona er þetta bara allt sem við fáum sem er eitthvað svona einhver orðasalut það er bara einhver sem segir við gervigreindina skrifaði fyrir mig tölvupóst eitthvað akkur umhverfisvændi góð Þetta er að taka við fullt af háskólamenntun og ég þekki nokkrar mæður sem að hafa notað þetta og nýtt þetta í svona budgeting og matar það er innkaupin og það er sem sagt byrja gervigreindina um að búa til fyrir sig matseðil fyrir heila viku fyrir ákveðin pening og innkaupalista og svo fá þær uppskriftir og hvað á að vera í matinn og hvernig ég myndi að það er hægt að nota þetta En ef ég myndi spyrja gervigreindina, ég er einstæð móðir með 2 börn í láglaunastarfi og í okkur íbúð leigja hvernig kemst ég af? Þá myndi koma mjög flókið svona do-it-yourself fallags. Já. Sem þú þarft samt að vera svona hefla og mála og epoxy og líka. Einhver verður að halda því fram að gervigreindin væri að fara aftur strax vegna þess að við erum farin að nota hana meira og mannkynið sé heimst þannig að það sé svo mikið að vitlausum spörum. En það er gaman líka sko, það er alls konar svona... Enda bara með að segja En það er svona alls konar svona sköpunartæki í þessu gaman. Það er gaman að teikna myndir og búa til músík og þetta er bara svona svo leikur. Það er gaman að sjá hvað þetta gerist hratt og... Leika við gervigreindina. Já, leika við gervigreindina. Frjálsleikur við gervigreindina. Já, ég held aldrei þetta aðeins að ná sér í ChatGPT og leika sér við. Ég ætla að sleppa ykkur í nóttina. María Lilja, Norski Brynjar. Þú færð ekki að fara. Sólveig Anna, kærar þakkir. Og við ætlum að koma aftur að Vörmusbóli. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það svona áhugaverðasta sem við sáum í Blóðunarsteinun var viðtal við Atla Harðarson, prófessor, að af hverju börnunum liði ekki nógu vel. Það er of mikið í samfélagsmiðlum sem er svo sem búið að ræða mikið. En það var hitt að börnin léku sér ekki nógu mikið. Allir. Já, léku sér ekki nógu mikið óafskipt. Já, það hefur komið í ljós víða heim. Þetta hefur nú ekki verið mælt svo ég viti til hér á landi að sá tími sem börn hafa til þess að leika sér við önnur börn án þess að leikurinn sé skipulagður af fullorðnum og án þess að eftirlit og stjórnun fullorðina hafi mikil áhrif á leikinn. Þessi tími, hann hefur skroppið saman. Hann byrjaði að skreppa saman á
9. áratug síðustu aldar í enskumælandi löndum þar sem þetta var kannað og hefur raunar farið minkandi æ síðan og minkaði enn með tilkomu snjallsímana þar sem síminn einfallega tók af þeim litla tíma sem eftir var þegar var búið að skipuleggja dag barnanna með skóla, frístund, íþróttaæfingu og eftir og hvað þetta nú allt saman er. Og á sama tíma hefur það raunar gerst að foreldrar reyna að fylla upp í þann litla tíma sem eftir er með gæðastundum með börnum sínum og Þú glottir. Jú, vafalaust eru þetta oft gæðastundir og ef þær eru á fáar, ef foreldrar eru of lítið með börnum sínum, þá er það þetta ekkert gott. En þegar lítill tími er eftir til að leika sér, þá er líka mikilvægt að taka hann ekki. Einmitt. Og Þetta er það einhvers konar ofvendun og ofmikil svona afskipti af auka tíma barna eða frítíma barna. Sko, gæsla fullorðina, sá tími sem barna er sem sagt vandlega gætt af fullorðnum, sá tími hefur aukist og eins og ég segi, þetta hefur verið mælt í enskumælandi löndum og sumstaðar í Evrópu. Ég veit ekki til þetta hafi beinlínis fyrir rannsaka hér á landi, en ég held að flestir sem hafa mikil samskipti við börn kannist alveg við að svipað sé að gerast hér, að stærri og stærri hluti dagsins sé þaulskipulagður af fullorðnum og það sé heyri orðið til undantekninga að eftir skóla séu einhverju 4-5 klukkutímar til að leika sér saman þvert á aldur og hérna eftirlitslítið. En eftir að segja við foreldrarna svona ekki verið að tróða ykkur svona mikið inn í líf barnanna, leyfum nú aðeins að vera í friði. Ég er ekkert að segja þetta frekar við foreldrarna heldur við skólan og íþróttahreyfinguna og aðra sem skipuleggja tíma barna. Sko Já, það er kannski verið að taka dálítið frá börnum að læra á lífið sjálf. Já, og sko, ef hluti skóladagsins væri frjáls leikur, þá mætti tíminn eftir skóla vera meira skipulagður. Sko, þegar við segjum að síðasta stráið hryggbrjóti úlfaldan, þá erum við ekki að segja að það sé neitt þyngra en hinn stráin. Nei. Að sá sem tekur síðasta klukkutíman, tekur burt eitthvað sem átti ekki að taka að Ok, hvað er þá hver eru verðmæti frjáls leikjatíma? Það er svolítið freistandi að horfa á bók eftir Peter Gray sem heitir Free to Learn, sem er bandarískur mannfræðingur sem hefur skrifað þetta og það var svo sem fleiri skrifað þetta svipuðum nótum hvernig börn læra að reyna lífsleikni, þá lífsleikni sem frjálsir menn þurfa að kunna með því að leika sér. Hvað gerist þegar börn leika sér þvert á aldur? Þegar nokkrir 8 ára leika sér saman og 6 ára er með. Þau læra að setja sér reglur og hafa reglurnar sveigjanlegar. Þau læra að meta hvenar á að fara eftir þeim og hvenar á að sjá gegnum fingur. Í sumum leikjum átta þeir 8 ára sig á að þó að þessi 6 ára misti í sig eitthvað, þá er ekki alveg 100 hættunni. Nei, og þá er ekki rétt að þau átta sig á hvernig á að setja sjálfum sér mörk, hvernig á að vera sveigjanlegur, hvernig á að semja þegar ágreiningur kemur upp, hvernig á að ná friði aftur, semja sátt ef það verður rifrildi eða einhver hendir sand í augun á einhverjum eða eitthvað slíkt gerist. Allt þetta læra þessa lífsleikni sem þarf til þess að takast á við venjulegt hnjask sem fylgir lífi fólks, læra börn að miklu leyti með því að leika við önnur börn. Og það er svolítið broslegt að þegar fólk áttar sig á því að börn mörg skortir þessa lífsleikni, þá dettur þeim í huga það sé sniðugt að bjarga málunum með því að lengja skóladaginn ofurlítið og kenna til dæmis tilfinningagreind ofan á allt annað, eitthvað sem fullorðnir kunna svo sem ekkit frekar en börn, í staðinn fyrir að spyrja sig
hvort við ættum ekki að gera bara heldur minna, frekar en meira. Einmitt. Ég rík alveg svona aftur í það þegar ég var lítil stelpa og þá man ég eftir því maður var að byrja að vera út að leika með stóru krökkunum, þá fekk maður að vera súkkulaði sem var það að reglurnar voru ekki eins þungar fyrir mann meðan maður var lítill og svo var það svona dálítið skemmtilegt þegar maður eldist og fór að gefa öðrum færi á því að vera súkkulaði því þau voru að læra að fóta sig inn í leiknum og þurftu kannski ekki að skilja hlutina og þetta kennir líka samhygð og tillitssemi og... Já, það nokkuð sem mannfræðingurinn sem ég nefndi, Peter Gray, talar að leikurinn kennir fólki að vera minna sjálfhverf, að vera minna sjálfhverf og svona samstilla hug sinn, hug annara, kennir fólki að vera félagsverur en kennir því líka að takast á við hnjask og hérna þetta sem þið sáuð í blöðunum og þú nefndir í byrjun Gunnar Smári að þegar þið séð viðtal við mig þá hafði ég verið að segja frá bók eftir Jonathan Haidt sem kom út á þessu ári, sálfræðing sem hefur reynt að skýra hvers vegna kvíði og þunglyndi og reyndar hérna fleiri geðræni kvillar en hann horfir aðalega á kvíða og þunglyndi hvers vegna þessir kvillar virðast vera mun algengari hjá ungu fólki núna heldur en fyrir nokkrum áratugum og hann tengir þetta skorti á frjálsum leik barna með að mínu viti nokkuð sannfærandi rökum að sem sagt, leikurinn kenni fólki ekki bara lífsleikni, hann stuðli líka að heilbrigði og þessi mjög svo kvíðablandna skólaganga sem við verðum vitni að hjá allt og mörgum krökkum núna að sem sagt vaxandi kvíði tengist því að fólk læri ekki að bregðast við öllu þessu minniháttar hnjaski sem fylgir mannlegum samskiptum. Að einhver segi við mann ljót orð, einhver hendi sand í augun á manni, einhver fari í fílu, einhver verði reiður, einhver skelli hörðum. Þetta allt sem gerist á þetta í leikjum barna. Og fólk lærir að takast á við það, lærir að átta sig á hvenær þetta skiptir einhverju máli, hvenær þetta er léttvægt, hvenær er hérna við hæfa að bregðast eitthvað við og hvenær er bara skynsamlegt að vera fljótur að fyrirgefa. Og ég og 2 unglinga og þau hafa bæði kvartað yfir sko einmitt afskiptum kennara á göngum þegar fólk er að kljást og leika sér strákar og stelpur og það kannski slæri smá brýnu sko þá er umsvifalaust komin einhver fullorðin manneski og það komin yfirheyrsla yfir báðum og einhvern veginn sko þeim er sagt að bara að þau get ekki útkljáð hlutina sjálf. Það getur ekki verið að hérna, við trúum ekki á leikinn að það komi, að það sé eitthvað, við lærum eitthvað að sjálfu sér, svona innan frá okkur, það sé inn í mannfélaginu, það sem að lausni kemur og við trúum því bara ekki. Við trúum því að við getum ekki lært neitt nema að skipuleggja það, halda kontról á því og að einhver leyti erum við kannski bara búin að missa sjónar af því, sko, hvernig lífið aktar, sko. Ég held að það sé töluvert til í því, sko, skipuleg fræðsla sem hluti af menntun og uppvexti getur verið bara gríðarlega mikilvæg og gríðarlega gagnleg. En þegar allur dagurinn er þannig skipulagður, þegar þetta sem er skipulagt af fullorðnu fólki, nú á að læra þetta, þegar það er ekki svona lítil eyja í hafi af leik, heldur bara allur dagurinn. En samt er þessi sko eins og Steina var að vitna í áðan sem að kennari skiptir sér að og það er líka byggt á einhverju sko slæmri reynslu sem að við höfum að hérna inn í leik barnanna getur verið mikil grimmd og það getur verið einelti og kúgun og sárindi og fólki skilið eftir. Börn eiga þetta til að meiða hvert annað. En það er samt svo merkild sem það er, þá segir áðurnefndur Peter Gray frá rannsóknum í Bandaríkjunum, ég veit ekki hvort það er að heimfæra þær upp á önnur lönd, á sem sagt tíðni áverka og slysa á börnum og áverkar sem
sem sagt læknastéttin þarf að hafa afskipti af eru hlutfallslega fleiri, eru fleiri á hverja stund í skipulegum íþróttum undir sem sagt, stjórn fullorðin þjálfara heldur en í frjálsum leik. Sko á báðum stöðum verða áverkar en þetta sem þú varst að segja Steinun um skólan og það grípi strax einhverju fullorðir inn í. Sko ég held að eitt af því sem, þetta er það í rauninni, eitt af því sem gerist á síðustu 2 áratugum síðustu aldar er að krafan algjört öryggi barna verður einhvern veginn háværir og hún að sömuleyti góð. Auðvitað er mjög margt sem hefur verið gert í öryggismálum barna með til dæmis barnabílstólum, hjálmum og reiðhjólum og fleira bara á allan hátt mjög gott. Það voru bekkjarsystkini mín sem bara dó í umferðinni og ég held að þú veist að flestir á minni kynslóð bara eiga eitthvað svoleiðis sögur. Já, en öllum á of gera. Sko ef við komum í veg fyrir að börn meiði sér nokkur tíma í leik, þá komum við líka í veg fyrir að þau læra að takast á við hættur. Fólk lærir að takast á við hættur, lærir að vera hugrækt, lærir að bregðast skynsamlega við hættur með því að gera hluti eins og að hoppa við skurði, príla upp í tré, renna sér að hjólabretti niður, handrið og tröppur og svo framvegis. Harka af sér, læra mistökum. Og ef fólk fær ekki að gera neitt svona, þá lærir það heldur ekki að passa sig. Nei, og verður þá börningi líka bara hrædd við lífið þegar þau fara loksins út í það? Og einangra sig þá frekar það er það sem Jonathan Haidt segir. Ef fólk fær ekki þetta umhverfi, þar sem eru hæfilegar hættur, þar sem eru tækifæri til að vera með soldinn glannaskap, þá verði viðbrögð okkar við minniháttan hnjaski sem fylgir venjulegu mannlífi miklu kvíðablandari og meiri hætta á sem sagt á að kvíði komist á sjúklegt stig, verði semst verulega hamlandi. Og eitt af stóru vandamálum æskunnar í dag er raunar vaxandi tíðni geðrænna kvíðaþunglindis, hugsanlega má telja þarna líka með ofvirkni og athyglisbrest. Það er svona svolítið álita mál hvernig það tengist þessu, en við horfum upp á mjög vaxandi sókn í lyf við þessum kvillum og það sá fjöldi sem býr við skert lífsgæði út af þessum kvillum eða sjúkdóm eða hvað á að kalla þetta, fer vaxandi og viðbrögðin eru sko enn sem komið aðalega af svipuðu tagi og viðbrögð við versnandi árangri á samræmdum prófum eða PISA-prófum að þeir fullorðnu geri meira, stjórni lífi barnanna meira, bæti við það prógram sem börnin gangi gegnum og svo að stjórnsýslan geri enn meira til að passa að þeir sem sinna börnunum gerða nú örugglega rétt, sé undir pressu, sé tékkað á þeim og svo framvegis. Og ef það er eins og mig grunar að börnin þurfi minna en ekki meira, þau þurfi einfaldlega meiri frjálsan tíma og minni stjórn, minna skipulag, minna eftirlit, þá erum við hugsanlega með þessum ráðstöfunum sem eiga að bæta líf þeirra og bæta námsárangur þeirra að fara í öfuga átt. Og ég held að við eigum að vera sem sagt opin fyrir því að við séum að fara í öfuga átt og ekki æða áfram og stjórna lífi barnanna enn meira og vera með enn meiri íhlutun og enn meira af þessu og hinnu. Þegar þú var sendur út að leika þér, þá voru miklu fleiri börn. Það bara flæddu börn út allar íbúðir en núna er það bara ekki þannig. Svo er það bara ekki þannig. Þú getur sagt eitthvað barnabarninu þínu líka að fara út að leika og það stendur bara eins og pallegir í heiminum. Það er ekki úti. Nei, sko, til þess að vinda ofan að þessu þarf einhvers konar samantekin ráð. Sko, einn pabbi eða ein mamma
sendir ekki sitt eina barn út að leika sér ef þar eru engin önnur börn og ef nágrannandir halda bara að þetta barn sé vanrækt og hafa jafnvel samband við barna. Já, Þú tekið af við barnið. Nei, hér þarf samantekin ráð og þau þurfa held ég að vera af nokkrum gerðum. Það þarf í fyrsta lagi í stórauknum mæli að hugsa skipulag þéttbýli, skipulag hverfa þannig að börn geti komist fótgangandi eða eldri börn á reiðhjóli á staði þar sem börn geta safnast saman í umhverfi þar sem býður upp á leiki en samt þokkalega örugt. Það eitt. Annað að skólinn sem að nokkru leyti hefur það hlutverk að bara annast börnin meðan foreldrar eru í vinnu því að yfirleitt vinnustaði foreldra ekki aðgengilegu börnum þannig að þetta sé að hlaupa til pappa og mömmu eins og var hægt í litla þorpinu í gamla daga þegar eitthvað kemur upp á að skólinn hann hefur það hlutverkur en að annast börnin og svolítið ykkur frístund við eftir skóla þannig að vinnudagur foreldrana svona mestu leyti dekkaður af þessum stofnunum og þær eru skipulagðar út frá fyrirfram ákveðnum viðfangsefnum, stundatöflu og skipulagi kannski ætti bara hálfur dagurinn að vera svoleiðis og hálfur dagurinn í þessum stofnunum að vera allt öðruvísi. Einmitt, þar sem að börnin hefur meira frjálsræði innan skólans við að dunda við það sem að þeim finnst áhugavert eða skemmtilegt. Því við auðvitað sendum ekki 6, 7 og 8 ára bara eitthvert meðan pappa og mamma eru í vinnu og kom ekki heim fyrir klukkan 5 eða eitthvað. Nei. Það er bara nú að búið að stytta upp ef ekki bara fara út í Brennó og eitthvað svona. Já. En þá er það líklega kennarinn, hann verður að skila ykkur og það er ykkur mælingar og veist, hann má þetta, hann finnst það ekki, hann er út í pressu að skila ykkur tilteknum árangri og hann láti eins og það sé bara ykkur fabrika sem að þarf að skila nógu mörgum niðurstöðdósum fyrir vorið. Það er hin hliðin á þessu að stjórnvöld hafa svona einhvern veginn tekið upp því að hugsa skóla sem einhvers konar framleiðslu á hæfni og það að afkasta sem mest og það hefa eftirlit með því að afkastin séu mikil og sem sagt hugsun fólks skóla og menntun er mjög svona hæfni miðuð og hvað meinar hæfni miðuð? Því að stundum finnst mér það ekki, Ég stundum hugsaði að okkur ekki bara kenda listgreinar að mála og leika og halda ræðu og smíða og dansa og í staðin fyrir að vera alltaf að kenna ykkur að þessa áttagafræði og starffræði, reikning og skrift. Hvað áttu við með hæfni? Hvað sem er hæfni? Þekkingu. Þetta talaðu það mælingarnar eða? Því mér finnst stundum eins og sé ekki áherslu á svona sem ég myndi kalla persónulega hæfni. Þetta er erfið spurning og þess vegna held ég verði bara að leyfa mér flókið svar. Hugtæki menntun hefur tengingar ýmsar áttir. Þetta er eitt af þessum svona stóru hugtökum í menningu okkar. Svona við hliðin á frelsi og lýðræði og siðferði og menntun er svona kannski stórt þykkt hugtak með tengingar ýmsar áttir. Menntun tengist vissulega hæfni til starfa. Hún tengist líka siðferði, hún tengist líka heilbrigði og hún tengist líka frelsi því að geta ráðin sínum, tekið ákvarðanir, framkvæmdar. Hefur tengingar svona við ýmis stór gildi. Áherslan í menntamála í menntapólitík síðustu áratuga er á hæfni til starfa. Og svo áhersla er ekki röng ef hún er í hæfilegu jafnvægi við áherslu á heilbrigt líf, á gott siðferði, á að vera frjáls maður og kunna sjálfu fótum sínum forráð og geta látið sína eigin skynsemi ráða ferðinni sínu eigin lífi. En menntastefna sem leggur ofur áherslu á þetta hæfni til starfa og nú er ég ekkert að segja með því að skólar í rauninni gerir fólk eitthvað ofboðslega hæfa til starfa. Nei, því að stefnan
stefnan næri ekkit fram að ganga, framkvæmdin er meira og minna mislukkuð, en í orði kveðnu snýst... verið að reyna að breyta öllu börnunum í háskólaprófessora? Nei, eða í vinnuafl sem kann einhver, sem sagt, hvað maður segja, kann einhver gagnleg störf og getur unnið þau vel, allt í lagi. Og það er auðvitað ekkit slæmt að kenna fólki að vinna gagnleg störf og vinna því vel. En þegar menntastefna einblínir á slíka hæfni og í íslenskum skólum, háskólum, framhaldsskólum og grunnskólum, þá skulu öll markmið samkvæmt fyrirmælum ráðuneytis. Þau skal öllum markmiðum lýst sem hæfni sem nemandi hefur á námi loknu. Og svo reyna menn svona á sunnudögum að láta þetta svona passa við gott siðferði eins og það sé hæfni þó að allir viti auðvitað að sá sem kýlir annar á kjaftinn, hann skortir ekki hæfni til að hafa hendur í vössum. Það er eitthvað allt annað sem viðkomandi skortir, sko. Og henni síðurlausur eftir mjög snjallir í siðfræði og klókir í lögum. Já, það getur alveg verið, sko. En það eru sérstaklega deildir bara í lögfræðideildum og í bókurum sem eru í því að brjóta lög. Ég er svo heppinn að þekkja bara heiðarlegt fólk, þannig að ég get ekki mikið þetta sagt. En sko, vel heppnuð menntun, hún snýst líka að menn læri að vera frjálsir menn sem láta eigin skynsemi ráða ferðinni í lífinu, sem geta ráðið ráðin sínu, sem geta tekið ákvarðanir, sem geta haft stjórn á sjálfum sér. Og þetta er eitt af því sem menn læra einmitt með því að leika sér, ekki með því að vera keyrðir áfram til að ná einhverju prófi. Ég var að hugsa þegar við vorum svolítið að ræða hérna, að því ég var elstur í samtali hérna og var að tala eins og að ég hefði munað tíman fyrir nýfrjálshyggjuna, og mér minnir að þegar ég var ungur og þegar ég var bara barn og unglingur, að þá hafi hugmyndin verið svo að ef ég gerði bara það sem mér langaði í lífinu, að þá var það best fyrir mig og samfélagið. En núna erum við einhvern veginn í svona tímabili þar sem að fólk verður að fara einhverja tiltekna braut til þess að lifa af í samfélaginu. Þannig eins og að við höfum einhverlega mist svona hugmyndina að þetta traust á það ef að þú bara eltir... Að við getum valið sjálf með. Já, að þú bara eltir hjartað þitt og auðvitað við bara ræðum saman og þá komum við einhverju svona niðurst eins og einhver leyti sé þetta farið og við séum alltaf að reyna að lifa okkur upp í einhverju andskota skapalón, sko. Kannski er ég bara nostalgískur. Ég held að ég muni líka menntakerfi sem var meira í anda blómabarnanna og það sem svona einhvern veginn þessi harka sem einkennir nútímann var ekki eins áberandi. En ég veit svo sem ekki. Ég er að velta hvort þetta sé tímabundin breyting, þessi breyting sem tekur mið af samfélagsbreytingum okkar, eða hvað þetta er, okkur þetta byrjar að gerast á 10. áratugnum í enskumælandi löndum, sem eru náttúrulega þau lönd sem harðast stigu inn í svona efnishyggju og einstaklishyggju nýfrjálshyggjunar. Er þetta þannig vandamál, eða er þetta kultúrískt vandamál eitthvað sem tengist í að við horfum öðru í svo börn, því að nú eru þau orðnir færri og við viljum setja á þau hjálma Ég hugsa að það sé margt á seiði samtímis og eitt af því er að þetta flest pör eiga færri börn og þar sem systkinahópar eru stórir, þar verður einhvern veginn leikur þvert á aldur svona einhvern veginn sjálfsagðari. Eitt af þessu er einfallega bara skipulag borga og bæja. Íbúðarhús sem er þannig staðsett að það er nánast engin leið að komast að því nema á bíl og það er ekki hægt að fara þaðan neitt nema yfir hættulegar umferðargötur. Svoleiðis skipulag býður ekki upp á þessa frjálsu leiki barna sem ég held að sjálfhverfur hugsunarháttur sem er, ég veit ekki hvort hann er algengari í samtímanum en áður, en menn flaggonum minnstakosti frekar og hafa síður vita á skammast sín fyrir núna heldur en fyrir
20, 30, 40 árum. Ég held að þessi sjálfhverfi hugsunarháttur, eitt af því sem vinnur gegn honum að leika sér sem barn með fólki á ólíkum aldri og með fólki sem þarf að taka tillit til, semja sátt við og svo framvegis. Nú á verið gerðar einhverja svona tilraunir í skólum með að eldri börn hjálpi þeim yngri og eitthvað svona. Undir eftirliti eldri. Já, undir náttúrulega hörðu eftirliti kennara. Ég held að allir sé að treyða bara foreldrar og eldra fólkinu bara fara og láta börnin aðeins. Þegar börn ung þá þurfa vissulega að vera fulllátir í kallfæri. En það er munur á að vera í kallfæri og að vera andofin í hálsmálið á krökkunum allan tíma. Já, og vera með svona hálfgerða löggæslu yfir leik barna. Ég segi þetta stundum við foreldra að þú ætti að vera foreldri barnanna en ekki að reyna að vera vinur þeirra og allt saman, allt félagslega galleríð. Þú nefndir áðan nýfrjálshyggju, nýskipan í opinberum rekstri og hún varð opinberi stefna á Íslandi líklega með tilkynningu þáverandi fjármálaráðherra Friðriks Sófussonar 1995 og með þeirri stefnu þá eykst svona skriffinnskulegt eftirlit mjög víða. Fólki sem talaði fyrir henni hélt að það væri að tala fyrir minna ríkisvaldi, minna eftirliti, minni afskiptum en veruleikin sá að eftirlit, regluvæðing og tilraunir til að stjórna fólki með efnahagslegum hvötum eða einhvers konar eftirliti. Þetta óx verulega hratt í kjölfarið, ekki bara hér á landi heldur. Þetta er hugmyndin að reka skólastofnanir til dæmis eins og það séu businessfyrirtæki. Já. Og þetta setti þessi skriffinnskan sem fylgdi hefur sett kennara í óþægilega pressu og ég sagði höfum skóladaginn öðruvísi þannig að hluti hans fari bara í að börnin leiki sér og þá segir þú en kennararnir þurfa að haka við í mentorakarakter af þessum hæfni viðmiðum og þeir þurfa þetta og þetta og þetta og nú talað eitthvað farsældarlög og sumir tala þá jafnvel gagnadrifna farsæld að kennarinn skrái bara svona farsældar þetta og farsældar hitt einstakling og þessi pressa á kennara hún setur svip sinn á allan skóladaginn og kemur fram við nemyndun eins og vöru sem hann að framlega en svona gæti maður sagt Já, en ég meina margir kennara kvarta náttúrulega yfir allri þessari skriffinnsku sem á þá lögð sem frekja þessi með budduna af því ég kem með peningana þá vil ég fá að vita það hvað þú ert að gera við peningana þú eru að skrá alla hegðun allra nemynduna til þess að ég geti fylgst með því það er svona sannfæringur það ég veit einhvern veginn alveg börn Hver gerir eitthvað með þessar upplýsingar? Ég held enginn Svo haka kennarar við í aðalnámskrá grunnskóla 1000 hæfniviðmið, það er rétt tæplega 1000 hæfniviðmið þeim sem dreifast á raunar yngsta stig 4. bekk, miðstig 7. bekk og unglingastig sem fólk á að ljúka með 10. bekk og þessi hæfniviðmið eru raunar flest loðmölluleg, óskiljanleg í rauninni, segja ekki, það eru perlur innanum eins og hæfni við mig í dansa að fólk getur heft sig í samræmi við hefur getið eigin líkama sem er alltaf svolítið fallegt að geta gert það sem maður getur og kennararnir eiga að haka við öll þessi atriði án þess að þeir hafi raunar nokkur einustu tök á að ganga úr skuggum hvað þau þýða og að hvort börnin geti þetta þannig að þeir eru þvingaðir inn í einhvers konar leikhúsfáránleikans og það grefur auðvitað undan fagmennsku kennarana kennari ég held að flesti kennarar sem endast í starfi hafi aðalega áhuga á að gera eitthvað sem er gott fyrir börnin ekki aðalega áhuga á að haka við eitthvað eða í einhverjum skýrslum og þegar tíminn fer í eitthvað svona
þá held ég að sé svolítið hætta á að það safnist upp með árunum einfallega gremja. En verður ekki bara kennarar... Sem eitrar skólastarfi. Verður ekki kennarar bara að skera upp herur gegn þessari fáránlegu aukavinnu sem að snýst ekki nokkuð skapaðan hlut? Mér finnst stundum það sem er kjarabaráttu kennara, þessi í Bandaríkjunum, það sem að fóru svona kennaraverk eins og næstu eins og svona bara einhver bylgja, það sá maður að í kröfugerðunum var eiginlega bara orðinir fremstar voru bara kröfur að skólinn sé bara boðlegur, sko. Þá voru þau bara að verja, eins og stéttin upplifið að sko, skóla, bara kerfið að hrynja í okkur og með okkur. Að verja skólan sinn, gera sem gott umhverfi fyrir þau börn til að sturluð að vera inn í þessu systemi. Sko. En ef við megum aðeins tala lestur og leskilning og svona, ég þekki 2 konur á sko, tíræðisaldri sem að báða voru barnakennarar. Og þær segja bara, þær skilja illa vanda nútímans með það að sé svona erfitt að kenna börnum að lesa, nema hvað þær hafa merkt að aðferðir kennarar nú við að kenna lestur séu orðnar svo flóknar. Það er að segja, hvernig kennurum er kennt að kenna lestur? Séu orðið svo flókið og mikið þvælu tröms að það sé bara ekki fyrir hvítan kött að skilja það. Kannist þið eitthvað við þetta? Eru kennslu aðferðirnar öðruvísi? Heldur þar voru, orðið mjög flókið fyrir kennaranema að læra að kenna lestur? Ég þori ekki að fullyrða neitt af eða á þetta, en það hefur gerst á undanförnum árum að fleiri og fleiri börn telja sig með réttuðaröngu vera með námsörðuleika. Lesblindu, talnablindu, einhverja og ég alltaf svo sem ekki útiloka að þetta sé þá bara veruleikin og það getur verið svo sem skýringar á því, ég veit ekki hvaða áhrif mikið unnin matvæli og stuttur svefntími og fleira hefur á uppvöxt barna, það getur alveg verið að það sé eitthvað í umhverfinu sem veldur því að nú séu fleiri en áður með einhver svona sértæk vandamál réttum sem nú eru fleiri en áður sem... Þið langar til að halda þið fram að börnin leiti skjóls í þessu vegna þess að þau hafi ekki styrki til þess að fara yfir eitthvað skref sem hefðu lært í ég held að hluti af skýringunni, ég þori ekki að segja hversu stór hluti því að þar sem ég er prófessor að atvinnu þá má ég eiginlega ekki fullyrða neitt nema að það séu rannsóknir að baki. Þannig að nú verð ég að segja þetta er eitthvað sem ég held, ég get ekki fullyrða, ég get ekki verið viss um það. Ég held að kvíðablandin skólaganga barna sem hafa ekki lært gegnum leik að lifa við þann hnjask sem fylgir hversdagslegu lífi. Svo skólaganga verður kvíðablandin og þegar börnin bíða einhverja ósigra, þau get ekki leyst eitthvað verkefni, þau ráð ekki við eitthvað, þau ná ekki að fylgjast með í nokkra vikur, þau eru eitthvað aðeins á eftir, þá er það mjög freistandi fyrir þau að fá einhvern veginn að vera það sem þú kallaði súkkulaði eða var kallað einu sinni gull eða stikkfrí með því að fá fullorðna samfélagi til að samþykja að þau þurfa ekki að standa undir þessum kröfum. Og ein leiðin til að fá það er að fá einhvers konar greiningu. Hvað vaxandi eftirspurn eftir greiningu bæði á námsörðurleikum og geranum kvillum, hvað hún skýrist að miklu leyti af einfallega skort á frjálsum leik, þori ég ekki að segja, en ég held að það sé vitandi það að allt frá steinöld hefur þorri mennskra barna vaxið úr grasi í leikjum við önnur börn. Að þora að taka þetta af þeim á þess að vita hvað það þýðir og hvaða afleiðingar það hefur. Mér finnst það að vera ansi glannalegt og eitt af því sem ætti að prófa til þess að bæta líf og heilsu barna er einfallega að gefa þeim miklu rýmri tíma til að leika sér við önnur börn og það getur þýtt að taka sumt
af þeim. Það þýðir ekki bara að þau fái. Það getur þýtt að við þurfum að taka af þeim til dæmis snjalltækin. Þú vilt taka það, þú vilt ekki taka nesti af þeim með skóla. Nei, ég vil nú ekki svipta þau næringu. Ég hef reyndar áhyggjur af því að skólamáltíð verði aðalega mikið unnin matur sem ekki kannski nógu hollur, en við skulum vona að þær áhyggjur séu ástæðulausar. En við vitum ósköp vel að þegar snjallsímar verða almenningseign, þá byrja PISA-niðurstöður að hrapa, ekki bara á Íslandi, heldur allan heim, í öllum OECD-löndunum. Og sem sagt, þær eru í ágætulagi 2009, þá heldur næstum engi krakkar með snjallsíma og Facebook og svoleiðis. 2012 byrjar þetta að hrapa og svo 15 hrapa meira, 18 hrapa meira og svo bara niður. Og hvað hefur breyst frá og með 2012 í lífi barna vítt og breytt heiminn? Það aðalega þetta, að þau eru með augun á skjánum stærri og stærri hluta dagsins. Skjátími þeirra hefur stór aukist frá því að flest heimili höfðu bara tvo skjái, heimilistölvuna sem það sem var hægt að horfa yfir öxlina á fólki hvað það var að gera, og sjónvarpið sem var líka í einhverju almannarými. Nú skjátími orðin miklu meiri og það mjög lítið eftirlit með því hvað börn gera við þennan skjátíma. Samfélagsmiðlarnir segja að þeir séu bara fyrir 13 ára og eldri, en þeir eru fyrir alla sem haka við að þeir séu 13 ára. Já. En það engin, það ekkert spurt nafnskírteini eða neitt svoleiðis. Og þar vantar eftirlit fullorðinna. Þú hefur ekki þurft að falsa nafnskírteini þegar þú varst ung. Nei. Í þessum veruleika. Alveg eins og þeir sem búa til vélarnar í háspennu sölunum, spilavítisvélarnar, þeir stúdera sálfræði til að vita hvernig á að gera þetta eins vanabindandi og hægt á þess að laumast að fólki með sprautu. Hvernig hægt að gera þetta eins vanabindandi og hægt Samfélagsmiðlarnir virðast hafa leikið sama leik, að reynt að gera sig eins vanabindandi og hægt og sem betur fyrir þetta nú engum í hug að 9 ára geti bara farið inn í háspennusali með peninga og farið í fjárhættuspil. En við erum hugsanlega að setja stóran hluta af börnum á miðstigi grunnskóla í svipaðar aðstæður. Eftirlitslausa svæði þar sem fólk að misnota það. Við erum að setja í hendurnar á þeim eitthvað sem vanabindandi fyrir nokkuð marga, rænir fólk í rauninni getunni til að stjórna eigin lífi, og það svo sem ýmislegt þessa miðla að segja, sumt gott og sumt vont, en ég held að það sé mikilvægt fyrir þá sem hugsa aðgang barna að þeim að gera sig grein fyrir því að söluvaran, neytendurnir, kaupendur þetta eru nokkura ríkustu fyrirtækjum í heimi, flest í Kaliforníu, sem reka þessa miðla, söluvara þeirra athygli fólks. Þau kaupendurnir eru seljendur vöru og þjónustu sem vilja kaupa athygli, og ef við látum börn vera með þessi tæki, þá erum við raunir að segja allt í lagi, þið megið alveg selja athygli barnanna okkar, bara. En ég aðeins að velta fyrir minni á því að ég nú fráleitt prófessor, en þetta ekki svolítið það sama sem gerist við það að við heftum frjálsan leik og svo börnin séu svona mikið í símanum að þau bara nám í samskiptum við annað fólk verður miklu minna, því þú ert ekki beinlínis í neinum samskiptum þótt þú sért í símanum og þú lærir svo margt á því í frjálsan leika því þú varst að tala og það kemur inn á lesskilning líka, að
að nota tungumáli, að þurfa að tjá sig og þurfa að verja sig eða gera grein fyrir einhverju, færa rök fyrir einhverju, allt þetta. Ég held, sko, eitt af því sem hefur gerst með þessu ofurskrifinsku væta skólakerfi sem drifið af hæfniviðmiðum að það hefur gleymst að manneskjan líkami og þarf sem sagt að snerta bæði annað fólk og ýmislegt í veruleikanum og vera í snertingu að sem sagt sumir trúa því held ég núna að það sé hægt bara að mentast alveg á sama hátt bara í fjarnámi, bara fram að skjá og það vegna þess að lýsingin á menntun sem er tekin gild, það að segja sem sagt námskrár sem eru tekna gildar, eru list af hæfniviðmiðum sem á að vera að tékka á með einhvers konar prófum. Þessar útlínur af hluta þess sem í raun og veru menntun, ef við höldum að það sé allur pakkinn, þá getum við farið að halda að fólk þurfi í raunar ekki að vera innan annað fólk. Og þurfi kannski ekki að vera fólk, sem það sé bara gervigrind. Já, sé bara heilar. Já, vanþroskar heilar. Við erum mataðir. Nú það virðist reynd að vera að vaxandi hluti af samskiptum gegnum skjá sé við í rauninni gervi persónur og Já, þá vantar ímyndslegt upp á mannleg samskipti. Það þetta komna víðar. Ég var ætlaði að kaupa viðbótartryggingu fyrir dóttur mína sem var að fara út á hestamót og hafði samband við VÍS. Já. Og það ég sá ekkert símanúmer, þannig ég skrifaði bara eitthvað, sagði þetta, vantaði svona viðbótartryggingu, hún var í 3 daga á hestamóti og 10 daga í ferðinni og eitthvað svona. Og þá kom svona póstu tilbaka, takk fyrir að hafa samband við VÍS, við erum að vinna í þínum málum. Svo daginn eftir kom aftur, heyrðu, við erum ennþá að vinna í þínum málum og eitthvað svona. Og ég svara, heyrðu, ég hringdi bara í annað tryggingafélag og þau reddu þessu bara í símtalinu. Og þá kom svona, já, heyrðu, já, gott að heyra það, þú er búin að fá lausn á þínum málum. Svo kom, viltu gefa einhvern á samskiptum þínu við VÍS frá 1 til 10 og þá var ég bara að byrja að tala við ykkur að vél. Þú ert að tala við botta sem að að tala en ekki að gera neitt. Það bara En heyrðu, að því við erum að tala að börnin að leika sem hvað nú við vandamálið náttúrulega foreldrarnir og fullorðna dottið inn í skjána og eitthvað fleira. Eigum við að leika okkur meira? Leikur þú þér? Já, reyndar ger ég það, en hluti af þeim leikum sem ég leik nú reyndar á skjá, tölvuleikir, en þannig að ég bara eins og flestir aðrir, en jú, auðvitað, Já, það þannig í örófi alda að börnin læri leik og svo maður bara orðin ég held að sé mjög mikilvægt. Útskrifar úr leikjunum? Sko, ég og kona mín, við spilum á spil saman og hlægjum stundum eitthvað lifandi sóskupum með hann, þannig að svoleiðis, og ég leika auðvitað við barnabörn mín og þeir leikir eru svona býsna jarðbundnir. Það síðasta sem ég gerði sem var verulega gaman var þegar ég fór með sonardóttur minni sem að verða 30 ára út að hoppa í poll. Kona mín var nú ekkert alveg ánægð þegar við komum inn rennblauð bæði, en jú, ég get alveg hoppað í poll. Það bara Svo að spila á spil og svona, það í okkar fjölskyldu, þá alltaf að spila rommi sem náttúrulega ekkert ótrúlega gefandi spil í sjálfu sér, en hins vegar bara öll samskipti sem í kringum þetta. Ég spila líka rommi og sko, svoleiðis leikur, auðvitað það ekkert sambærilegt við eitthvað merkilega íþrótt eins og skák að spila rommi, en svoleiðis samvera auðvitað hluti af heilbrigðu lífi, bæði fyrir börn og fullorðna, og ég held að það sé mikilvægt að börn hafi fullorðnar fyrirmyndir að því að það sé bara fínt að leika sér, og ég held líka að það sé mikilvægt að börn hafi fullorðnar fyrirmyndir að því að það sé fínt að lesa bók.
Já, ég held að leikur sé bara mjög mikilvægur í líf. Já, nei, bara þetta að leika sér, ég held að það skipti bara mjög miklu máli. Það einmitt eins og þú segir, ég átti nú ömmu sem spilaði mikið við barnabörnin sín og það spunnust skemmtilegar samræður og maður lærði ýmislegt og við frændsystkinin slógust og rifumst ef annað okkar tapaði og við þurftum að leysa þau ágreiningsmál og þetta eru svona auðvitað kennslustundir í samskiptum. Bara einfaldir hlutir. Það þarf ekki að fara á eitthvað námskeið til þess að læra samskipti, það nóg að gera það veldsporðið, sko. Það börn þurfa ekki að læra að leika sér í rauninni. Nei. Þau læra vissulega leiki hvert af öðru. Þegar ég var sjálfur barn þá lærðum við af eldri börnum brennibolta og fallinspítan og fleiri leiki og svo seinna einhverja svona háþróari leiki eins og knattspyrnu. En ég ólst upp í sveitaþorpi þar sem var talsvert stór krakkahópur og hópurinn fór yfir bara saman út eftir skóla að leika sér og það þurfti ekkert að kenna okkur það. Ef það var snjóra vorum við gætna með snjóþotur og sleða og ef það var frost þá vorum við stundum með skauta en stundum bara ekki með neitt og stundum var leikurinn einfallega bara fólkin í því að híma eitthvað staðar og velta sig og kjafta saman. Það var ekki... Nákvæmlega. Við erum að gera meira því, híma eitthvað staðar og kjafta saman. Allir, takk fyrir að koma hingað og tala þetta. Þetta mikilvægt sem við erum að tala en líka skemmtilegt að lærdómur getur líka verið bara að híma eitthvað staðar og kjafta saman. Bestu þakki fyrir spjallið. Já, leikum okkur meira. Takk. En Steina, þú setur eftir. Ég geri það. Við komum aftur eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Nei, þá þetta bara búið hjá okkur, Steinin. Já. Nú bara pakka saman og fara út í nóttina. Já. Og þú búin að tala nóg? Já, segjum 2. En við vorum búin að þakka gestunum fyrir komuna og ég ætla þá að þakka Laufi Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og auðvitað ykkur sem hafi hlustað og hort. Þið getur orðið þáttækendur í uppbyggingu samstöðurinnar með því að segja vinum ykkar og vandamönnum frá því efni sem búið hér til og þannig byggist upp samstöðin með góðri afspurn frá manni til manns. Ég ætla að benda á að allt efni samstöðurinnar má finna á Facebook og YouTube á öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu og FM 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu frá sunnanverðu Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð að Litlu kaffistofunu og út á Reykjanestá. En það má líka sækja þessar útvarpssendingar á spilarinn.is á netinu en spilarinn líka app sem hægt að hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminum, þar sem net. Við erum líka komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafélagið Símann. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu einhvern tímann önnur fjarskiptafyrirtæki gera slíkt hið sama, bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. En þið ykkar sem vilja leggja okkur frekari lið ættuð að gerast áskrifundur. Það kostar bara 2.500 krónur á mánuði og þessi áskriftargjöld halda samstöðunni gangandi. Þið getið einfallega farið inn á samstöðun.is og fundið þar hnapp sem stendur á áskrift og skráð ykkur fyrir 2.500 krónur. Þið megið þetta alveg borga meira ef ságallin á okkur og þau sem kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið sem bæði á og rekur samstöðuna. En samstöðun útvarps- og sjónvarpsstöð og fréttavefur í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda, tilraunaverkefni að byggja upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil í eigu almennings. En Smári, við erum búin að þakka gestunum og gerum það hér enn og aftur. Ég ætlaði að þakka þér sérstaklega fyrir að vera hérna. Já, takk sömuleiðis og ég ætla bara að óska öllum sem að hlýddu og horfðu farsællrar viku og vonandi minni súldar.
Nú verður kannski eitthvað minnum að vera hér næstu 2 vikurnar. Já, við erum svona aðeins að Svona skríða í... sumarfrís bragur á þessu, en allt efnið eins og áður sagði aðgengilegt víða. En við munum senda út sko úrval af efni sem við eigum gnektir af. Það ekki fræðilegu möguleiki að nokkur maður hafi hlustað á allt efni sem við höfum búið til. Nákvæmlega. Já, þannig það alveg óvægt að stilla inn á okkur og það eiginlega næstu enga líkur á þú hittir á eitthvað sem þú heyrt áður. Það nefnilega það. En bara takk fyrir samveruna og góða nótt jafnvel og blíða drauma. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hóp